Í ritningunni, þú getur skoðað hinar spádómar sem nú þegar hafa ræst og séð hversu nákvæm Biblían hefur verið, svo við getum haft traust á því að það sem eftir er að koma mun gerast. Það sem Biblían segir okkur ekki alltaf nákvæmlega hvenær þessir atburðir eiga sér stað. Það er engin tímaramma gefin, sérstaklega fyrir atburði í tíma eins og við höfum þá núna. Þannig að við vitum ekki hvenær. Þegar prófunartíminn er að loka, við vitum það ekki. Þú veist, við munum vita þegar síðustu 7 leikirnir byrja að falla, hversu lengi það er nákvæmlega, hvernig það tengist öllu saman, þú veist, Guð mun líklega leiða okkur. Þegar við nálgumst, svo við viljum vera tilbúin, og svo skila því út. Hinn spurningin er ef einhver deyr núna, er próf þeirra sett. Þú veist þeir eru næst. Þú getur ekki skipt hlið eftir að þú deyrið. Fyrir marga okkar, það næsta sem við getum vitað ef við deyjum í dag eða á morgun, Guð forði, ef við erum trúaðir, er endurkomu Krists. Vegna þess að við vakna. Í upprisunni, svo við viljum vera tilbúin hvaða dag sem er, alla daga. Amen. Allt í lagi. Takk Frank. Við erum líka með Erin í New York. Erin, velkomin í dagskrána. Gott kvöld. Góða kvöldið. Ég hef heyrt að Satan og djöflar hans geti ekki lesið hugsanir, þó að þeir geti gefið fólki blekkjandi drauma. Það sem mér liggur á hjarta er þegar ég er á almenningsstað og fæ kvíða, áhyggjur, óánægju eða þreytu, heyri ég. Andleg árásir í formi háværa, heyrðra móðgunar frá ókunnugum, en ég sé aldrei neitt sýna mér reiða svip þegar það gerist. Getið þá djöflar að vita hvenær við erum þreytt? Þeir komu til Jóð þá hann var þreyttur og örmagna eftir að hafa fastað 40 daga. Djöfullinn getur ekki lesið huga þína vegna þess að Biblían segir okkur að Kristur þekkir hjörtu manna, og í öðru konungabókinni 8. kafla, ég held að það sé 30. og 2. vers, þar segir, því að Guð og Guð einn þekkir hugsanir hjartana manna. En getur djöfullinn lagt til hugmynd eða getur djöfullinn lesið líkamstjáningu þína? Konan mín getur lesið líkamstjáningu mína, svo þegar þú þekkir einhvern og þú veist. Djöfullinn er líklega skipaður, hann hefur fallna engla sína sem geta unnið á okkur alveg eins og Guð hefur góða engla sem venda okkur. Þeir geta líklega séð svip okkar, líkamsbragði og segðu hvort við séum að verða kvíðin og kannski nýta það. En ég myndi ekki einu sinni hafa áhyggjur af því. Ég held að djöfullinn hafi eiginlega gefist upp á að reyna að hræða mig. Ég með ratir og hugsanir vegna þess að ég hugsaði bara, allt í lagi. Jæja, Satan, ertu að reyna að sannfæra mig að þú sért raunverulegur? Ég veit nú þegar að þú ert raunverulegur. Ég ætla bara að hunsa þig. Og Biblían segir, stöðvið djöfulinn og hann mun flýja frá þér. Ég man þegar ég var kristinn, fór ég að hugsa, ég vil ekki hugsa djöfulinn. Því meira sem ég reyni að hugsa ekki djöfulinn, því meira hugsa ég djöfulinn. Eða alltaf þegar ég reyni að forðast að gera eitthvað, þá hugsa ég bara það. Það er eins og djöfullinn viti að ég er áhyggjufullur og fljótlega segir drottinn bara, ekki hafa áhyggjur af því. Já, þú veist það eru margir vers, ég leitaði þess bara upp núna. Þau tala að Guð þekki hjörtu, hugsanir manna. 1. konungabók kapli 8, vers 30 og 9-39. Já, Jeremías 17. kapli, 10. versið segir, ég drottinn rannsaka hjörtuð, ég prófa huga, til að gefa hverjum manni eftir hans verkum. Svo Guð þekkir hjörtuð, Sálmur 139 segir, ó drottinn, þú hefur leitað að mér og þekkir mig. Þú veist setningu mína, upprisu mína. Þú skiljar að hugsanir mínar eru fjarri. Svo Guð veit allt okkur. Hann veit hvað við erum að hugsa. Djöfullinn. Það er gott, en hann er mjög góður í að lesa líkamstungumál og hann getur sett freistingar, hann getur sett hugsanir í huga okkar, í hjarta okkar. Já, þegar röng hugsun kemur bara. Beintu athygli þína og einblíndu aftur á eitthvað gott. Þú sigrar illt með góðu, segir Páll. Ekki einblína á hið slæma, það er það sem djöfullinn vill að við gerum. Við höfum Jason að hlusta. Jason, velkomin á Biblíusvör beint. Já, hvernig gengur? Miklu betur en við eigum skilið. Já, spurningin minn er Mattef 24. 40 og 41. Hver er tekin og hver er eftir? Er það guðrækir menn teknir og hinir illu eftir eða öfugt? Góð spurning, leyfðu mér að lesa þetta fyrir okkar. Vinir, þegar talað er endurkomuna, segir hún okkur að og ég vil lesa hvað stendur hér rétt áður. Vers 38, því eins og á dögum fyrir flóðið voru þau að borða. Að drekka, gifta sig og giftast allt fram á þann dag Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og tók þá alla burtu. Hvað tók þá burtu? Flóðið tók burt, svo mun koma mannsonarins vera. 2 menn munu vera á akri, annar tekin hinn látin. 2 konur mala í kvört, önnur tekin hinn látin. Og í Lúkasu bætir hann við. Annað segir hann, 2 menn sofandi í rúmi, annar tekin, annar eftir. Þetta er fyrst og fremst tákgrænt hér. Konur að vinna og mala kornið. Þegar talað er konur, tákn fyrir kirkjuna sem vinnur með brauði, orð Guðs. Þú hefur hina sönnu og hina falsku. Önnur er tekin í dóm. Vegna þess að þeir spurðu Jós síðar.
Hvert eru þau tekin? Ég held að það sé í Lúkasarguðspjalli 20. og 1. hann segir, hvert eru þau tekin? Segir hvar sem hræfuglarnir eru, hvar sem líkið þar safnast hræfuglarnir saman. Svo þau sem teknir eru, sjáðu. Eins og þeir séu teknir í dóm og þá færðu fuglaveisluna. Og svo fyrir börn Ísraels þegar þau hagaði sér. Þegar þjóðin var góð, fékk hún að vera í fyrirheitna landinu. Þegar hún misþótti sér, komu Assýringar eða Babýloníumenn og fluttu hana burt. Að vera tekin í burtu var ekki eins og jákvæð upptaka. Það gæti þýtt að vera tekin í burtu í dómum, eins og flóðið tók þá í burtu, bar þá burt. Svo það er. Það er eitt gott sjónarhorn á því, held ég. Við höfum bók sem fjallar endurkomu Krists og hún heitir allt önnur en leynd og ég held að hún fjalli jafnvel þetta fyrst. Hringdu og bitu það. Símanúmerið er 808.356.747. Þú getur símað 250 á snjallsímanum þínum og sagt BBL ansvers lifi. Og svo bitu bókina. Hún heitir eitthvað annað en leynd og fjallar endurkomu Krists. MHMM, Pastor Dóu, við erum að horfa á klukkuna. Við höfum aðeins nokkrar mínútur áður en hlé byrjar. Svo við viljum minna ykkur á, fólk. Ekki fara of langt. Við verðum komin aftur með fleiri spennandi biblíuspurningum. Prétari Dóu, fólk gæti verið að heyra þetta fórrit í fyrsta skipti og það er að velta fyrir sér Amazing Fasts. Er biblían svarað lifandi? Hvað er Amazing Fasts? Já, Amazing Fasts hófst fyrir 60 árum í ár með stuttu ótrúlega staðreind úr vísindum eða sögu. Og svo, núna myndum við halda áfram með andlegar leksíur og það byrjaði í útvarpsþættinum og fór svo yfir í biblíuleksíur, sjónvarpsþætti, boðin. Þjálfun, verkefni í trúboði, útgáfa og við erum að starfa núna allan heim, sendandi útvarp allan heim. Drottin hefur bara verið að blessa. Allt sem þú þarft að gera til að fá frekari upplýsingar Amas. Staðreyndin er svo að þú getur bara skrifað amazingfasts.org. Farðu á vefsíðuna þar, þú munt læra nokkrar dásamlegar hluti. Nú heyriru tónlistina, við erum að koma aftur eftir augnablik með meira. Biblíusvar, svo fylgist með. Biblíusvar lifandi verður aftur á skjánum fljótlega. Uppvaxtinn minn. Ég hef aldrei fundið fyrir ást. Ég þekkti einungis ótta og einmannaleika og mikinn reiði. Þegar ég var 15 ára, kom pabbi aftur inn í líf mitt. Við urðum mjög náin og hann sagði: Þú veist, ef þú vilt, eins og alvöru breytingu, þú vilt komast út héðan og þú vilt alvöru fjölskyldueiningu, þá gerir þú þig til liðs við herinn. Og, svo ég var 17 og við gengum til ráðningarstofu hersins. Og, hann skráði mig til að ganga í flugherinn. Og sama ár fór ég beint í grunnþjálfun. Og ég man eftir þessum degi, hann hringdi í mig. Ég var pirruð því ég sagði honum að ég gæti ekki talað og hann reyndi að halda mér á símanum. Ég var bara, hæ, pabbi, þú veist, ég hringi í þig seinna. Og, svo ég kem heim úr vinnu. Og ég man að ég var að leggjast í rúmið og ég var bara, ómaður. Ég hringdi ekki í pappa minn. Ég hefði átt að gera það. Og strax fæ ég skilaboð og ég mun aldrei gleyma þessu, en skilaboðin voru, fyrirgefðu mér. Ég fyrir það sem ég að fara að gera. Pabbi elskar þig. Hann elskar þig alltaf, og ég vissi strax að eitthvað slæmt hafi gerst. Og ég fæ símtal frá mömmu minni og hún að gráta óstjórnlega. Og ég sagði, mamma, hvað gerðist? Og hún sagði, pabbi þinn heyrði. Sjálfur. Og ég sagði, er hann í lagi? Hún segir nei, Selan. Hann er það ekki. Pabbi þinn er dauður. Ég misti völlin alveg. Ég, frá þeim degi, var ekki sama manneskjan. Ég vildi ekki einu sinni vera til lengur því mér fannst hann virkilega vera sá eini sem ég átti í lífi mínu sem skildi mig. Var alltaf þar fyrir mig. Og ég vissi ekki einu sinni hvort ég trúði á Guð, en ég var reið við Guð og ég kenndi honum. Afgangurinn af þeim tíma. Ég drakk bara og mér var alveg sama allt, alla. Ég endaði á því að reyna að taka mitt eigið líf. Ef pabbi minn getur gert það, þá get ég það líka. Ég var að fara í vinnu einn daginn og rétt áður, ákvað ég að kíkja á Facebook. Og ég sé að ég fekk skilaboð frá einhverjum og það sagði bara einfaldlega, hei. Vinnurðu ekki hjá 24? Það var líkamsrækt sem gaf mér eins og gleðiminningar, gleðitilfinningu og ég hef ekki fundið fyrir því í langan tíma. Og við héldum áfram að tala. Og að lokum opnaðist ég til honum og hann sendir mér biblíuna. Hann auðkendi raunar nokkrar vers í biblíunni og bað mig að skoða hana og lesa þessi vers. Og ég byrjaði að lesa og ég fann eins og næstum tilfinningu fríð. Og hann var að segja, þú veist, ef þú vilt virkilega skilja biblíuna, þú veist, ég held að þú ættir að skoða
Hópur, þeir heita Amazing Fasts Ministries. Ég tengi heyrnartól mín og kveiki á BBL Ansvers lifi. Og fyrsta spurningin ef einhver fremur sjálfsmorð, hvort þeir getur raunverulega farið til himnaríkis. Í þeirri stund fann ég tafarlausa friðþækingu varðandi dauða föður míns og ég var svo spenntur því ég gat bara ekki trúað því. Við ákváðum að ég myndi. Farðu út og heimsæktu hann, núverandi eiginmann minn, í það bil viku. Og allan þann tíma horfðum við á predikanir frá Doug presti og við drógum fram kennsluleiðbeiningarnar sem hann hafði. Ég hef aldrei fundið fyrir sannri hamingju og ég vissi í raun ekki hvað hamingja var fyrir en ég byrjaði að horfa á sumar predikanirnar frá Amazing Fasts Ministries og ég að fara í þessar biblíuransóknir. Mér fannst loksins að það væri tilgangur með lífi mínu. Ég vildi ekki deyja lengur og ég vil fá skýt. Ég vil gefa líf mitt Guði. Ég veit í raun að ég væri ekki hér ef það væri ekki fyrir ótrúleg staðreyndir. Það tók ótrúlegar staðreyndir til að hjálpa mér að laga þá tengingu við sjálfan mig. Og svo að eiga samband við Guð. Ég ótrúlega þakklátur, ótrúlega blessaður umfram það sem ég á skilið og ég veit það alla daga. Ég heiti Mikkey, takk fyrir að breyta lífi mínu. Þú ert að hlusta á Biblíusvör beint þar sem hvert svarið gefur skýrari mynd. Guð og áform hans að bjarga þér. Hvað ertu þá að bíða eftir? Fáðu þér hagnýtar svör hina góðu bók fyrir betra líf í dag. Þessi útvarpsþáttur upptaka. Ef þú vilt fá svör við biblíutengdum spurningum þínum í beinni útsendingu, vinsamlegast hringdu í okkur næsta sunnudag milli klukkan 7 og 8 á kvöldin Kyrrahafstíma. Til að fá neina af biblíuúrræðum sem nefnd eru í kvöldþættinum, hringdu í 808 35 67 47. Aftur, það er 808.356.747. Nú skulum við koma aftur til gestgjafana okkar fyrir meira af biblíunni. Svör lifa, velkomin aftur, áheyrendur. Takk fyrir að vera ávallt með í BBL Ansvers lifi. Ef þú tókst þátt einhvers staðar á meðan útsendingin stóð, þá er þetta bein alþjóðlegt gagnvirkt biblíum. Við ætlum að fara aftur í símana eftir augnablik. Ég heiti Doug Bakkár, ég heiti Jen Rós og vinir ef þið eruð bara byrjuð að hlusta og viljið spyrja biblíu. Síminn hérna er 804.637.297, það leiðir þig inn í stúdíóið okkar og ef það er enginn sem svarar strax, býtu bara og þeir taka síman. Til þín eins fljótt og mögulegt er. Ég er Nick Scully, þetta er Jerry að hlusta frá Texas. Jerry, velkomin í BBL Ansvers lifi. Hæ, prestar, Doug, ég vissi ekki að þú. Ég mjög brokkett en ég vil bara þakka þér fyrir forritið. Þú sýndir stofnun áhrifamikils skatts. Ég hef bara eina snögga spurningu. Já, prestar. Ég horfði á. Ég er í Texas, svo ég horfði ekki á seinni klukkutíman af sköpunarmálinu á föstudaginn. Nótt, MHMM, ætla þeir að hafa það á USB? Já, jæja, allur dagskráin verður fáanleg á DVFD og USB og á netinu. Og svo ef þú missir af einni. Þú gætir líklega farið á þær forrit. Ég sá þegar sum þeirra birt á YouTube síðunni Doug Bakkár. Þau eru óklift en stundum eru þau áhugaverðari þannig. Já, það er þarna, og allir þættirnir sem þið mistuð af, ég held, hafa verið settir inn. Ég þakka ykkur þetta. Hvað sem því líður, spurning mín í flýti. Hvað var jörðin rétt áður en Guð skapaði líf? Hvað var hér á okkar hluta af heiminum? Planeta. Jæja, það virðist sem þegar Guð myndaði massa sem yrði að verða jörðinni, gæti þegar hafa verið, þú veist, eða hann þegar ég segi. Það var þegar, á einum tíma, segir hann að jörðin hafi verið ómynduð og tóm. Síðan gefur hann til kynna að myrkur hafi verið á yfirborði djúpsins. Djúpið, held ég að við hafum komist að því, er eins og hyldýpið eða HMM. Ekkert í, og hann virðist aðgreina vatnið. Það er ekki sagt að hann hafi skapað vatn á ákveðnum degi. Það kann að hafa verið vatn þar. Það kann að hafa verið ís á þeim tíma. En, hann byrjar þá á að framkvæma skilnaðar og skipulagsmyndunarferlið byrjun þess fyrsta dags þegar hann segir, verði. Vertu léttur, en ég vona að ég sé að svara spurningunni þinni. Þú hefur svarað henni vel. Og takk krakkar, og ég þakka ykkur, amen. Takk kærlega, elskan. Ég þakka símtalið þitt, allt í lagi. Næsti hringjandi sem við höfum er Bob í Washington. Bob, velkomin í þáttinn. Halló, prestur Rós. Hæ, prestur Doug. Hæ, Bob, takk fyrir að hringja. Þú ert velkomin. Ég hef bara verið að takast á við einhvern sem trúir á krossfestingu á miðvikudegi undanvatna.
dagar og við erum bara að velta fyrir okkur hvað þú myndir segja, hvað svarið þitt væri. Hann var að spyrja. Hann hefur ekki trú á að einhver geti svarað þessu hvaða virkadag var 6 dögum fyrir páskahátíð Jóhannesar. 121 Páll, og þannig heldur hann að það sé svarið við því að hann sé réttur eða eitthvað í þá átt. Jæja, hann er líklega að nálgast þetta allt rangt. Biblían, þú byrjar á því augljósa. Biblían segir að Jésús hafi verið krossfestur á undirbúningsdeginum og þú getur líka lesið í Lúkasarguðspjalli 23. kafla 50. og 7. versinu. Þá sneru þeir aftur og bjuggu til krydd og ilmandi olíur og þeir hvíldu sig á hvíldardeginum. Og þeir eru ekki að tala páska hvíldardaginn. Þeir eru að tala hvíldardaginn. Samkvæmt boðorðinu, og boðorðið er að tala hið 4. boðorð. Og þannig er það að vera mjög skýrt hvíldarboðorðið sem hvíldin. Þú veist, það er 7. dagur vikunar, hvíldardagur. Svo Kristur þurfti að krossfestast á 7. degi sem er almennt þekktur sem föstudagur. Nú, vinur þinn, ég veðja hvað sem er að reyna að færa krossfestingardagsetninguna til miðvikudags vegna þess að hann er að skoða Mattíusar kafla 12 þar sem Jésús sagði, eins og Jónas var 3 daga. 3 nætur í hjarta jarðarinnar, öðruvísi en í kviði fisksins, þannig að mannsúnurinn verði 3 daga og 3 nætur í hjarta jarðarinnar. Og þeir hugsa þessa 3 daga og 3 nætur í hjarta jarðarinnar. Að tala tíma Jéhú í gröfinni. Það er að tala pínutíma Krists í hjarta heimsins, að þjást fyrir synd, myrkri heimsins í höndum djöfulsins. Hófst á 5. í garði Getseman þegar Kristur sagði, nú er myrkustundin komin. Það er 5. föstudagsnótt, laugardagsnótt. Þetta er ekki talað tíminn í grafhýsinu, það er að tala tíman sem hann þolir fyrir syndir okkar. 3 dægur og 3 nætur sem byrja á 5. eftir síðasta kvöldmáltíðina þegar í garðinum, í hópnum. Kom og hann byrjaði að þjást fyrir syndir okkar, svo þess vegna reyndu þeir það, og það er aðeins ein vers í Matthæusarguðspjalli kafla 12 þar sem það segir að í. Lúkas þegar hann talar Jónas, segir hann að Jónas hafi verið gefinn nýnvítum. Jónas gerir það ekki, Lúkas minnist ekki einu sinni á 3 daga og 3 nætur. Þess vegna ættir þú aldrei að byggja kenningu á einu versi. Vonbið að þetta hjálpi. Við TV, ertu með bókina mína sem heitir Til Sign og Jónahá sem fjallar þessa 3 daga og 3 nætur í krossfestingardeginum. Já, og ég held að ein af skýrustu, eins og þú nefndir á. Passatevi hafa sögu sem segir frá undirbúningardeginum hjá Lúkasu. Jésús hvílist á 7. deginum, hvíldardeginum og snemma morguns á 1. deginum. Ef við vitum að 1. dagurinn sé í raun nefndur, við vitum að hvíldardagurinn er nefndur og við vitum að undirbúningsdagurinn er nefndur og þeir fylgdu öll hvor öðrum í röð, þá verður það að. Föstudagur, laugardagur, sunnudagur. Já, það er bara engin leið að þú getir gert það. Flest kirkjur allra trúarbragða viðurkenna það vegna þess að þetta er svo augljós kenning. Allt í lagi. Kallarinn sem við höfum er Elísu í Tennessee. Elísa, velkomin á þáttinn. Hei, krakkar, það er ánægjulegt að tala við ykkur í kvöld. Takk fyrir allt sem þið gerið. Takk, og spurningin mín til ykkar er, í opinberunarbókinni sjáum við 3. sameiningu drekans, dýrsins og falska spámannsins. Og ég var að velta fyrir mér. Ef Bandaríkin, sem er annað dýrið, var það falska spámaðurinn vegna þess að við sjáum hvar Bandaríkin vinna stór tákn og færa eld niður af himni. Og í opinberunarbókinni 19. Við sjáum hvar hinn falska spámann sem gerði kraftaverk fyrir framabrautan var einnig kastað í eldavatnið með dýrinu. Allt í lagi, gott spurning, já, í vissum skilningi þá er dýrið að tala kraftin í Róm. Það væri, þú veist, höfuðstöðurnar fyrir austurkaþólska kirkjurnar, sem þýðir, jæja, þú hefur Vesturríkið og austur sem er gríska og bísanst. En það var allt með höfuðstöðvar í Róm núna. Þeir koma og nálgast páfan sem leiðtoga. Og þá hefur þú það sem er gamla heimsins kristni. Þá færðu nýja heimsins kristni í Ameríku með miðju í Bandaríkjunum með mótmælendum þínum. Við því, hraðast vaxandi hópur í Suður-Ameríku eru mótmælendur og evangelistar. En með þeim mátt sem Bandaríkin hafa, og það talar þessa falsa spádómsálfræði. 3 óhreinar andar. Það er eins og froskar. Þetta er opinberunarbókin 16. komið út úr munni dýrsins, drekanum og falska spámanninum. Andrúmsloftið mun hafa þátt í öllum 3. Og að binda þau saman og koma þeim saman fyrir þetta mikla orustu harmagettonar gegn fólki Guðs. En ég held að falski spámaðurinn sé að tala fallna. Mótmælendatrú í Bandaríkjunum, og svo hefur þú mótmælendatrú, sameinast kaþólskum og þau byrja að þrýsta á Bandaríkin til að samþykkja.
Ákveðnar lög sem takmarka trúfrelsi. Og auðvitað vitum við að það er eins konar biblíuspádómur í Opinberunarbókinni 13. Svo já, falski spámaðurinn er örugglega. Með fráfallnu kristninni í síðasta lagi. Næsta hringjandi sem við höfum er Mikaela. Ég held að hún sé í séunekti auð. Er það Mikaela? Já. Velkomin í forritið. Góða kvöldið, prestar. Spurning mín í kvöld snýst að minnstri ytri garðsins og hvernig breytta kynverðið kemur á undan vinnunni að skilja að. Hinn fullkomna form táknar krossin og lifrin táknar skít. Hvers vegna passar þessi minnstur ekki við röð þess hvernig Kristur birtist á jörðinni, sem þýðir. Kristur dó ekki fyrir skít sína. Ó, þetta er áhugavert. Jæja, leyfðu mér að útskýra fyrir vinnum okkar sem hlusta, Mikaela. Þetta er mjög innsæisrík spurning. Venjulega í, frelsun, við nálgumst Krist, þú kemur inn dyrnar að helgidóminum. Það fyrsta sem þú sérð er lambið, fórnarlambið, þegar börn Ísraels komu út úr Eftalandi. Fyrst fóru þeir fram á að fórna lambinu, síðan fóru þeir í gegnum Rauðahafið. Páll segir okkur í fyrsta bréfi til Korintumanna 10 að þetta sé táknum skít. Allur þjóðarbálkurinn var skírður, þá eru þeir líka skírðir í eldi síðar. Sá eldur er að tala bæði að þeir voru reyndir og það er að tala andan. Jésús sagði nema þú sért borin af vatni og andi, þú getur ekki komist inn í himnaríkið. Allur jörðin var skíruð í vatni á dögum Nóa. Hún verður skíruð í eldi þegar Jésús kemur og þá gerir hann nýjan himinn. Og nýr jörð, svo færðu vatnsburðinn, skítnina eða eldspurðinn, skítnina, vatnsburðinn og þá ganga þeir inn í ríkið. Nú ertu að segja, hvað Krist? Þar sem hann er altarið, af hverju kom skítnin fyrst? Og já, kannski í vissum skilningi Kristur fyrst þegar hann er 12 ára gamall. Hann fer til musteris og segir, ég verð að vera við störf föður míns. Hann gafst upp við að gera vilja föðurins frá upphafi. Hann áttaði sig á verkefni sínu líklega á þeim tíma. Það var þá þessi samþykkt og svo kemur skítnin. Nú fóru Ísraelsmenn út úr Rauðahafinu og inn í eyðimörkina. Jésús kom út. Jörðin, hann fór í gegnum auðnina. Svo það fylgir enn þessari röð. Og þá enn beinna. Skítn Krists er dæmi fyrir okkur. Hann hafði engin syndir sem hann þurfti að játa. Í þeim skilningi gaf hann okkur dæmi þegar við tökum við fórn Jésús. Þá erum við skírð, en Kristur gaf okkur dæmi þegar. Skýrt fyrir en hann bauð fram fórnargjöfinni. Það myndi ekki ganga upp að vera skírður og þú sért skírður og það sé engin fórnargjöf. Það hefði verið mjög erfitt fyrir Jésús að deyja og svo fá. Skýrt, já, ég meina, á þann hátt, þú veist, í einum skilningi var hann skírður í sérstökum skilningi af heilögum anda við skít sína, en einnig þegar hann steig upp til himins og hann varð. Hásforingi okkar, þú veist, heilagi andinn kom hingað á hvítasunnu. Svo varð eins og skítn í heilögum anda sem gerist ekki við skít. Það er góður punktur. Það var skítn eftir. Jafnvel eftir 40 daga, já, allt í lagi, gott spurning, ég held að við höfum ekki séð já. Það mikið ég er bara að koma í forritið, þess vegna kem ég, Nell, takk fyrir símtalið. Í Kaliforníu, nú velkomin á dagskrána, halló, prestur Dói og prestur Jón. Ég var að hringja, ég hlustaði á, bara hluta af. Ég tókst að ná í skapandi forritið með umræðunni á pallborðinu, svo takk fyrir að gera það. Hins vegar var ég svolítið áhyggjufullur. Ein af viðmælendunum virtist gefa í skinn að heimurinn hefði verið, að jörðin væri eldri en það bil. Fairly young, that it hasn't been here for billions and billions of years. And, you know, even when you look at certain patterns and things, the world, the earth is... Og þú veist, jafnvel þegar þú skoðar ákveðna mynstur og hluti, er heimurinn, jörðin, í raun frekar ungað aldrei og ekki eins gömul og sumir halda. Ég heyrði fyrir spurninguna frá herranum sem var nokkuð svipuð því sem ég sagði, en mér var mjög umhugað vegna þess að. Lífið eins og þú þekkir það, þá er það þá sem gæti breytt mörgu ef við erum að gefa til kynna að jörðin hafi verið hér mun lengur en það sem við höfum. Sköpunin sjálf, það sem hópurinn okkar hafði deilt og mér er alveg sama að deila því, var bróðir okkar Shellyford Goldstein sem er nokkuð af heila. Hann talar mikið hebresku. Og hann sagði, veistu, þannig sem það er orðað þar á hebresku, segir, og jörðin var ómynduð og tóm. Hann sagði, svo ég hef ekkert vandamál. Hann trúir á 6 daga. Sköpun, bókstaflegir dagar. Hann segir að það hafi kannski verið einhver massi hér, einhver óskipulegur ómyndaður massi eins og reikistjörnurnar í sólkerfinu. Og, þú veist, ég er með virðingu ósamála mínum. Í því, en það er hefðbundin skoðun fyrir sköpunarsinnar sem trúa á 6 daga sköpunina. Það segir að þetta sé spurning orðalagið. Þú veist flestir fólk.
Trúðu að þegar það segir í fyrsti Mósebók að í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, þá var það ekki upphaf alls alheimsins fyrir 6000 árum. Ég meina, hafði Guð englar áður en hann skapaði heiminn? Já, það varð svo. Það segir að þeir hafi sungið af gleði, svo MHMM. Eitthvað var þegar til, svo ég held að hann hafi bara verið að setja fram tilgjótu, veistu, það. Það myndi ekki skaða sköpunarsöguna ef það væri hrúga af þessu erlendu plánetu, þú veist, eins og við höfum nokkrar í okkar sólkerfi. Þú veist, við vorum að tala. Áður en forritið var, hélt ég að það væri áhugavert. Biblían er nokkuð skýr, sólin var gerð á 4. degi, MHMM, svo ef Guð gæti skapað sólina í einni stundu, væri það ekki of erfitt fyrir Guð að skapa. Á sama tíma, og ef þú horfir á sólkerfið, ef þú horfir út í geiminn, snúa allar reikistjörnur í kringum stjörnu. Þær snúa í kringum sólina, svo ef jörðin varð til fyrir löngu síðan. Áður en sköpunin var, hverju var hún að snúast um? Var þessi reikistjörna bara svifandi út í geimnum án nokkur ása? Það var hún ekki, já, svo góður punktur, það virðist næstum því skynsamlegt að já. Guð skapaði allt saman á sama tíma. Að minnsta kosti MHMM, litla hluti alheimsins okkar. Það þýðir ekki að restin af víðáttum alheimsins hafi ekki verið búin til. Þeir eru að finna vetrarbraut eftir vetrarbraut og þetta heldur bara áfram og áfram. Já, allt það, svo hann byrjar, dót fyrir 6000 árum. Hann er í rauninni að segja, verði til plánetu úr efni. Já, tómarúm og aukt og ég ætla að byrja þar. Og það er allt að gerast í upphafi og verði ljós á því. Og kannski var vetrarbrautin gerð á sama tíma. Þú veist, það eru margar vetrarbrautir þarna úti. Hver veit, allt í lagi, jæja, takk núna, frábær spurning, B er að hlusta í Texas, B, velkomin í BBL Ansvers lifi, hæ, halló, kveðja til ykkar, þakka ykkur fyrir að hafa mig, heyriru mig, já, við, takk, já, svo spurningin mín er, ég veit, þú veist, Biblían segir, hlýðið orðinu, lifið trúri lífsleið, haltu áfram, þú veist, fylgið bóorðum hans og þú færð. Ég elska hann, svo segjum að ég hafi gert allt það, fætur úr vatni, fætur úr anda. Ég gerði allt það, en á þeirri síðustu stundu lífs míns gerðist það bara að ég syndaði og ég bara. Það gerist að vanta, í þeirri síðustu stundu, það síðasta sem ég gerði var að synda. Fer ég ennþá til himnaríkis, eða er ég búinn? Þú veist, það er bók sem heitir Skref til Krists sem er falleg bók og þar er fullyrðing og hún segir að það sé ekki hitt og þetta góða verk eða hitt og þetta misgjörð. Það ákvarðar hverjum við stöndum með. Veistu, ég þekkt fólk sem hefur verið guðrækt kristinn og trúfast og samkvæmt alla tíð, eins og í lokin. Klukkustundir af lífi þeirra, það gæti verið vegna lyfja, það gæti vera vegna þess að þau eru í miklum sársauka af völdum endalokasjúkdóms, gæti vera vegna þess að aldur hefur valdið einhverri demens, þau gera. Eitthvað sem hefði verið óeðlilegt fyrir líf þeirra. Ætlar Guð að dæma allt líf þeirra út frá þessari síðustu undarlegu atburði? Auðvitað ekki, en ef. Þar sem, þú veist, að lifa nokkuð laust með syndinni, þannig að þeir segja, jæja, þú veist að smá synd hér og þar er góð fyrir alla, og þeir segja. Jæja, ekkert stórmál ef ég synda og þá deyja þau. Jæja, þá eru þau að spila rústneskt rulett með eilíðinni. Það væri önnur saga, svo ég held að Guð dæmi ekki. Fólk er byggt á einhverju sem gæti gerst við lok lífs þeirra sem er undir áhrifum frá öðrum þáttum. Þú veist, lítu á gildi lífs þeirra og vitnisburð þeirra. En á sama tíma viltu ekki vera að segja, jæja, nú er ég frelsuð, ég get ekki týnst, svo ég ætla bara að synda og verða handsamaður. Já, deyja í ölvunarakstri. Já, herra, það væri ekki mjög lofandi. Allt í lagi, takk fyrir. Næsti hringjandi sem við höfum er Shelley í Michigan. Shelley, velkomin í Bottom Lancers lifi. Halló, gott kvöld. Takk, prestar, fyrir að taka síman minn. Ég er bara svolítið ruglaður varðandi altarisgönguna. Og að gera það ársfjórðungslega eða þrisvar á ári. Ég las Markus og Mattías. Þú, Jón og Lúkas. Og Mattías og Jón segja ekkert okkur að gera það á hverjum ársfjórðungi. Enginn þeirra gerir það, já. Jæja, Lúkas er í raun sá eini sem segir, gerið þetta til minningar mig. Ekki satt, og ég finn bara eins og það sé heiðin háttur og svo, ég veit ekki hvort ég hafi rétt fyrir mér eða ekki. Nei, en þú heldur ekki að altarisgangan sé heiðin. Þú heldur að það að gera það til. Heiðin, já. Svo, þú veist, augljóslega sagði Jésús, borðuhold mitt, drekku blóð mitt, gerðu það til minningar mig. Það er athöfn. Jésús lét eftir nokkrar stofnanir hjá Nýja testamentisins kirkju og ein þeirra er sem við höfum enn í dag, hjónabandið, en ein þeirra er altarisgangan og fótaskil. Þvottur, hvað varðar tímasetninguna, þá eru 2 ystu mörk. Ég man, þú veist, ef þú ferð í kaþólskan kirkju, þá er messa hverja viku, sem er þeirra.
Þeir kalla það altariskátt, það er öðrísi, það er holdgerð, og svo ertu með Kristskirkjuna. Ég hef dýrkað í sumum af kirkjum þeirra og þeir hafa altariskátt. Í hverri viku, og ég hef farið í nokkrar kirkjur aðrar en Kurkó Krist sem gera það. Flestar, eins og methodist mótmælendakirkjurnar, þær myndu gera það ársfjórðungslega. Ekki að því að þú sért skyldugur til að gera það ársfjórðungslega, en ef einstaklingur misti af því einu sinni á ári, betri líkur á að þú myndir ná í það og að minnsta kosti einu sinni á ári. Gyðingar höfðu aðeins 2 tímabil fyrir athöfnina. Hvíldardaginn sem var vikulegur og svo árlegar hátíðir. Í kirkju okkar gerum við það venjulega 3 á ári. Það er ekkert í reglubókinni sem segir að það þurfi að vera til að tryggja að allir fái tækifæri. Og svo, þú veist, ef þér finnst það of oft eða það er að verða endurtekið. Það er ekki synd að segja faðir vor, en ef prestur segir þér að ég vil að þú segir það 6 sinnum í röð, jæja, það er tilgangslaust endurtekning. Svo ef, þú veist, þú ert að gera það. Finnst þér þetta of endurtekið? Þú veist, allt sem ekki er af trú er synd. Ekki gera það, en ég held að minnsta kosti einu sinni á ári, samkvæmt Biblíunni, ættir þú að taka þátt í altarisgöngunni, Drottinskvöldinu. Takk Shelly, góð spurning. Rúben í Nevjersey. Rúben, velkomin í BBL Landsverslifi. Halló, takk fyrir tækifærið. Ég er með fljótlegt. Annað bréf Pál til Korintumanna 5 og 18. Og þar segir að Guð hafi gefið okkur sáttmálastarfið. MHMM. Spurningin er samstöðuministarinn og hver fekk það? Bara prestar eða einnig meðlimirnir? Ó, trúið hverjum trúa það. Sjáið, við höfum verið afskilin frá Guði. Með synd, synd skilur. Þú veist sem prestur kemur það fyrir að þú gerir hjónaráðgjöf. Það getur verið deila, klofningur í hjónabandi og prestur kemur. Þú ert miðlari til að hjálpa þeim að sættast. Þú færir þá saman aftur. Við höfum verið aðskilin frá Guði vegna syndarinnar og hver trúaður getur. Bendi ótrúar menn til Guðs með Jéhú, þeir geta sætt sig við föðurinn. Þannig höfum við öll þetta embætti sáttmálans. Og ég held að, þú veist, ef hver meðlimur myndi átta sig á því að við eigum að vera þjóð konunga og presta til að hjálpa fólki og orðið friðþæging þýðir að vera í sátt við mannin. Við höfum verið aðskilin. Guð vill að við verðum aftur eitt með honum. Gott spurning. Þakka þér fyrir. Við fengum Brian í Missouri. Brian, velkomin í BBL Landsverslifi. Gott kvöld, prestar. Gott kvöld. Spurningin mín þegar Móses var uppi á Sínæfjalli til að taka við boðorðunum 10, þá gaf Guð honum töflurnar. Er það nokkur merkingu eða þýðingu í því að Guð lét Móses skera hann í annað sinn? Já, góð spurning. Þegar Mós fekk fyrst boðorðin 10, Guð skar steintöflurnar úr einhverjum steinu upp á toppi Sínæfjalls og gaf þær Mós. Nú kastaði Mós þeim úr höndum sér. Veit ekki að Guð hafi skipað honum að gera það, en hann var fylltur af réttlátri uppnám. Og Guð sagði, allt í lagi Móses, ég skal skrifa þær niður aftur, en þú sker steinana í þetta sinn. Kannski myndi Móses hugsa, líkt að því að þeir brjótist næst. Það er erfitt að segja af hverju Guð sagði Móses, þú skerð þá út úr þér, þú gefur mér 2 steintöflur í þetta sinn og komdu með. Þeir hefurðu einhverjar hugsanir það? Já, þú veist mér finnst það áhugavert að Ísrael sá Mós brjóta 10 boðorðin og svo allri sögunni sem gerðist eftir það. Þá sáu þeir Móses gera þessar steintöflur og þeir sáu hann bera þær upp á fjallið án þess að þær væru skrifaðar á, það er því mjög ljóst að hann fór upp án þess að hafa með sér hamar eða meitil. Hann bar steinana, hann fór, fjallið og hann kom aftur með lögmálið skrifað á steintöflur. Svo það var sami steinninn. Hann fór ekki að finna einhvern annan stein þar. Það var kraftaverka Guð, skrifað á steinborðið. Það var ekki Móses sem gerði það, svo ég held að það sé kannski hluti af áherslunni af hverju hann gerði steinin. Það var sami steinninn sem fór upp, þeir komu aftur niður. Munurinn, þegar það kom aftur niður var skrifa á því, og ég veit að Mós tók ekki neitt til að skrifa. Það er rétt, það er skrifað af fingri Guðs. Það er rétt, logandi eldur eða hvað það var. Já, allt í lagi. Við erum með Freddi í New York. Freddi, velkomin í BBL Landsverslifi. Halló, prestur, gott kvöld, kvöldið. Spurningin mín hvenær hún? Jésús valdi Júdas sem lærisvein. Vissi hann á þeim tíma að Júdas myndi svíkja hann? Já, ég held það. Jésús sagði, hef ég ekki valið ykkur 12? Einn af ykkur djöfull. Og ég veit ekki að Jésús hefði venjulega valið Júdas, en þegar Jésús var að þrengja hópin af fólk sem áttu að verða innsta hringur hans. Ég held að hinir postularnir hafi í raun nýtt Júdas áfram. Ó, þessi maður greindur, hann hæfileikaríkur, hann skrifari. Það segir í Matteusarspjallinu, 8. kapla, 19. og 20. versinu, þá kom nokkur ritari til hans og sagði, mistari, ég mun fylgja þér hvert sem þú ferð. Jésús svaraði honum, refirnir hafa grenni sín og fuglar himinsins reir sín, en mannsonurinn hefur ekki hvar hann geti hvílt höfuð sitt.
kom til honum. Margir telja að ritari hafi verið Júdas og hann sagði, Drottinn, ég ætla að fylgja þér og Jesús lét hann vita, sjáðu, þú heldur að þú munt fylgja mér og þú munt fá jarðneska. Kostur sem þú munt hafa fjárhagslegan ávinning, góða eftirlaun. Hann segir, ef þú ert að fylgja mér, vertu bara meðvitaður að refir og fuglar hafa betri hús en ég hef. Ég sef á, hring, ekki fylgdu mér fyrir jarðneska umbun. Margir telja að það hafi verið Júdas. Mattíusar kapli 8, vers 20, versið sem þú ert að vísa í, já. Svo hann að bjóða sig fram á hinn. Að setja þá fram á, þú værir frábær. Hann sagði allt í lagi, horfðu á hvað gerist. Ég vel þá, við fengum Pat í Wisconsin. Pat, velkomin í BBL Ansvers lifi. Takk fyrir að taka símtalið mitt. Ég hef spurningu, hversu lengi voru Adam og Eva í aldingarðinum áður en þau synduðust? Þú veist líklega, ekki mjög lengi. Biblían segir okkur ekki nákvæma tíma. Vonandi höfðu þau smá brúðkaustímabil þar og að þau gátu notið paradísarinnar í smá stund. Ástæðan fyrir því að mér finnst það ekki vera langt mjög hagnýtt. Síðasta sem Guð segir þeim að vera ávaxnir og fjölíð og við vitum að, þú veist, allt plumberi þeirra. Það var að ganga fullkomlega á þeim tímapunkti. Þau höfðu ekki enn haft tækifæri til að eignast börn, svo það var líklega innan við ár, kannski nokkra mánuði. Og djöfullinn náði þeim í sakleysi sínu mjög snemma í sköpunarsögu þeirra. Jæja, kannski kominn tími fyrir eitt símtali í viðbót, hér höfum við Setrið frá Flórída. Halló Setrið, til forritinu, faðir, þakka þér, bróðir minn í Kristi, þakka þér, já, spurning mín svo að í himnaríki. Það verður engin tekin eða gefin í hjónaband. Nei, mig langar að heyra þína skoðun á nýju jörðinni þegar við munum byggja hús og fara áætluð. Vínagarður og njóttu matarins, gætum við verið ein, ég mun sameinast fjölskyldunni okkar. Já, góð spurning, þar sem það engin hjónaband í himnaríki og það segir. Í Jæja og öðrum reikningum sagt að við munum byggja hús og planta víngarða á himnum, búa í þeim og éta ávöxt þeirra. Munum við búa í þessum húsum fyrir eilífð? Lán, eru þau einstaklingsíbúðir, afsakið orðaleikinn, eða verðum við með fjölskyldu? Þú veist það ekkert á himnum sem segir að þú megir ekki búa með ef þú og kona þín skilduð aldrei á jörðinni. Þú getur verið bestu vinir á. Það einfaldlega engin æxlun vegna þess að nýja jörðin að verða byggð með endurleysuðum. Og þú gætir haft vini þína. Þú gætir deilt íbúð. Hver veit, allt sem ég veit að komast þangað og ég lofa þér að þú verður ánægður. Jesús segir okkur og Páll segir okkur að við höfum ekki ímyndað okkur, augu okkar ekki. Sjá, eyra okkar hefur ekki heyrt. Enginn hefur fengið tungumál himins til að lýsa undrunum sem Guð hefur búið til fyrir þá sem elska hann. Og svo hvað sem það ég get lofað hverjum. Vinur, það verður miklu betra en þú getur ímyndað þér. Þú vilt bara vera þar. Það rétt, pastor Dóug. Allir vilja vera í himnaríki. Fred, við viljum þakka þér fyrir frábæra spurninguna þína. Í kvöld, við ætlum að reyna að svara nokkrum af tölvupóstspurningunum sem sendar voru til okkar. Ef þú vilt senda okkur spurningu í tölvupósti, þá netfangið bl@questionsamasingquests.org. Dreifðu því. Guð opinberaði Adam og Evu fall Satans áður en Satan gat blekkt þau. Allt í lagi, við höfðum bara annað spurningum Adam og Evu í byrjun. Árin í garðinum þar, ég trúi því að Guð hafi varað hann við því að fallin engill væri á spenna. Þú veist, Guð greinilega. Ekki var búið til þar sem hann þurfti að læra að tala og ganga og skríða. Adam lét Guð skapa sig eins og þú kaupir tölvur í búðinni með vélbúnaðinum. Ég vissum að meðal þeirra hluta sem Guð sagði Adam að vera mjög varlegur að hlýða ekki. Þú veist það engill þarna úti sem mun. Temptar þig þú að borða af öllum trjám en ekki borða af þessu tré. Hann hlýtur að hafa vitað af hverju hann þurfti að vera varkár. Svo ég held að þeir hafi fengið viðvörun. Allt í lagi, fljótt fram hjá þilfarinu. Það verður fullt af dapurum fólki í himnaríki þegar það áttar sig á því að fjölskyldumeðlimir þess verða ekki þar. Mun það gera himnaríki hamingjusamt? Þú veist, í himnaríki verður allt fólk hamingjusamt. Guð, hann lofar að þurrka allar tár af augum þeirra. Kannski grátur nóttina, en gleði mun koma að morgni. Vinir, viljið þið vera þar? Kíkið á amazingquests.org. Today's broadcast, we hope you understand your Bible even better than before. Bible Answers Live is produced by Amazing Facts International, a faith-based... Betri en áður. BBL Ansvers lifi framleitt af Amazing Facts International, trúarlegri starfsemi staðsettri í Granite Bay, Kaliforníu. Bæn öndunaræð kristins lífs. Vitandi þetta, spurðu lærisveinar Jesús hann einu sinni, Drottinn, kenndu okkur að biðja. Þess vegna býð ég þér á sérstaka 2 daga samkomum.
Bæn. Það heitir kendu okkur að biðja, upplifið kraftin, hýst af Amazing Fasts í Granite Bay Hittopkurk. Það byrjar föstudaginn. 16. janúar klukkan 6:30 PST. Komið og takið þátt með okkur ræðumönnunum, Randi Skep, Jerry Pake og mér þegar við kynnum Drottinn. Bæn og uppgötvaðu hvernig þú getur upplifað sterkari trú, innri frið og fjallafærandi kraft bænarinnar. Þú getur komið í eigin persónu til Hittopkurk. Horfaðu beint á Facebook eða í YouTube. Ekki missa af þessu hvetjandi viðburði og fáðu ókeypis bókina, kendu okkur að biðja. Heimsækja ff.org til að læra meira. Guð blessi og við sjáumst þá. Maranatha. Is everybody excited? Maranatha. Allir spenntir? Já, vá. Ég frábærlega spennt. Hér kalt merki fyrir turnleið fyrir kynningu. Guð, amen. Og svo fylgist þið með mér í opinberunarbókinni kafla 14. Förum í opinberunarbókina kafla 14 þar sem við finnum skilaboðin frá 3 englunum. Guðs síðasta viðvörun, Guðs síðasta kall til jarðarinnar áður en hann lýkur. Mundu, við rannsökum að þessi viðvörun í opinberunarbókinni kafla 14 það sem undirbýr uppskeruna. Ekki satt, það síðasta skilaboð sem Guð að senda áður en Jésús Kristur kemur aftur þar sem hann að undirbúa fólk sitt fyrir þessa endatíma. Hann að undirbúa fólk sitt fyrir. 3. engillinn fylgdi þeim og sagði með mikilli rödd, ef nokkur tilbyður dýrið og líkneski þess og tekur merki þess á enni eða á hendi. Rödd, hár rödd, ekki satt, djarflega, við eigum að boða boðskap þriggja einlægin með ást. Amen. En það þýðir ekki að við eigum ennþá að öskra. Ég ætla að reyna að ekki öskra. Mundu, ég ekki að öskra. Ég bara púert og ríkari. Það þýðir að taka afstöðu. Amen. Það vitnisburður okkar. Það vitnisburður okkar sem talar hátt. Þú þarft ekki að tala það. Fólk verður að geta séð persónu Krists í þér. Amen. Og það vitnisburðurinn. Það vitnismálið sem fer út. Með hári hróp þegar fólk sér réttlæti Krists birtast í mannkyninu. Og það segir. Ef einhver dýrkar dýrið og líkneski þess og tekur við merki þess á enni sínu eða á hendi sinni, hvað mun gerast? Hann sjálfur skal drekka af reiði Guðs sem hellt út í fullri styrki byggar hans reiði. Og hann skal píndur með eldi og brennisteini í viðurvist hinna heilögu engla og í viðurvist landsins. Reiði Guðs, 7 plákurnar í opinberunarbókinni 16. kafla. Reiði Guðs mun falla á þessa jörð án síu, án miskunnar fyrir þeim sem kjósa að fylgja leiðum Babylon. Þeim sem kjósa að fylgja leiðum dýrsins. Þeim sem kjósa að fylgja leið mannsins í stað þess að fylgja leið drottins, í stað þess að hlusta á hina eilífu fagnaðarerindi, í stað þess að gefast undir fyrsta engilsboðskapinn. Þetta munurinn. Þetta aðskilnaðurinn sem ritningin að tala um. Amen. Svo spurningin þá, hver merki dýrsins? Rétt. Hver merki dýrsins? Sumir halda að þetta verði bókstaflegt hægri loft sem verði á höfðinu í þessu hugmyndafræði. Sumir fólk að merki dýrsins hafi verið talað sem strikamerkið. Sumir tala tölvu, húðflúr. Hvað þá frægamerki dýrsins núna? Bóluefnið. Nú kemur mér ekki á óvart að þeir sem ekki rannsaka. Þrjárengla boðskapin myndi halda að bóluefnið sé dýrsins merki. Kemur mér ekkert á óvart. En veistu hvað kemur mér virkilega á óvart? Að ég sé. Bræður mínir og systur í trútni hafa farið að tala bóluefnin sem merki dýrsins. Ég alveg stórfurða. Ég alveg hrifin af því sem við erum að sjá. Og ég ætla ekki að fara inn í bóluefnið. Það leiðinlegt. Það gamalt. En það
Eitt sem ég hef lært af þessari aðstæðu varðandi bólusetninguna. Það eitt sem raunar sker sig út og það svo staðreynd að við erum okkar mjög tvískinnungur varðandi þetta. Hvers vegna segi ég það? Vegna þess að núna allt í einu erum við svo áhyggjufullum að líkami okkar sé musteri heilagsanda. Við höfum verið að hunsa 8 heilbrigðislögin allan þennan tíma og nú allt í einu vegna einhverra pólitískra hneigða. Og ég myndi gera ráð fyrir, núna allt í einu, og nei, líkami minn musteri heilagsanda. Ég ætla ekki að setja það í líkamann minn. Og samt höfum við verið að hunsa heilsuboðskap Guðs í eilífðinni. Guðspjall, fyrirgefðu, ég þurfti bara að láta það út. Skilurðu mig, ef líkami þinn sannarlega musteri heilagsanda. Leggðu þá eilífa fagnaðarerindið í líf þitt. Beittu heilsuboðskapnum í líf þínu. Amen. Hættu að hunsa heilsulögin vegna þess að munnaðu að það segir mjög skýrt að veikindi eru afleiðing brota á lögmálum náttúrunnar. Læknir, sín fékk mig spenntan út í það. Ættum við að túlka hvað merki dýrsins út frá núverandi atburðum, út frá því sem vinsælt, út frá því sem internetið segir. Þetta túlkun okkar? Þannig við eigum að túlka reikninguna út frá því sem allir aðrir segja? Auðvitað ekki, elsku mín. Ekki satt. Hvernig eigum við að túlka reikninguna? Hver túlkunaraðferð okkar þegar við rannsökum Biblíuna? Það Biblían sjálf, amen. Leifum Biblíunni að tala fyrir sig sjálfa. Ef Guð að vara okkur við dýrsins merki, ef Guð að vara okkur við dýrinu, ef Guð að vara okkur við mynd dýrsins, þá mun Guð vera mjög skýr í orði sínu hvað þessi hlutir eru. Það, vegna þess að Guð ekki Guð ruglings. Það ekki? Guð mun segja það í orði sínu. En nú á dögum mjög vinsælt að fara eftir því sem hver sem Hvað erum við? Að fara fram og tilbaka eins og vindurinn, eins og hafið sem dregið fram og tilbaka, hvað sem vinsælt, hvað sem skemmtilegt. Og svo spurningin, hvað markið? Af markverkinu. Þú veist dæmigerða svarið frá hvíldardagsatventista hvað markverksins sunnudagur. Innsigli Guðs, hvíldardagur, og þó að það sé ekki tæknilega rangt, veldur það mér smá óþægindum. Því þegar ég heyri þetta, ekki af því að það sé rangt, heldur af því að það nái ekki að skilja heildina, grunninn, kjarnan af þeirri boðskap sem Guð hefur gefið okkur varðandi þetta efni, og vegna þessara hluta mikil misskilningur varðandi merki dýrsins því við höfum reynt að einfalda það á mikið. Þegar þú ferð á samfélagsmiðla, þá virðist það vera það eina sem þetta snýst um. Ein dagur, og það leiðir til ruglings. Það mun leiða til blekkingar. Allir með. Og svo þegar við tölum boðskap þriggja engla, þá það að tilbiðja Guð sem skapara. Það segir, tilbiðjið ekki dýrið. Tvein Lemon gaf fallegt fyrirlestur það. Skipin var ekki satt í samhengi við hundin. Ekki satt, sleikjan. Mér finnst gaman þegar ég tala tilbeiðslu eða orðið proskoneu. Þegar þú rannsakar orðið proskoneu á grísku, veistu hvað það þýðir? Það þýðir að það var fullkomlega framsett af döan. En mér finnst gaman að sýna það í mannlegu formi. Mér finnst gaman að sýna hvað í mannlegu formi. Hvernig lítur það út samkvæmt reikningunni? Veistu hvernig proskoneu eða tilbiðjun lítur út? Ég ætla að sýna þér. Þetta proskoneu. Það tilbiðjan. Sama og hundurinn. Ekki satt. Það algjör uppgjöf. Algjör afsal til hvers? Til vilja Guðs. Amen. Og svo sjáum við að í sköpuninni var fyrsta tilraun til tilbiðslu sem var sett fyrir mannkynið. Ekki satt. Eitt tré. Eitt einfalt og grunn. Próf. Að prófa trú mannsins. Voru Adam og Eva, var trú þeirra prófuð? Já eða nei? Ó, já, þeir gerðu það. Og svo, elskuðu mín, í lokin, ef það væri lík. Próf í upphafi, svo að í lokin verði líka hvað? Það verður líka einfalt próf í trú, í tryggð við orð Guðs og ekki orð manna. Amen. Og svo sjáum við þetta í opinberunarbókinni 3. kafla, 10. og 11. versinu. Hann segir, þar sem þú hefur haldið bóorði mínu þolgæði, mun ég einnig halda þig. Hver mun halda okkur? Og haldið okkur við. Það Guð alla leið til endans. Amen. Ég mun einnig varðveita ykkur frá tíma hvers? Tíma reynslunar sem mun koma á hver? Yfir allri jörðinni til að prófa þá sem búa á hvar? Alla jörðina. Það próf sem kemur sem mun prófa alla jörðina rétt áður en. Í lokin, rétt áður en reynslutíminn endar, mun verða próf trúnað og próf tilbeiðslu, og það það sem boðskapur þriggja engla fjallarum.
Nú þessi tvískiptingin á milli merkjanna milli merkins og innsiglunar. Þessi tvískipting er svo skýr, ekki satt, og hún er svo skýr af hverju, svo að Guð, þegar hann segir okkur, horfið, út með merki dýrsins munum við geta greint merki dýrsins mjög skýrt. Af hverju? Vegna þess að andstæðan við merki dýrsins er hvað? Er innsigli Guðs. Í lokin, eins og getið var, mun allir í lokin verða innsiglaðir eða merktir. Svo áður en við getum rannsakað hvað dýrsins merki er, áður en við getum rannsakað hvað er. Það sem er táknað með, þá verðum við að horfa á hvað? Á það sem er andstæða þess, sem er hvað? Inniglið Guðs, og svo rannsökuðum við í opinberunarbókinni 7. kafla. Við höfum talað það í fullum mæli. Það segir að það séu 4 englar sem halda aftur af 4 vindum. Er það ekki? Og Guð segir, bíðið, haldið aftur af vindunum, haldið aftur af lokun próarkalóðsins þar til hvenær, þar til fólk mitt er innsiglað. Amen. Og við sáum að innsigli Guðs í þessu samhengi var hvað? Var nafn Guðs á enni eða eðli Guðs sem birtist meðalans? Fólk. Amen. Svo hið gagnstæða verður að vera hvað? Svo ef Guð er að halda aftur af vindsins og hann er að segja, bíðið þar til ég sé mitt fólk, þá. Eru það þeir sem eru ekki innsiglaðir hvað? Eru merktir, horfðu á þetta, komdu með mér til opinberunararinnar kafla 16. opinberunarbókin kafla 16. opinberunarbókin kafla 16. Horfðu á andstæðuna, tvískiptingu á milli dýramerkins og innsigli Guðs. Guð gerir þetta svo skýrt svo að við getum greint það og útskýrt það greinilega. Ef þú hugsar þetta, ef innsigli Guðs er persónuleiki hugsunar Krists, hver verður þá merki dýrsins að vera í mótsögn við? Það verður þá líka að vera spegilmynd af persónuleika eða huga Satans. Og hvað mun gerast við þá? Opinberunarbókin, kafli 16. Horfðu á það sem stendur í versi númer 1. Horfðu á andstæðuna. Þá heyrði ég háværan rödd úr musteri segja til 7 englana, farið. Helltu út skálar reiði Guðs. Er það ekki það sem stendur í opinberunarbókinni 14. kafla? Þar segir að þeir sem hafa tilbyðið dýrið og fengið merki þess muni fá hvað? Reiði Guðs, hér er reiðin. Hinn fór fyrstur út og hellti skálinni sinni á jörðina og kom fúinn og viðbjóðslegur bóli á þá menn sem höfðu innsigli Guðs. Ó, af hverju? Af því að þeir sem hafa innsigli Guðs eru hvað? Vendaðir fyrir 7 plágum. Ekki satt, reiði Guðs sem er. Dett, og hvað tilbað deg? Bílet af dyret, er alveg með mig, og kær minn, dett er den separasjónin. Dett er den dikhótó, það sem við finnum. Nú, orðin innsigli, tákn og merki eru bæði í grísku og hebresku notuð til skiptis. Það þýðir að eftir því. Biblían sem þú ert með, þá múti finna að þegar hún notar orðin merki, innsigli eða tákn, þá er það sama orðið. Það er í raun notað. Þú finnur þar sem það segir merki dýrsins. Stundum finnur þú þar sem það segir innsigli Guðs eftir því hvaða biblíuþýðingu að ræða. Stundum sérðu innsigli Guðs og stundum sérðu merki Guðs. Er það ekki, á sama? Og við finnum þetta í anda spádómsins líka mjög skýrt. Nú, hvað táknar þetta? Þetta loft eða þessi merking er eins og brennimerking. Ekki satt, hve margir ykkar eiga nautgripi? Einhver, já, sumir gera það. Hvað gerir þú þegar þú kaupir nautgripi? Hvað gerir þú? Þú brennimerkir það, þú innsiglar það. Og hvað þýðir það brennimerki eða þessi innsigli eða þessi merki? Eignarhald. Ekki satt. Það er það sem það táknar. Hverjum tilheyrir þessi nautgripi? Ég vil vera merktur af Guði. Amen. Og þess vegna segir Rómverjabréfið 7. kafla, 16. vers, hverjum þú hlýðir, því ert þú hvað? Þræll. Ekki satt. Og þetta er það sem er verið að. Í þessu, hverjum ert þú að afhenda líf þitt? Hverjum ert þú að gefa líf þitt? Hverjum ert þú að tilbiðja? Hverjum ert þú að gefast upp fyrir? Hverjum ert þú að hlýða? Er allir með mér? Hefur eitthvað svipað gerst áður í sögunni? Já, ef þú skoðar heilagan ritning og horfir á atburðarásina sem er sett fram í ritningunni, finnum við að það sem er að gerast í opinberunarbókinni hefur þegar gerst áður og. Það var þegar útskýrt í Biblíunni. Fylgdu mér til Esekiels 9. kafla. Esekiels 9. kafla. Fylgdu mér til Esekiels 9. kafla. Þú veist venjulega þegar ég held spádómseminar til að komast að. Merki dýrsins. Ég meina, ég vinn. Tók ég þetta bara af. Leyfðu mér að sjá. Þarna er það. Ég meina, ég er að byggja og ég er að byggja og ég er að byggja viku eftir viku. Er það ekki? Og svo er það alveg. Að kynna þetta efni á 45 mínútum en það verðum við að gera. Amen. Ég ætla að gefa þér þetta í hnotskurn. Esekiel 19. Farðu með mér, vinsamlegast. Og þegar þú ert þar, segðu amen. Mundu, við erum að reyna að finna út hvað merki dýrsins er. Til að vita hvað merki dýrsins er, fyrst verðum við að bera kennsl á, greinilega. Hvað segist innsigli Guðs og við höfum þegar nokkuð vítt hugmynd það. Við höfum verið að koma því fram. Við viljum fara dýpra og dýpra í það. Esekiel kapli 9. Er allir með mér, lítið á það sem segir í versi númer
3. Nú hafði dýrð Guðs Ísraels farist upp frá kerúunum þar sem hún hafði verið til þreskólds musterisins. Og hann kallar á manninn klætan línu sem hafði. Rithöfundar líkja hann við og drottinn sagði við hann, þetta eru 7 verurnar sem birtast í upphafi kaflans sem eru að koma eyðileggingu, sem eru að koma dómi inn í. Gaktu í gegnum miðborgina, í gegnum miðja Jerúsalem og settu einkunn. Merki á ennið þeirra. Nú, hver mun fá þetta merki á ennið? Fyrir mennina sem stynja og gráta yfir. Fyrir alla hræðilegu verk sem eru gerð hvar? Þar inni, svo inni í helgidóminum meðal fólks Guðs, sérstaklega inni í musteri hans sem á að endurspegla dýrð Guðs. Góður og dýrð, stjórn Guðs, lög Guðs, sáttmáli Guðs, þeir eru að fremja afskræmilegar athafnir. Afskræmilegar athafnir eru mjög skýrar, þær eru eins og hæsta stig syndarinnar. Það er að taka það sem er algengt, kom inn með það sem er óhreint og færa það og láta það líta út fyrir að vera eitthvað sem Guð hefði staðfest eða eitthvað sem Guð hefði sett fram. Er það ekki? Það er vandæmi. Svo þegar þú hugsar eitthvað sem er eins og skrítið og þú færir það inn í kirkjuna og leggur það fram eins og það sé vilji Guðs, þá er það vandæmi. Og það sem þau voru að gera. Og takkið eftir því sem hún heldur áfram að segja. Vers 5. Til hinna sagði hann í hjarta mínu, í heyrn minni, farið eftir honum alla borgina. Drepa og láta ekki augun þín sjá eða hafa nokkra samúð. Dómur hefur fallið á Jerúsalem vegna afskræmingana sem þar eru framdar. Ekki bara meðal þeirra, heldur fyrst og fremst leiðtogarnir inn í helgidóminum. Og svo segir Guð, hvað? Settu merki á mitt fólk sem grætur. Þeir hafa. Which is all pointing to Jesus Christ. And God says, mark them, right? Protect them. In other words, they're marked. Anybody else that doesn't have that mark? Og Guð segir merkið þá. Ekki satt, vendið þá. Með öðrum orðum, þeir eru merktir. Allir aðrir sem ekki bera það merki, þeim er lokið. Þetta er nákvæmlega það. Hvað er að gerast í opinberunarbókinni? Þetta er sama atburðarás. Er allir með mér hingað til? Nú er spurningin, hvað er þessi innsigli? Ekki satt. Hvað er þetta? Seal. Og þess vegna missum við stundum markmiðið þegar við leggjum það fram sem einfaldlega tákmynd dagsins. Hvað er innsiglið? Jæja, látum Biblíuna útskýra fyrir okkur. Efesusbréfið 1. kapli, 13. vers, að trúa á hann. Þið eruð hvað? Þið voruð innsiglið með hverjum? Með heilagi andinn heitin. Hver er hann? Tryggingin, veiðið arfs okkar þar til við eigum hann að fullu, til hvers? Til lofsans, dýrið. Hver segir amen við það? Og svo segir hér að þessi heilagi andi er hvað? Við erum innsigluð með hverjum? Með heilögum anda, og vegna þess að við erum innsigluð með heilögum anda, það er okkar. Tryggja, það er okkar sönnun. Það er okkar sönnun að Guð muni hvað? Að fyrir eitt sáttmálans að við værum erfingjar alls þess sem Guð hefur heitið. Í Jesú Krist verðum við meðafingar með Jesú líka. Amen. Verk þess heilaga anda sem vinnur í hjörtum okkar. Og þess vegna segir í postulasögunni. Í vers 38 segir hann, Pétur segir hvað? Iðrast og hvað? Og láta skýra. Hvers vegna? Til fyrirgefningar syndana og fyrir gjöf heilags anda. Svo heilagur andinn byrjar ferlið af hverju? Það ferli helgunar, ekki satt, fyrir rigningin, eins og fyrir rigningin byrjar að vinna að því að hreinsa og undirbúa. Sáðið sem hefur verið sáð í hjörtum okkar til hvers? Til þess loka uppskeris, amen. En það verður líka að vera tákn síðari regsins og verksins. Og lokaverk heilags anda í þessu ferli eins og við erum að ræða. Er allir með mér? Nú er hér þar sem það verður áhugavert. Heilagur andi hefur alltaf verið með okkur. Genesis, kapli 2, kapli 1 rétt þar í byrjun fyrir sköpun. Þar er andinn sem svífur yfir jörðinni. Þú lestum alla Biblíuna, heilagur andi hefur alltaf verið með okkur. Amen. En það er, segir að á endatímanum muni vera sérstakur himinn. Það þýðir að þessi himinn tengist persónuleika okkar og tengist heilögum anda sem verður rétt fyrir. Og það mun verða einhver sérstök opinberun heilags anda meðal fólks Guðs sem tengist persónuleika okkar. Amen. Nú, lítu á þetta. Annað bréf Pál til Korintúmasta, 1. kapla, 20. og önnur versið. Hann er sá sem staðfestir okkur með ykkur í Kristi og hefur. Sálin okkar er hver? Guð sem hefur einnig innsiglað okkur og gefið okkur andan hvar. Í hjörtum okkar sem tryggingu. Amen. Og svo, við sjáum föðurinn, soninn og heilagan anda allir þáttakendur í þessu innsýlingsferli og innsýlingsferlið fer fram í gegnum heilagan anda hvar. Í hjörtum okkar og í okkar.
Í hjörtum okkar og í hugum okkar. Amen. Og það tákmyndin þá. Hún verður að tengjast beint lífi Jesú Krists. Hún verður þá að vera endurmyndun. Það verður þá að vera mynd eða spegilmynd af sama lífi Krist sem hann hafði hér á jörðu þegar hann hafði heilagan anda. Hvað kallaru þetta hér? Það eru 2 hlutir á skjánum. Þú kallar tækið innsigli og þú kallar niðurstöðurnar líka innsigli. Svo þegar það segir að heilagur andi. Þetta innsigli? Takið eftir þessu. Hvort þessara tveggja myndi tákna heilagan anda. Heilagur andi innsiglingatækið sem að fara. Eitthvað merkt eða innsiglað á hjörtum okkar og á enni okkar. Allir með mér? Nú, hvað það? 2. Mósebók kapli 30. Þegar hann hafði lokið við að tala við hann á fjallinu Sínai, gaf hann Móse 2 steintöflur með vitnisburðinum, skrifaðar með fingri Guðs. Fingur Guðs. Svo hvað skrifaði boðorðin 10 á steintöflurnar? Fingur Guðs. Það það sem þar stendur. Nú spurningin hvað? Hvað fingur Guðs? Jæja, við skulum líta á Lúkasarguðspjall 11. kapla, 20. vers. Ef ég leggi út illa anda með fingri Guðs, þá ríki Guðs komið yfir yður. Sá skrifaði boðorðin 10, segir Biblían, hvað segir hún? Hún sá sami fingur sem rekur út illa anda. Og Jesús útskýrir í samsvarandi versinu, hvað þetta? Guðs. Horfðu á það sem hann segir svo skýrt í Matteusarguðspjalli 12:28. Ef ég leggi út illa anda með andanum Guðs, þá ríki Guðs komið yfir yður. Sömu andi Guðs sem innsiglaði lögmálið á steintöflum líka að innsigla eitthvað hvar. Að innsigla eitthvað. Það segir í Jæja 8. og 16. binda vitnisburðin og innsigla hvað? Hann að innsigla lögmálið. Allir að fylgja mér? Hann að innsigla lögmálið. Hvar hann að innsigla lögmálið? Við vitum að heilagur andi innsiglingatækið. Hann að innsigla, hann að skrifa, hann að merkja eitthvað. Á þessum borðum og lítu á það sem hér stendur mjög skýrt í hinu eilífa sáttmála. Hebreabréfið 10:16. Þetta sáttmálin sem ég mun gera við þá eftir þessa daga, segir Drottinn. Ég mun setja lög mín í hjarta þeirra. Og í huga þeirra mun ég hvað? Mun ég skrifa þeim. Amen. Svo að heilagur andinn, innsiglingatæki Guðs, að skrifa í hjörtum og í hugum okkar. Hvað hann að skrifa? Hann að skrifa heilög lög Guðs sem spegilmynd eða framsetning af hverju. Af persónuleika hans. Það það sama. Amen. Og það það sem við sjáum þegar við lítum á það mesta. Helgastaður, við sjáum að yfirmálarinn gengur inn og tekur blóð lampsins og hvað gerir hann? Og setur það á hvað? Á örkina. Hvað táknar þetta? Og Jón Rós myndi svolítið á þetta í fyrri kynningu sinni. Hver yfirmungurinn? Jesús. Hvað örkin? Hjörtu okkar og í hugum okkar. Hvað inni í örkinni? Lögmálið. Og svo Jesús, í gegnum blóð sitt, horfðu á þetta. Blóðið. Það var úthellt sem lamb. Síðan tekur hann þann blóðið sem var úthellt og sem yfirmálari, hvað gerir hann? Hann stökkvar því. Það blóð, hann stökkvar blóðinu, veitti réttlæti. Það þýðir að það blóð sem var tákn dauðasá. Jesús Kristur til að borga fyrir syndir okkar. Sama blóðið þó nú líf Jesús sem gefið í okkur. Svo að líf hans sjálfs geti birst. Í okkur líka. Hvernig? Í gegnum embætti hans sem háprestur. Ég hef ekki tíma til að fara í þetta allt, en það bara fallegt. Blóðið verður að vera úthellt og blóðið verður að vera stökuð. Allur helgidómsferlið. Amen. Amen. Ertu að skilja mig? Nú spurningin, af hverju þarf Guð að skrifa lögmál sitt í hjörtu okkar og í huga okkar? Af hverju þarf heilagur andinn að innsigla lögmál hans í hjörtu okkar og í huga okkar? Það mjög skýrt, sjáðu hvað segir í Jeremía. 17. vers, syndin Júda skrifuð með járnbenna. Með demantspriki hún grafin á hjartatöflur þeirra. Hvað sem Páll kallar þetta, já, þetta sem í okkur. Syndin sem býr í mér. Ekki satt, hann kallar það í Rómverjabréfi 7, þetta fallna eðli sem bara. Berjast þar, það lög syndarinnar. Þessar tilneyingar sem fætust, þar og ræktaðar tilneyingar. Ekki satt. Hvað vill Guð gera? Hann vill hreinsa okkur og gefa okkur nýtt hjarta svo að við séum ekki lengur þrælar þeirra hneigða. Amen. Og takið eftir hversu skýrt.
Það segir hér að syndin sé grafin á hjartatöfluna. Og hver er syndin? Lítu á hvernig hún er útskýrð í Sakaría 7. kapla, 12. vers. Þeir gerðu hjörtu sín, eins og demantur, takið eftir hver gerði hjörtu þeirra. Við erum þau sem hafa hert hjörtu okkar til Guðs. Amen. Neita að hlýða lögmálinu og orðin sem herskarinn Drottinn hefur sent með anda sínum í gegnum fyrir spámannin. Þess vegna kemur mikil reiði frá Drottni herskarana. Til þeirra sem herða hjörtu sín gegn hverju. Þeir herða hjarta sitt til að hlýða á lög Guðs og orð spámannana. Lögmálið og spámennirnir, Mós og Elía. Og lög, við höfum hert hjörtu okkar. Af hverju? Vegna þess að í Genesis 3. kapla gaf Guð loforð. Hann segir, ég ætla að setja fjandskap milli þín, Satan, og mannkísins. Af hverju? Vegna þess að eins og það sem gerðist, þá opnuðu þeir eyrun sín fyrir þér. Þeir hlustaðu á þig og það var vinátta milli ykkar báðra. Ég sagði, ég lofa þér að ég ætla að koma með. Sá sem ætlar að koma óvild á milli þess og þess er að sjá Jesú Krist. Og svo þegar við sjáum Jesú upplyftan, segir hann, þegar ég er upplyftur, mun ég draga alla til mín. Þegar við sjáum, hinn mesta fórn, hinn mesti gjöf sem nokkurn tíma hefur verið gefin í alheiminum, í sögu alheimsins. Við sjáum blóðið sem var úthellt fyrir okkur. Hjörtu okkar eru ummynduð. Það er fjandskapinn. Hann segir, ég vil synda ekki lengur. Ég vil ekki lifa í holdinu. Ég vil ekkert hafa með þennan heim að gera. Sjáðu hversu dásamlegur og undursamlegur frelsari við höfum. Fjandaskapurinn sem var heitið frá upphafi. Amen. Þess vegna þurfum við sérstakt verk í hjörtum okkar og í huga okkar. Og Biblían kallar þetta verk skurð. Horfðu á það sem hún segir hér í 5. Mósebókinni, þetta er ótrúlegt. Þetta er bara ein af uppáhaldritningum mínum. 5. Mósebókin, kapli, 7. vers. Drottinn, Guð þinn, munum sér hvað. Nú er þetta nýja sáttmálans mál í 5. Mósebók, kapla 30. Þetta er nýtt sáttmálatungumál í bókum Móses. Þess vegna er það kallað nýji sáttmálin sem er hinn eilífi sáttmáli. Amen. Drottinn vor Guð mun. Umræðu hjarta þitt og hjarta afkomenda þinna. Og spurningin er, af hverju? Við vitum það nú þegar, en látum 5. Mósebók útskýra. Af því að, svo við getum elskað Drottinn af öllu. Hjarta okkar með allri sál okkar og við megum lifa fyrir honum. Amen. Svo Guð gerir þessa umbreytingu, þetta hjartaskipti, hvað? Svo að við getum komist út úr veggnum. Og við getum elskað Guð eins og hann á skilið að vera elskaður, heiðraður og tilbiðinn. Amen. Guð gerir þetta verk í okkur vegna þess að hann veit hvað er. Synd gerir í mannlegu reynslunni og við höfum öll séð það af eigin reynslu hér í heiminum. Amen. Og svo gefur Guð okkur, hann umskærir hjarta okkar. Hann gefur okkur nýtt hjarta svo að hvað? Svo að við getum verið frjáls til að elska hann af öllu hjarta, af öllu sál og af öllu því sem við höfum og að við megum lifa. Amen. Og þegar það gerist, þegar við elskum Guð af öllu hjarta, af öllu sál, hvað gerist þá? Og þú munt hlýða rödd Drottins og gera boðorð hans sem ég býð þér. Í dag, með öðrum orðum, lögmál Guðs, boðorð Guðs skrifuð í hjörtum okkar svo að við getum elskað Guð og lifað. Amen. Því að lög frelsisins eru líf, að vera frjáls frá synd, að lifa í samræmi og samlyndi við orð Guðs. Amen. Það er sannleikin hamingjuna. Það er það sem Guð vill gera, elskuðu mín. Hver segir amen við það? Amen. Og það er verk Jesú Krist sem okkar æðsta prestur. Veistu hvað hann er að gera? Hann er að vinna svo að við getum elskað hann. Það er fallegt hvernig þetta er öllu framsett. Þess vegna segir í Rómverjabréfinu 8. kapla, 2. vers lög andans sem gefur líf. Lögmálið sem er skrifað í hjörtum okkar og huga okkar hefur frelsað okkur í Jesú Kristi frá lögmálinu hvað? Synd og dauða. Við erum ekki lengur þrælar syndarinnar og vegna þess að við erum ekki lengur þrælar syndarinnar, við munum ekki lengur vera þrælar dauðas, sem er afleiðing syndarinnar. Það er það sem Guð er að gera fyrir okkur. Hann er að gefa okkur frelsi. Hann er að gefa okkur líf. Hann er að gefa okkur frelsi. Að gera þetta allt fyrir okkur. Hvert er hlutverk okkar? Ekki mótstöðu. Hættu að standast. Tímóteusabréfið annað Tímóteusabréf. 2:19. Samt stendur traustur grunnur Guðs með þessu hvað? Innsiglið. Horfðu á þetta. Þetta er fallegt. Hvað er innsiglið? Það að Drottinn þekkir. Þeir sem eru hans. Það er innsigli Guðs. Guð segir, þess vegna innsiglaðu þá og ekki snerta þá. Þeir eru vendaðir vegna þess að þeir tilheyra mér. Þeir eru eign mín. Amen. Og hvernig er það táknað? Að þú tilheyri Guði, að þú sért innsigluð. Hvernig er það táknað? Horfðu á hvernig hann útskýrir það. Og hver sá sem nafn hans er skráð. Kristur, hverfa frá hverju? Brot á lögmálinu. Amen. Svo nú ertu að viðhalda fallegu lögmálinu, frelsislögmálinu, lögmálinu.
réttlæti og segðu, ó, Guð, þakka þér, vegna þessara laga sjáum við ekki aðeins réttlæti þitt, heldur sjáum við að við erum ófærum að gera það, og hvað? Og það setur okkur í staða tilbeiðslu svo Guð geti gert verk sitt í okkur og í gegnum okkur. Amen. Og það er líf Jesú Krists. Það er trú Jesú Krists. Það er opinberun hugsunar Krist. Það er algjör samfellt stöðug dagleg uppgjöf við vilja Guðs að vitandi að það er hans verk, hans kraftur, hans styrkur, ekki minn. Þess vegna segir í Galatabræfi 5:1 standið því fastir í þeirri frelsi sem Kristur hefur gert okkur að. Ekki að hann muni gera okkur frjálsa, heldur að við séum það nú þegar. Það er ókeypis í Jesú Kristi. Vandamálið er að við trúum því ekki vegna þess að allur kraftur Guðs er í heilögum anda þegar við fáum heilagan anda. Og verið ekki aftur flæktur í ok við hvað? Þrældóm við hvað? Þrældóm við synd. Hann útskýrir þetta mjög skýrt í Jóhannesi. Morse sá, fljótt segi ég þér að sá sem framkvæmir synd er hvað? Trú, svo eru sumir sem segja að þú munt aldrei geta sigrast á syndugum vegum þínum. Þú munt aldrei geta sigrast. Þínar tilneyðingar, og það sem þú ert að segja mér er að ég verð þræll til enda. Það er ekki það sem ritningin segir. Hún segir að ég sé frjáls í Jesú Kristi. Amen. Nú, hvers vegna sé ég það ekki? Fullkomið framkvæmt þess frelsis er önnur spurning. En það er lofað, það er til staðar og Guð mun uppfylla það. Amen. Svo passaðu þig á hvaða fagnaðarerindi þú ert að boða þarna úti vegna þess að. Frelsunarbókin sem ég trúi á sýnir fulla friðþækingarverkið, fulla sáttunarverkið, ekki bara fyrirgefningu syndana, ekki bara hreinsun syndarinnar, og það felur í sér sigur gegn syndinni þegar við íhugum ást, náð, miskunn, kraft Guðs. Amen. Amen. Hver segir amen við það? Og svo spyrjum við okkur þá, hvað er innsiklið? Jæja, elskuðu, innsiklið táknar persónuleika, huga, trúna. Líf Jesú Krists í gegnum viðhaldandi kraft heilags anda. Amen. Það er merkið þeirra sem tilheyra Guði. Það er stöðugt. Stöðugt traust til Guðs í öllu. Amen. Nú, hvernig mun þessi innsikli birtast í endatímanum? Hvernig mun þetta innsikli birtast? Jæja, þú getur ekki. Eru að skilja myndina, er allur með mér, og eins og Kristur gerði og eins og Kristur gaf sig af og eins og Kristur treysti alveg og algjörlega á guðlegan föðurinn. Orð hans og lögmál hans, þannig að á endanum mun það birtast meðal fólks hans. Sú lífsgjöf Jesú Krists mun opinberast, mun birtast. Það er frelsarins Guðspjall. Það er krafturinn, dýrð Guðs til að bjarga okkur. Það er réttlæti Guðs opinberað eins og það var í Kristi, svo skal það vera í þér og í mér. Amen. Og nánar tiltekið að nálgast enn nær, að renna enn nær hugmyndinni þetta, sjáum við í opinberunarbókinni 14:7 að tilbiðja hann sem skóp eða sem skapaði. Hvað? Himinin, jörðin, hafið og hvað? Og vatnsbrunarnir. Amen. Og svo þegar við förum til Genesis, hvað sjáum við þá? Við sjáum að Guð skapaði í 6 daga og hvað gerði hann á 7. deginum? Hann skapaði, hvað? Hvíldardagurinn. Amen. Hvíldardagurinn var hvað? Tákn, innsiklið, merkið að Guð er skapari. Undirskriftans á sköpuninni þann síðasta dag. Og skapa hvað sem er. Hann bjó bara til tímarum svo að við getum ekki gleymt, svo að við getum munað að hann er skapari. Og til að fagna, minnast þess að hann er Guð okkar þann sem skapaði okkur. Það er merki að það séu hans verk sem hafa gert allt. Við erum bara að hvílast og njóta þeirra. Að gleðjast í því starfi. Það segir fyrsta Mósebók og það segir opinberunarbókin, fara út frá 20. kapla þegar þú lest 4. bóorðið. Farðu og lestu það. Hvers vegna? Að halda hvíldardaginn vegna þess hversu mikið af ykkur vill þakka Guði og segja, Drottinn, takk fyrir að skapa okkur. Amen. Það eru erfiðir tímar en við vitum að betri tímar eru að koma. Amen. Sólin er að fara að setjast. En það er ekki eina ástæðan. Veistu það, vegna þess að þegar þú ferði í 5. Mósebókina 5. kapla og þar eru gefin 10. Aftur það gefur öðrísi ástæðu fyrir því að halda hvíldardaginn. Síðan segir það, þú skalt halda hvíldardag minn sem þú skalt fagna og minnast. Hvers vegna? Vegna þess að ég hef frelsað þig frá Eftalandi. Ég hef frelsað þig frá Fará, sem er djöfullinn, sem táknar Babylon syndarinnar. Hvernig? Með útbreyttum örmum, krossin og Kalvaríu. Amen. Kristur táknar. Svo hvers vegna helgum við hvíldardaginn? Hvers vegna höldum við hvíldardaginn? Vegna þess að hann táknar hvað? Frelsun okkar, endurlausn okkar. Jesús Kristur sem segir amen við það. En það er ekki eina ástæðan fyrir því að við höldum hvíldardaginn sem tákn, þessa táknmynd af sköpuninni. Horfðu á það sem stendur í kapituli 20, vers 19 og 20. Ég er Drottinn, Guð yðar. Gangið í lögum mínum og verið varkárir að hlýða reglum mínum.
Á eigin spýtur, ómögulegt, Guð veit þetta, svo þegar hann segir hlýðni, þá er það í feldu í boðinu að hann er að gefa okkur kraftin. Hlýðni í gegnum heilagan anda, amen. Það er það óbeina því hann veit að við getum ekki eitt og sér. Við verðum að afhenda hjörtu okkar svo Guð geti gert það sem hann vill gera í okkur og í gegnum okkur. Og það er, það sem hann segir hér, gengið í lögum mínum, verið varkárir að hlýða reglum mínum og hvað eigið þið að gera. Haldið helginni minni heilagri að hún verði táknmerki, innsigli milli mín og yðar. Að þú vitir að ég er drottinn þinn Guð, sá sem segir amen. Sá sem vill segja, Guð, ég vil að þú verðir minn drottinn. Ég vil að þú verðir minn drottnari, amen. Þess vegna haldum við hvíldardaginn. Merki hjörtu sem afhend eru Guði. Merki líkama sem afhendir eru Guði. Okkar merki lifandi fórn þar sem við höfum gefið allt sem við eigum, líkama okkar, huga okkar, fjölskyldur okkar, auðlindir okkar. Allt sem við eigum tilherir Guði, amen. En ekki aðeins vegna þess að Guð er Guð okkar. Ekki aðeins vegna sköpunarinnar haldum við hvíldardaginn en líktu á það sem hér segir í 2. Mósebókinni í kafla, 31. vers 13. Umfram allt skaltu halda hvíldardag minn því það er tákn milli mín og yðar alla ættliði yðar, svo að þið vitið að ég er drottinn yðar Guð, sem gerir hvað? Helgarós, amen. Hver vill þakka Guði fyrir helgun? Það er það sem þið komið saman þegar við komum saman á hvíldardeginum. Að fagna helgun, að fagna umbreytandi krafti Guðs. Amen. Þú sérð að verk hans í sköpuninni er sönnun og krafti hans til að finnið tilgang hans og lofforðans að helga okkur og undirbúa okkur fyrir aðra komu. Kraftur hans í sköpuninni er prófun, er sönnun, er vitnisburður máttur hans til að helga okkur. Og svo hefur Guð máttinn til að skapa allt og til að skapa hjörtu okkar og til að endurskapa líkama okkar, þá þýðir það að sá sami máttur. Að Guð hafi notað til að skapa allt hlýtur þá að vera sama krafturinn til að endurheimta allt, þar með talið hjörtu okkar. Það er það sem við höldum upp á. Á hvíldardeginum, amen, helgun líka, en ekki bara, sköpun, ekki bara að hann er Guð okkar, ekki bara helgun, en hvað annað, dæmi okkur, þú veist að við dæmum á hvíldardeginum. Dýrið, af hverju veit ég það? Vegna þess að það segir mjög skýrt þegar það talar nýju himinin og nýja jörðina. Hvað segir það í Jesaja 60, 22 og 23? Því sem hinn nýju himnar og hinn nýja jörð sem ég mun skapa, skulu standa fyrir mér, segir drottinn. Og þetta frá hvíldardegi til hvíldardags allir gyðingar skulu. Komið og tilbiðið fyrir framabraut mig í nýju himnum og nýju jörðinni, hvert einasta hold. Við ætlum að koma á hverjum hvíldardegi fyrir. Vá, Guð, þú heldur bara áfram að vekja undrun okkar og við alveg undrandi því núna. Við erum að búa í eilífðinni með þér. Heldurðu að þú munt koma hingað á hvíldardeginum seint í hinum nýju himnum í norðri? Hver er að predika? Og á hverjum hvíldardegi, þá verður það ekki prestur Dóug. Það verður það ekki og ég er ekki að segja neitt. Elska að hlusta á predikun pastor Dóug en það verður Jésús Kristur sjálfur sem predikar. Amen. Hann talar beint til hjartana okkar, fyrir allan eilífð, að fara dýpra og dýpra og dýpra inn í ást hans. Amen. Hvíldardagurinn er það sem í þessu samhengi verður tákn hvíldar eilífðarinnar sem Guð hefur. Skapaði okkur, að Guð hefur endurleist okkur, að Guð hefur helgað okkur og að Guð hefur einnig dýrkað okkur. Amen. Það er það sem orð Guðs segir okkur þegar við höldum og fagnum. Hvíldardagurinn á drottins degi sem hvíldardagur. Hann er ytri táknum innri birtingu innri tengsla við Guð. Amen. Og þess vegna segir í boðskap 3. engilsins, tilbiðið hann sem skapaði. Amen. Og svo er hvíldardagurinn, elskuðu mín, táknum réttlætingu. Trú. Hvíldardagur er táknum réttlæti fyrir trú. Amen. Og svo spyrðu, hvað er réttlæting fyrir trú? Réttlæting fyrir trú er Guðs fyrirgefning syndana okkar, sem er gefin okkur af náð, ekki fyrir okkar verk, heldur einungis fyrir trú á Krist, sem tók á sig refsing okkar og veitti okkur sína réttlæti. Fannst, hvað er réttlæting fyrir trú? Það er verk Guðs að leggja dýrð mannsins í rúst og gera fyrir mannin. Það sem er ekki í hans valdi að gera fyrir sjálfan sig. Þegar menn sjá eigin einskisverleika, eru þeir tilbúnir til að klæðast réttlæti. Kristur, amen. Táknar hvíldardagurinn þetta? Er hvíldardagurinn táknmynd af réttlætingu fyrir trú? Verra er það vegna þess að réttlæting fyrir trú, segir hér mjög skýrt, er verk Guðs í því að gera hvað? Í því að leggja niður dýrð okkar. Við höfum enga dýrð,
að gera fyrir okkur það sem við erum ófærum að framleiða. Amen. Og er það þá innsigli Guðs? Auðvitað er það, því þegar hann innsiglar sitt karakter okkur innan og ytri framkoma er líf í samræmi við og í samræmi við lög hans og fylgni hans. Fjórða boðorðið. Af hverju? Vegna þess að hvíldardagurinn er ekki verk okkar. Hann er hvíld og uppistaða frá verkum Guðs, ekki mannanna. Á sama hátt og Guð skapaði í raun í sköpun frelsunar, lauk Jesús Kristur verk sínu. Endurreisn. Og hvað gerði hann? Hann hvíldi á hvíldardeginum. Af hverju? Vegna þess að við höfum ekkert að bæta við verk endurreisnarinnar. Amen. Allt sem við getum gert er að hvíla og fagna því að það eru verk hans og ekki okkar. Að hann er sá sem fullkomnaði. Að hann er sá sem mun vinna verkið. Amen. Kristur hefur lokið frelsunarverkinu í hag okkar og við getum ekki bætt neinu við. Allt sem við getum gert er að njóta þess og hvílast í verk hans endurlausn. Þess vegna hvíldi Kristur, elskuðu mín, á þeim degi. Og svo er endurlausn bara hluti af sönnun. Er allur með mér, og svo förum við núna í viðvörunina dýrið. Nú sjáir þú hví Satan hefur tröðleikar herfi boðskapin. Nú sjáir þú hví Satan hefur tröðleikar og hann reisir dýramein og myndamein upp. Hafið þeim vitni bera og boða fyrirheitum hins eilífa sáttmála í hinni eilífu fagnaðarerindinu. Og svo á sama hátt, hver er þá merki dýrsins? Á sama hátt og Guð hefur gefið okkur líf í gegnum sína mynd í sköpuninni og hvíldardagurinn er táknum trú á Guð sem að dýrkunna honum. Sem skapara okkar gefur Satan þá líf dýrinu í gegnum mynd sína til hvers. Svo að við getum beint athygli okkar í aðra átt. Og áherslan okkar frá Guði sem skapara, sem endurlausnara, sem helgara, sem dýrkanda og við getum sett trú okkar á einhverjum öðrum stað. Og svo við vitum hvað þetta dýravald er táksett með. Ekki satt, við höfum talað það í tengslum við páfaæmið. Ekki satt, vinsamlegast ef það er einhver hér sem er kaþólskur, einhver sem er að horfa á netinu er kaþólskur, við erum ekki að tala kaþólskum fólki. Við erum að tala kerfið, kenningarnar, venjurnar. Sem eru andstæðorði Guðs. Það er það sem orð Guðs kenna. Og ef þú hefur meiri áhuga á að læra meira það og þú ert að horfa og þú ert hér, vinsamlegast farðu á amazingquests.org. Beint á. Og við munum senda þér meira. Við höfum mikið af upplýsingum þar. Amen. Þetta er stríð okkar, ekki gegn holdi og blóði. Amen. Það er gegn lygnum og blekkingunni og afmynduninni sem er úti. Kveðjur til orð Guðs. En þetta er mjög skýrt í þessu samhengi. Nú ætla ég að sýna þér að það sem ég er að segja varðandi innsigli Guðs er ekki okkar uppfinning. Það er ekki mín uppfinning. Þeir segja það sjálfir. Hvað? Innsigli Guðs í þessu samhengi. Þetta er bókin Dies Domini. Þetta er pástólsk. Bréf frá Jóhannes Pál II. Horfðu á það sem hann segir í bréfi sínu. Hann segir, blessun og vígslan voru innsigli sköpunarverksins. Dagsins þegar Guð hætti öllu sköpunarverki sem Guð hafði gert. Þegar boð Guðs segir að muna hvíldardaginn til að helga hann, er hvíldin send til að heiðra. Tilengað til hans er ekki fyrir manninn þung byrði, heldur áminningum háðu hans til skapara. Hann er að segja að innsigli. Guð er tákmynd hvíldardagsins í sköpunar krafti Guðs og óhvíldandi á því. Ég sagði það ekki, hann sagði það. Hann er að segja hvað innsiglið er. Andstætt því segir hann okkur hvað merki dýrsins er líka. Austræn altar höfundur upp af 3. aldar segir að. Já þá í hverju landshluta helguðu trúaðir reglulega sunnudaginn. Ekki satt, það er skilningur hans á sögunni. Við erum sammála að vera ósamála. Sjálfsbórandi venja varð síðar ólögleg. Staðbundin venja. Drottinsdagurinn sunnudagur hefur markað 1000 ára sögu kaþólsku kirkjunar. Kirkja. Þetta eru orð hans. Og þannig verður þú að spyrja þig og hver gaf þeim þá vald til að segja hvíldardagurinn. Nú er ekki lengur að vera þekkt en hvað er núna? Núna er sunnudagur sem hvíldardagur, dagur drottins. Hver gaf þeim þá valdbeitingu? Það er ekki í biblíunni. Veistu? Findu það hvar sem er. Ég var alin upp sem kaþóliki. Treystu mér, veistu hvaðan það kom? Hann útskýrir það í sínum eigin bók. Munurinn á sunnudegi og gyðingasabbatinu. Ég man ekki að hvíldardagurinn í 1. Mósebók hafi verið til staðar þegar einhverjir gyðingar voru til. Gyðingar birtast ekki fyrr en í lok 1. Mósebókar. Aðgreining sunnudagsins frá gyðinga hvíldardeginum varð sífellt sterkari í huga kirkjunar. Taktu eftir þessu.
Pasturlegðin Þorn í Páfaæmið lagði kirkjunni til að kristna hugmyndina sunnudaginn sem sólardaginn sem var rómverska heitið á. Fyrir daginn, þeir eru að segja það, þeir eru að segja hver gerði það, við breyttum því, við lagðum það til fyrir kirkjuna og þú heldur að þeir muni ekki hlusta. Þeir segja það sjálfir, við ákváðum að gera það. Nú, hvers vegna ákváðu þeir að gera það? Horfðu á þetta, þetta var til að draga trúaða frá tálbeitingu hópsins. Hvað var dýrkað? Sólinni og til að beina hátíðardegi til Krists sanna hvað mannkisins. Mannlega. Og hann sannur sonur, með öðrum orðum, þeir voru að tilbiðja soninn, svo við skulum bara flytja þá yfir og reyna að kristna þessar heiðingjar. Og í stað þess að reyna að kristna heiðingjana. Heiðingjar þeir heiðna kristnina. Og þess vegna sérðu hvað alls staðar. Dýrkun sólarinnar, það er alls staðar í kaþólskri. Í kaþólskri menningu, satt, þetta er alls staðar, þetta táknar allt sólina, 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 sólina. Er þessu útskýrt í Biblíunni? Fylgdu mér til Esekiels, 9. kapli, við rætum bara í Esekiel 9. kapla, hvað voru þau að gera? Guð segir, ég ætla að setja hvað? Ég ætla að setja merki, ekki satt, á þá sem stynja á. Grát og verið eldheit fyrir helgidómin mínum, fyrir orð mitt, fyrir lögmál mitt, fyrir frelsunaráform mitt, fyrir son minn ég og Krist, fyrir dýrð mína. Og hvað voru þeir að gera? Þeir voru, hvað þýðir það? Vandaverk, og það er mjög áhugavert því þegar þú ferð síðan inn í hugmyndina þessi vandaverk byggð á Esekiel, lítu á það sem segir í Esekiel kapla 8 vegna þessa. Það er útskýrt í Esekiel kapla 8, lítu á það sem stendur í Esekiel kapla 8. Er allir þarna, lítu á það sem stendur hér. Nú, það eru 4 afskurðir í Esekiel kapla 8. Í hvert skipti verður það verra og verri og verri og verri, svo er sá 4. verstur allra og lítu á það sem var að gerast í Esekiel kapla númer 8. Er allir þar, vers númer 15. Sagtist mér, hefur þú séð þetta, son mannsins? Snú þú aftur, þú munt sjá meiri vandið en þetta. Og hann leiddi mig inn í innri garð hús drottins og þar við dyr musteris drottins, milli svalana og altarisins, voru 20. 5 menn með bakið við musteri drottins og andlitið snúið í áttina að hverju. Í áttina að austri og þeir voru að tilbiðja hvað? Sólina í áttina að austri. Sagan er hryllilegar athafnir sem eru að gerast. Það verður aðskilnaður í lokin. Og þessi aðskilnaður er að gerast bókstaflega hér í Esekiel en hann táknar lokatíman. Er það að tilbiðja? Hvað eru þau að tilbiðja? Sólina. Nú er þessi bragðarefur farinn hjá djöflinum og nú er hann ekki að láta okkur tilbiðja sólina, heldur nú er hann að láta okkur tilbiðja á. Sunnudagurinn. Flestir af kristnu bræðrum okkar og systrum sem við þekkjum eru einlægir. Er allir með mér? Amen. Og svo þegar við tölum dýrsins merki, hvað erum við í raun að tala um? Við erum ekki að tala bara einn dag. Vegna þess að dýrsins merki er þetta. Seðning Guðs er táknum réttlætingu fyrir trú og merki dýrsins verður að vera táknum réttlætingu fyrir verkum. Réttlæti fyrir verkum. Það er ekki það. Upphaf Guðs. Það er ekki upphaf valds Guðs. Það er ekki upphaf laga Guðs. Það eru ekki upphaf orð Guðs, heldur er það upphaf og upplifting af hverju. Af manni, af sjálfum mér, af mannsvaldi, af mannamálum, af mannalögum. Þess vegna sagði bróðir Dön í gær á djústæðan hátt. Sjálfsdýrkun er hvað? Leiðir til dýradýrkunar. Vegna þess að þegar þú dýrkar sjálfan þig, þá gerist það að þegar þessum lögum er beitt. Þú ert að fara að láta undan vegna þess að þú ert meira áhyggjufull húðina þína og veskið þitt en þú verður líf þitt. En þegar þú hvílist í Kristi, veistu að þú ert. Kristur, líf þitt verður tryggt að eilífu. Amen. Og það er munurinn hér í þessu hugtaki. Innsláttur Guðs, eðli Guðs, merki dýrsins, eðli. Satan. Og hvað vildi Satan gera? Upphefja sjálfan sig, setja sjálfan sig yfir Guð. Það er það sem merki dýrsins táknar. Það er að setja sjálfan sig yfir Guð. Það er að setja mannsins orð, mannsins lög, mannsins vald yfir Guðs orð. Guðs vald, Guðs lög. Og það sem það er í raun er hvað? Að halda sunnudag sem hvíldardag. Það er ekki sá dagur sem Guð segir okkur að hvílast. Það er ekki sá dagur sem táknar og táknar. Guð skapar í okkur hvílandi og njótandi verka hans af sköpun. Er allir með mér, en dagurinn er að fara að koma þegar það er að fara að vera lagt á okkur. Horfðu á það sem það segir. Ráð. Frá Láódísea 34 kr. Þetta er nú þegar í kaþólskum lögum. Kristnir menn mega ekki gyðja með því að hvílast á hvíldardeginum, heldur verða þeir að vinna á þeim degi. Að heiðra drottinsdag, og ef þeir geta, að hvíla þá sem kristnir. En ef einhverjir finnast vera gyðingahygjumenn, séu þeir bannfærðir fyrir Krist. Bölvun.
Fyrir Krist, það er nú þegar í kirkjulögum. Ef þú ert fundin að halda hvíldardaginn, ert þú bölvuð. Og hvað gerðu þeir við þá sem voru í banninu? Ofsókn og dauði, nú af hverju geta þeir ekki beitt því? Vegna þess að þeir hafa ekki ennþá borgaralega valdið til að gera það. Það segir að sárið muni læknast. Ertu að ná mér? Þetta er það sem er að koma. Það hefur ekki gerst ennþá, en það er að koma. Og sjáðu hversu skýrt hann sagði þetta, Jóhannes Páll annar. Í Detroit News 7. júlí 1998 sagði hann, Páfi Jóhannes Páll annar sendi mjög alvarlegt viðvörun til kaþólika. Virðið og helgið sunnudaginn til tilbeiðslu. Hann sagði jafnvel að ef einhver brýtur gegn þessari fyrirmæli, ætti hann að refsast sem villutrúarmaður. Það getur ekki verið neitt annað. Skýrara, og hvað er tákn dýrsins í þessu samhengi á endatímanum? Það er mjög skýrt, elsku mín. Þegar allur heimurinn hefur greinilega fyrir sér lagalegar afleiðingarnar sem fylgja. Veldu að hlýða valdi dýrsins með því að halda hvíldardaginn sunnudag sem drottinsdag með því að meðvitað vita að það er í ósamræmi við óbein andstöðu. Að 4. boðorði Guðs siðferðislaga, hvíldardagur hans, þá munu þeir sína virðingu, respekt, proskuneo, tilbeiðslu til valds og yfirráða páfadómsins. Og fá merki hans sem táknar hlýðni. Það er það sem kemur og það er það sem boðskapan þriðja engilsins viðvarar okkur um. Amen. En Guð er líka að fara að bera kennsl á fólk sitt sem mun standa upp og segja, við munum vilja deyja heldur en að synda. Við viljum heldur deyja en setja mannlegt vald, sjálfsmynd mína, sjálfið mitt, stolt mitt fram yfir orð Guðs. Það verður aðgreiningar þátturinn á þessum degi og það er. Þess vegna, þegar við lýkur þessu boðskapnum, elskuðu mín, og við tölum um síðina, eins og ég rætti í fyrri kynningunni minni, orðið, þið munið, þýðir hvað? Á hebresku þýðir rótarorðið að aðskilja. Hlutfall sem aðskilnaður, og sjáðu það sem ég fann. Opinberun 14:15 stingdu síðinni þinni inn, aðskilnaður og uppskera. Tíminn er komin fyrir þig til að uppskera, því að uppskera jarðarinnar er hvað? Orðið drýpur er eigið. Einu sinni notaði þessu samhengi í Opinberunarbók 14:15 sem fullþroska. Aðeins einu sinni, ég varð alveg furðu. Í hvert einasta skipti í grískum ritningunum sem orðið þroskuð er notað, veist þú hvað það þýðir? Dauð. Með öðrum orðum, hver er uppskeran sem Guð ætlar að koma og taka með sér til himna? Þeir sem eru dauðir sjálfum sér. Þeir sem eru dauðir mér, ofmetnaði, sjálfsmynd, og þeir sem hafa dáið og krossfest sig daglega og lifa í Kristi. Amen. Það sem er verið að tala er sigðin. Það er skilnaðurinn sem er að koma, mínir ástvinir. Og hver segir amen við það? Það er boðskapur þriggja engla. Hver segir amen við það? Við biðjum, himneski Faðir, við þökkum þér fyrir tækifærið til að læra þetta efni. Við vitum að þetta er stórt efni. Að reyna að þjappa því öllu saman, Faðir. Við þökkum þér fyrir þessa blessun og þetta tækifæri. Við biðjum þig að leiðbeina okkur, vera með. Til að styrkja okkur, ó, Drottinn, svo að nú er tíminn til að afsala sjálfum. Nú er tíminn til að krossfesta sjálfið vegna þess að við. Veit þú að ef sjálfið er ekki krossfest, mun sjálfið leiða og leiðbeina og ráða. Það er lykillinn til endatímana, Faðir. Það er það sem mun leiða til þessa endalokaorustu. Hvaða hlið við ætlum að vera á og hvort við ætlum að vera hluti af hinum dásamlegu uppskeru dauðra í sjálfum okkur og lifandi fyrir Kristi á móti þeim sem ætla. Að vera dauður í syndum sínum og í uppreisn sinni og í stoltinu sínu. Þakka þér fyrir þessa skilaboð, Faðir, og við biðjum þetta í nafni Jesú. Amen. Það er fólk sem myndi frekar sjá mig dauðan en lífið. Ég gat ekki borðað vegna þess að ég var alltaf svo kvíðin. Þegar ég var 14 ára hætti ég í skóla. Byrjaði að hanga með slæmu fólkinu. Í læknistíminum mínum. Til að hlusta á hjartslátt barnsins var engin hjartslátt. Ég grét bara. Ég vissi ekki hvernig ég átti að takast á við þetta allt. Eins og Jesús leit inn í framtíðina, sá hann heim okkar raunverulegan.
Undir þyngd syndarinnar á síðustu dögum. Og samt þegar heimurinn var að slitna, stígaðir þú fram. Þú gafst svo að hinn eilífa Guðspjall gæti náð til heimsins. Heimur í kreppu, árið 2025 þar sem þú segir sannleikan djarflega og leitir þúsundir til Krists. Árið 2025 þitt umhyggjusamlega gjöf. Hann opnaði dyr fyrir Guðspjallið allan heim. Þú hjálpaðir að boða sannleikan í Ástralíu, Indónesíu og jafnvel í kommunista Kúbu. Þú deildir einnig von í dóminíska lýðveldinu á tímum mikils þjóðlegs harmleiks. Þrátt fyrir jarðskjálfta, mikinn rigningar og staðbundin andstöðu. Einnig safnaðist þúsundum til að hlýða á góðu fréttirnar í Vanuatu og 2000 sálar valdu að láta skýra sig. Rétt eftir andlát páfa Frans. Pastor Dóu var boðinn til að gefa beina viðtalsþátt í sjónvarpinu í Brasilíu. Pastor Dóu deildi biblíusannleikanum á tímum þar sem margir voru að hugsa Guð. Takk fyrir samvinnugjafirnar þínar, kínverskar útgáfur af lokatburðum spádóma biblíunar og alheimsdeilunar hafa verið víða birtar á samfélagsmiðlum. Það var spennandi að heyra frá kínversku prestunum okkar að fólk sé bara að ganga inn í kirkjur þeirra tilbúið til að halda hvíldardaginn vegna þess að það sá ótrúlega staðreyndir með. Efni á netinu, vinir, alls staðar sem ég fer, sé ég það sama gerast. Ykkar ástúðlegar gjafir eru að verða vonum allan hnöttin. Í Bandaríkjunum, við Word Center þjálfast afkónemendur til að verða aðlaðandi vitni fyrir Krist. Fékk auglýsingu á Facebook síðunni minni fyrir Amazing Fast Center of Evangelism. Það eins og 3 mánaða námskeið. Þú lærir hvernig á að sinna í grunninn öllum þáttum þjónustunar. Það að breyta mér. Afkó var í raun vendipunkturinn sem þrýsti lífi mínu þangað sem það í dag. Árið 2025 sýndir þú mikilvægar sannleika á sumum af stærstu sjónvarpstöðum heims, eins og Lífetimi og History. Þú hefur einnig sett af stað forritun með ótrúlegum staðreyndum á nýjum sjónvarsrásum allan heim. Og þökk sé þínum elskaða gjöfum, ertu nú að boða sannleikan á sumum af þeim vinsælustu. Sjónvarsrásir sem senda út í hraðstreymi og ná til 100.000 nýra áhorfenda með hinu eilífa fagnaðarerindi. Byltingarmótin voru þegar ég lenti á Dokk Badh. Það spádómarað, gullið og silfrið og björnin og ljónið, allt þetta dót, og ég var bara hrifin frá veraldlegu sjónarhorni. Og ég fann þennan eld. Í mér breytti það öllu í lífi mínu. Á þessu ári settu fórnargjöfir þínar í gang spádóms niðurtalningu á alþjóðavísu. Boðunaröð þýtt á 15 af algengustu tungumálum heims til að boða heiminum að endurkomu Krists sé ná. Sendið þúsundir eintaka af Fall Andrés og Jerúsalem, endurhönnun og klassíkanum, The Creation Controversy til áhorfenda Fox News. 1 af 20. 5 og 20 spennandi verkefni sem þið gerðu mögulegar útgáfan á Harmageddon og endalok opinberunarinnar í biblíunni. Þetta spennandi og hrifandi heimildarmynd. Séumatari öflug og sannfærandi leið til að deila trútni þinni og hjálpa þínum ástkæru að uppgötva biblíusannleikan fyrir sjálfa sig. Árið 2025. Gjöfin þín breytti lífum með prentuðum ritum og biblíunámi. Biblíuskólinn Amazing Fast hjálpaði 63.000 nemendum. Næstum fjórðungur þeirra, eða fangar sem eru að uppgötva nýtt líf með sannleiksríku efni sem þú býður upp á vegna þinna ástúðlegu gjafa, ótrúleg staðreyndar birtar. Meira enni nýjar og sannleiksríkar heimildir í ár. Hver og einn þeirra býður upp á tímalaus boðskap sem ætlað að leiða nútíma lesendur til trúar á orði Guðs. Þeir gáfu mér fyrstu 10 bækurnar af hinum ótrúlega staðreyndarannsóknarleið beiningunum. Hver einasta var í samræmi við ritningarnar. Einhver hafði afhent okkur þær. Those study guides, they changed my life. This summer, hundreds of youth came to the Word Center for the 5th annual Amazing Facts Youth Conference. Í þessari sumar komu 100 ungmenni til orðsmiðjunar til að taka þátt í 5. árlega Amazing Fasts ungmennasamkomunni, Vertical Vision. Þúsundir fleiri tóku þátt í boðinu. Á netinu og hort á í beinni útsendingu í sjónvarpinu. Takk fyrir önnur hjartanlegar gjafir yðar, þeir fóru innblásnir og búnir til að deila trúsinni með öðrum. Ég held að þetta ráðstefna. Það skiptir máli vegna þess að það færir ungt fólk, hvaðan sem það kemur allan heim, til að læra Guð saman og halda áherslu á það sem það kallað til. Ég hafði mikilvæg áhugi á ungdómsstarfi. Að koma á þessu ráðstefnu hefur hjálpað mjög mikið við sambandið mitt við Jesús. Að vera hér að leiða út það. Þetta hefur verið lífsbreytandi reynsla. Árið 2025 fluttið við sköpunar eða þróunarháfund. Metfjöldi fólks fyllti orðið.
Miðstöð með þúsundum sem tengjast beint í sjónvarpi og á netinu. Pastor Dói og gestafyrirlesarar lögðu fram heillandi sönnunargögn fyrir 6 daga sköpun og alþjóðlegri. Flóð, allt þetta var mögulegt vegna þinnar ástar til hinnar biblíulegu sannleika. Ég er svo þakklátur fyrir hvernig Guð hefur notað þig til að deila þessum lífs. Breytingar á atburðum með áhorfendum. Það er sannarlega ótrúlegt að Guð hafi breytt einföldu útvarpsþætti sem hófst árið 1965 í þennan alþjóðlega kraftmikla vélbúnað sem. Það hefur áhrif á milljónir fyrir Krist í dag. Takk fyrir að vera hluti af 60 ára starfi okkar við að uppfylla hina miklu boðun. En verkefninu er ekki lokið. Vinsamlegast gerðu þú mér félaga í starfi og höldum áfram góða baráttunni til að koma meiri eilífri sannleika til heimsins og til að sjá líf breytast fyrir eilífina. Og þessi fagnaðarerindi konungsríkisins verður predikað allan heim sem vitni fyrir öllum þjóðum og þá mun endinn koma. Ég hef aldrei þekkt neinn einstakling. Biblían nú, ég hef Krist í hjarta mínu. Mér var kynnt fyrir fullri boðunarfundaröð. Eftir þá boðunaröð var ég skýrður. 10. Ég hef opnað Biblíuna meira á síðustu 9 mánuðum en ég hef líklega opnað hana á síðustu 30 árum. Ég gef mig til Krists og hann skilar mér. Takk, takk, takk kærlega fyrir að breyta lífi mínu. Takk, takk, takk fyrir að breyta lífi mínu. Þú getur breytt öðru lífi í dag með því að fara á giving.amazingquests.org. Velkomin til Tímeles Healing Insights og til heilnæm innsýn úr bókinni. Opinberun. Í dag ætlum við að hoppa inn í miðja kynningar sem ég gaf þegar botninn dettur úr. Ég hef verið að tala Bók opinsunarinnar er byggð upp í krossmynd eða fjallabyggingu þar sem kjarnaboðskapurinn er í miðjunni. Bók með slíkri uppbyggingu er í miðjunni. Svo við munum hoppa inn í lýsingu mína á því, en áður en við gerum það, skulum við taka andartak og leita til Drottins. Í bæn, Faðir á himnum, við viljum þakka þér svo mikið fyrir að gefa okkur opinberunarbókina. Þakka þér fyrir að hún er bókin sem þó margir menn hika frá því vegna ógnvekjandi myndræns. Það er bók sem er hönnuð til að gefa okkur hugrekki og von í tímum sem við lifum í, vinsamlegast hjálpið okkur að sjá það betur. Snemma í dag, eins og við opnum síður ritningarinnar, byggjum við í nafni Jesú. Amen. Nú, þegar við snúm aftur, munið, við erum að stökkva inn í miðju kynningar, ekki festa ykkur og mikið í því ég er að gefa smá samantekt á uppbyggingu bókarinnar. Lykilatriðið sem þið ættuð að taka með ykkur frá upphaflegu lýsingunni minni. Er miðpunktur opinberunar Jóhannesar rétt í miðjunni sem er kapli 14, það er byggingarlagið í miðju bókarinnar. Hér erum við með einhverju sem ég kynnti í beinni útsendingu í Fort Wayne, Indiana. Ertu að skilja myndina? Krossskipulagi. Þetta er stórt hugtak. Ef þú ert að velta því fyrir þér, þá kemur það frá gríska bókstafnum K, sem er eins og X, þú veist, allt kemur til miðju X-ins. Þú veist, þú færið. Ímyndaðu þér það, segðu læknir, Deros haldist við fjallið, ég er búin að skilja það. Að ná hámarki, allt í lagi. Miðhlutin er brennipunkturinn alveg eins og brennipunktur ásarinnar rétt í miðjunni. Brennipunktur þessa kíastíska byggingar er á toppi fjallsins. Og við ætlum að ganga upp þetta fjall saman og ég vil að þú sjáur að Guð hefur gefið okkur opinberunarbókina til að gefa okkur víðfeðmar myndir. Mér finnst að of margir þegar þeir heyra opinberunarbókina, hugsi dýrin og stríð og alls konar hluti sem eru í opinberuninni. Það er mikilvægt að rannsaka þá, en ef þú hefur ekki heildarmyndina getur þú týnt öllu. Og þú gætir sagt, þetta er bara of mikið fyrir mig. Of mikil saga, of mikil blóðsúthelling. Við skulum líta saman á þetta fyrsta stig og við ætlum að sjá að 7 kirkjurnar í upphafi bókarinnar opinberunarbókarinnar eru. Samhliða nýju Jerúsalem í endalokum. Ef þú vilt 7 kirkjurnar, raunverulegar kirkjur á dögum Jóns sem síðan samsvara kirkjunni.
Kristi gegnum tíðina sýnir þetta okkur kirkjuna í ófullkomnun hennar. Í stað þess þegar þú kemur að hinum enda bókarinnar. Opinberun, við sjáum kirkjuna fullkomaða. Hefur þú yfirsýn yfir það sem framundan er? Við skulum kíkja á það. Opinberunarbókin, 1. kafla. Byrjun með vers 10 með þessari sýn af Jehu. Jehús gefur okkur sýn. Farðu þangað í opinberunarbókinni með mér í bara 1 mínútu. Við höfum þegar skoðað þetta aðeins. En í uppbókuninni, í 1. kaflanum og 10. versinu, segir Jehús þegar hann opinberar sig fyrir Jóni frá nokkrum áberandi hlutum sem hann. Ég er alfa og ómega. Ég er sá fyrsti og sá síðasti. Þú heldur áfram að lesa þessa sýn sem Jóhannes hefur. Hann sér í 16. versinu, eitt hvasst tvíeggjað sverð. Hann sér einnig. Eins og við höfum bent á, sér hann þessar 7 gullnu kertastykkur. Allt þetta er í þessari sýn. Það sem ég vil að þið takið eftir núna þegar þið komað til kafla 2. Hver þessara kirkna er að fara að fá sérstakt hliðstæðu af persónueinkennum Jehu. En þeir munu einnig fá skilaboð frá Jehu. Lykilorð frá Jehu. Í hverri kirkju, Jehús mun segja eitthvað hvernig hann þekkir þá. Hvernig hann þekkir verk þeirra. Hann þekkir eðli þeirra, og þá munu margar af kirkjunum einnig heyra, en ég hef þetta á móti þér. Tökum raunverulegt dæmi. Farðu með mér til opinberunarbókarinnar, kafla 2 og byrjun á versi 1. Og þú munt sjá hér, eins og þessi boðskapur til kirkjunar í Efesus opnast, við höfum. Hinn sem heldur 7 stjörnurnar í hægri hendi sinni, sá sem gengur mitt 7 gullnu ljósastykurnar. Hvað segir hann? Ég veit, ég þekki verk þín, og það gerist að verk þessi sem eru nefnd eru góð verk. Þau eru þolimóð, þau eru erfiði, þeir eru ekki að þola illt. Er ekki allt þetta gott? Amen. Já, vissulega, en síðan, eins og þú lesur niður í 4. versinu, nefnir hann aldrei. Ég hef þetta gegn þér. Og hvað var það sem söfnuðurinn í Efesus hafði gert? Þeir höfðu yfirgefið fyrstu ást sína. Það sem ég vil að þú sjáir er opinberunarbókin. Í hjarta hans er bók samskipti. Hún fjallar Guð sem kemur nálægt fólki sínu. Hún fjallar Guð sem vill vera til staðar hjá Jóni, sem opinberar sig sem til staðar hjá Jóni, og hann vill að þú. Sjáðu þetta eins og við séum að tala uppbyggingu opinberunarbókarinnar. Ekki missa af þessu. Opinberunarbókin er Guð sem vill hafa persónulegt samband við þig og fólk sitt. Uppruni velgengni hins nema kirkjufólks. Jehús er að segja það með svo mörgum orðum, það er tengslans við þau. Hann er nálægt þeim, hann hefur ekki gleymt þeim. Og ef við ætlum að hafa mistök. Hvers vegna mistókst Efesus? Þeir höfðu yfirgefið fyrstu ást sína. Hver var sá sem var ástinni í holdi gengin? Rétt hjá þér, Jehús. Þeir höfðu yfirgefið hann. Jehús, í grunninn. Þeir skildu eðli Jehu eftir. Svo það sem þú sérð í þessum 7 kirkjunum er uppskrift fyrir seglu. Uppskriftin er að vera nálægt Jehu. Hann velur að vera nálægt okkur. Hann vill að við göngum með honum. Nú, eins og þú. Þú til hinnar hliðar á þessu fyrsta stíð, þú sérð uppfyllinguna, ef þú vilt. Svo fyrst sérðu kirkjuna ófullkomna. Kristur segir, vil vera með þér. Veldu mig, taktu réttar ákvarðanir. Sá sem heyri hvað andinn segir kirkjunum. Þannig eru þessi boðskapir. Boðskapur enda kirkjunar. Svaraðu því sem ég er að segja. Í þeim lokarluta sem samsvarar þessu í þessari kíastísku byggingu, hvað gerðist? Sjáum við fullkomna kirkju. Horfðu á hana með mér, opinberunarbókin 21:3 vers. Sjá, hvar er tjaldið Guðs? Er með. Karlar, Guð er með fólki sínu. Þeir munu vera hans fólk. Guð sjálfur mun vera með þeim og vera þeirra Guð. Viltu vita hvernig þessi saga endar? Ég veit ekki hvað þú ert að ganga í gegnum í dag. Það kann að líta dökkt út. Þú gætir sagt, jæja, af hverju að halda áfram? Jón fann það líka, en hann er að fá snemma í sín sinni. Jehús er þar með honum. Jehús er þar með kirkju sinni. Hann er þar með þér í dag, hvað sem þú ert að glíma við. Og hann segir að endir sögunar verði sá að við verðum að eilífu með. Jehús, það er planið hans, allt í lagi. Það er planið hans, hann vill að við taki kjarkin í baráttunni okkar. Förum áfram í gegnum þessa yfirsýn yfir uppbyggingu. Opin, aftur, já, það er hætta. Þetta gæti virðast svolítið fræðilegt en ég vil að þú sjáur að það er þessi uppbygging. Þetta er ekki bara hræðilega skrímsli.
Sögulegar atburðir. Eins mikilvæg og þessir hlutir eru, ef þú sérð ekki stóra myndina í opinberunarbókinni, missir þú af því að hún er mjög persónuleg bók þar sem Guð er talandi við kirkjuna sína og vill tala við þig og mig. Í þessum hluta af þessari kjæsti uppbyggingu, opinberunarbókin 4. kafla til loka kafla. Og að skríða inn í 1. vers kafla 8 er 7 innsiglin. Og þessi innsigli eru kynnt, þú munt sjá eins og við höfum dregið það saman hér. Það snýst í grundvallaratriðum lífsbókina og við lesum ritara á hvítum hesti þegar þessar innsiglingar eru kynntar. Og við munum skoða þetta aðeins nánar. Það, þar sem við erum að skoða lokin samhliða hlutanum í þessari kýjestískri byggingu í lok bókarinnar, líkur guðspjallið aftur með ríðandi á hvítum hesti sem er fylgt eftir með opnun lífsbókarinnar. Við skulum kíkja dýpra í þetta. Í opinberunarbókinni 4. kafla, Jóhannes fær fyrir sýnina. Jéhú í opinberunarbókinni 1. Bréfin til kirkjana, kaflar 2 og 3. Við komum að kafla 4 og nú fær Jóhannes annað sýn. Jéhú. Hann sér í raun fyrst föðurinn og andan í opinberunarbókinni 4. kafla og síðan í opinberunarbókinni 5. kafla sér hann soninn. Horftu með okkur á opinberunarbókinni 4. kafla til að byrja með því við erum að leita að lyklum að seiglu. Hvernig getum við staðið undir? Ef þú ert að glíma við erfiðleika í dag, hvað er eitthvað sem þú getur tekið með þér? Eitt atriði. Vonandi veistu þegar að það er að skilja að hvernig sem þér líður, þá er Guð með þér. Guð er aðgengilegur. Guð er hér og hann er til staðar með þér. En við skulum líta á annað kennslustykki. Í opinberunarbókinni 4, ljóð 11, hér er það sem himneska kirkjan syngur. Þú ert verðugur, ó Guð, til að fá dýrð og heiður og kraft því þú hefur gert. Hvað? Þú hefur skapað allt. Fyrir vilja þínum, þau eru til og voru sköpuð. Sérðu það sem þau fagna? Að Guð er sá sem er uppsprettan. Af öllu, hann er skapari. Þeir eru að hrósa Guði fyrir sköpunarhæfileika hans. Getur þú gert það? Amen. Getur þú gengið út í dag? Getur þú hort út, og getur þú sagt, Drottinn, ég lofa þig fyrir það sem þú hefur skapað. Við tevegur, ef þú ert ekki að skilja það, ein af lyklunum til seiglu er lóp. Allt í lagi, lítum á það aftur núna. Opinberunarbókin 5. kafla, aftur við erum að horfa á himneska helgidómið. Himneska kirkja Guðs. Hvað eru þau að lofa Guði fyrir hér? Nú eru þau að lofa syninum. Þau segja, verstur er lambið sem var slátrað til að fá vald og auð. Og vísdóm og styrk og ær og hertligð og velsignels. Hvers vegna? Hvers vegna eru þeir að lofa Jéhú fyrir þetta? Af hann er endurlausnarinn, allt í lagi, svo skapari og endurlausnari, það er það sem Guð er. Öllu sem við eigum skuldum við hann. Ekki satt, amen, hvað er? Að opna lofsöng getur breytt upplifun þinni líka. Sama hversu slæmt er, ef þú byrjar að lofa Guði, mun það breyta sjónarmiðum þínum. Hafðu það bara að prófa og eitt af þeim áskorunum sem ég hef gefið fólki gegnum árin er bara að opna sálmabókina. Síðustu 5 eða 6 sálmarnir og byrjaðu bara að lesa í gegnum þessar sálmar. Lofið Drottinn, lofið Drottinn, lofið Drottinn, eru það hlutir til að lofa Guð fyrir. Amen. Við tefei, ef þú ert ekki meðvitaður þetta. Jafnvel veraldlegir rannsakendur skilja mátt lópsins. Þeir kalla það þakklæti, og þú getur farið til veraldlegs sálfræðings. Og þú getur spurt þau Guð og þau segja, trú ekki á Guð. Ég er trúlaus, og þú getur spurt þau, jæja, hvað get ég gert til að hjálpa andlegu heilsunni minni? Þau munu segja, halda þakklætis dagbók. Já, en það, hugsaðu þetta. Hvaða meiri ástæða til að vera þakklátur en að viðurkenna að skapari? Alheimurinn umkíkur fyrir þér og að þú hafir persónulegan frelsara. Já, fagnaðarerindið, eins og ég sagði, þetta er gefa fagnaðarerindisins í kaflum 4 og áfram og við sjáum þessar einsýlingar opnast. Margir tengja einsýlingarnar og bókina sem var opnuð sem gerði kleift að. Ýmsir þættir til að leika út í kafla 5 og 6 í opinberunarbókinni, afsakið, 6 og 7 í opinberunarbókinni. Að vera tengdur við að gefa fagnaðarerindið. Horfðu með mér á kafla 6. Ég vil að þú sjáir þetta bara svo þú. Fáðu tilfinningu fyrir þessu himnesku leikriti, fagnaðarerindinu sem berst fram. Ég er í opinberunarbókinni 7. kafla, byrjun á. Versur 1. Nú sá ég að lambið opnaði einn af innsiglinum. Við lærum í 5. kaflanum að hann hefur rétt til að opna þessa bók vegna þess að hann gaf líf sitt. Hann hefur.
Rétturinn til að endurheimta. Og mér finnst gaman að hugsa það að hann hafi réttinn til að kaupa jörðina aftur, til að kaupa aftur eignarréttinn að jörðinni. Jörðin hafði verið selt, ef þú vilt að segja. Rétt. Adam og Eva sögðu að við ætlum að fylgja þér í stað Jéhú. Og svo lesum við nú, Jéhús hefur rétt til að opna. Seður og þegar fyrsta innsiglið er opnað í opinberunarbókinni 7. kapla, 1. vers, heyrir maður rödd af himnum segja, komdu og sjáðu. Og Jóhann lítur á hann. Sér hvítan hest. Sá sem sat á honum hafði boga og honum var gefin kóróna og hann fór út sigrandi og til að sigra. Þessi myndlíking. Hvítur hestur. Þessi mynd sem þú sér þar af einum sem sigrar sigurvegara í sigurvegarkórónu. Gott lýsandi mynd af fagnaðarerindinu. Fagnaðarerindið sem fer út til allar heimsins, snýr, sigrar og þú veist hann. Eins og birt í Biblíunni, fór fagnaðarerindið út allan þekkta heim þann tíma. Hjörtu voru snúin, fólk vakti það mikla athygli, en þegar maður heldur áfram að lesa innsiglið ef við værum að. Taktu tíman, við myndum sjá að fagnaðarerindið var að mestu leyti hafnað. Það var andstaða, það var deila, það voru falskar tilbiðjunar kerfi. Sett var í lög og fagnaðarerindið var dulið alla þessi innsiglin. Svo fer fagnaðarerindið fyrst með krafti og síðan er fagnaðarerindið mótmælt. Fyrstu framfarir, en þegar við komum að síðari innsiglingunum sjáum við að það eru bölvanir yfir þeim sem hafa hafnað fagnaðarerindinu. En ég kem með þér til 5. innsiglunar. Ég vil að þú sjáir þetta. Við erum í opinberunarbókinni 7. kapla, 9. versinu. Þegar hann opnaði 5. innsiglin sá ég undir altari sálir. Þeirra sem drepnir voru fyrir orð Guðs og vitnisburð þeirra. Hvernig gekk þeim sem gáfu allt fyrir Guðspjallið? Gekk þeim vel? Þau voru myrt, allt í lagi, og það virðist sem jafnvel vitni þeirra sé að kalla fram með spurningu sem þau höfðu áður en þau voru drepin. Hér finnum við, í versi 10, hve lengi, og Drottinn, heilagur og sannur, þar til þú dæmir og hefnir blóð okkar á þeim sem byggja á jörðinni. Það virtist vera bara, ekki var verið að þjóna þeim. Þeir sem fylgdu Guði voru ofsóttir. Þú gætir líka fundið fyrir því í dag. Oft eru þeir sem þjást réttlátir. Vissir þú að, ef þú ert á vinnustað og verður fyrir einelti, þá eru líkurnar á að þú hafir hærra siðferðilegt stig en sá sem eineltir þig. Og eitt af því sem kann að hvetja þá til að reyna að gera lítið úr þér er vegna þess að líf þitt dæmir þá. Í lagi, en það þýðir ekki að það muni. Farðu burt, og það sem við sjáum hér er að það hljómar eins og þessar raddir séu ósvaraðar í þessum hluta sögunar. En þó að helgir menn kalli eftir réttlæti, hefur Guð ekki gleymt þeim. Og þegar við förum upp á þetta fjall munum við sjá svarið við því sem þeir. Verðlaunin koma í þessum 7 lúðrunum. Nú er það mjög áhugavert að 7 lúðrarnir samsvara 7 plágum á leiðinni aftur niður. Niður frá fjallstindinum, og 7 lúðrarnir sína í grundvallaratriðum dóm Guðs en þeir eru á tíma þegar miskunn er enn. Að dveljast fyrir jörðina, þegar þú lest í gegnum þessar 7 lúðrana, er tækifæri til iðrunar. Nú ef þér fannst áhugavert að ég bera saman 7. Hér erum við að lesa lúðrana. Þeir byrja í opinberunarbókinni 7, opinberunarbókinni 8 og 9. Ég vil að þú sjáir þetta. Ég er að taka það upp í versi 20. Svo þetta er að tala En sem eftir lifðu og ekki dóu í þessum plágum, iðruðust ekki af verkum sínum, heldur héldu áfram að tilbiðja djöflana og afgurðirnar úr gulli, silfri, yri, steini og tré sem hvorki geta séð né heyrt né gengið. Og hverjir voru ekki drepnir af þessum hverju? Plágum, lúðrarnir eru tengdir hverju? Plágum, við plágum, en haltu áfram að lesa. Hinirði mannkis iðraðist ekki. Ástæðan fyrir því að það er mikilvægt að þeir iðruðust ekki er að það felst í því að þeim hafi verið boðin tækifæri. Til að gera það, þeir iðruðust ekki verkana sinna. Þeir iðruðust ekki, vers 21, sumar tilteknar syndir nefndar. Það sem við sjáum í þessum 7 lúðrum, þetta eru plágur ef þú vilt, þær eru dómur, þær eru viðbrögð við þeim helgum undir altari. Að kalla fram réttlæti, og réttlæti er að verða að veruleika, en það er gert á þann hátt að Guð er að reyna að hjálpa. Hjálpaðu hverjum einstaklingi á jörðinni að iðrast.
þeir sem hafa verið andstæðingar fólks Guðs, þeir sem hafa jafnvel tekið líf helgumans, tekið líf lærisveinum á dögum Jóhannesar, tekið líf þeim píslavottum sem blóðið kallar tákrænt frá altarið. Það er von jafnvel fyrir þá. En þegar við komum að 7 plákurnar, þá síðustu 7 plágur í samhliða uppbyggingu, mundu hvernig við höfum þetta uppbyggt. Svo á meðan þú ert að fara upp, eru 7 lúðrarnir en eftir að þú hefur náð toppnum og ert að fara niður. Þá ertu að finna 7 plágur og í þetta sinn eru þessar plágur þegar miskunn hefur lokið. Allt í lagi, miskunn hefur lokið. Miskunn hefur verið hafnað og nú koma dómarnir sem viðbrögð við harðgerðu hjörtunum. Af þeim sem myndu ekki segja já við jú. Nú, þú gætir sagt, jæja, það er frekar dapurlegt og það er það, en hinn. Hliðið við það að réttlæti er að verða framfylgt. Og ef það lítur ekki sanngjarnt út í augnablikinu, hvort sem það er hvernig þér hefur verið meðhöndlað í fjárhagslegum skilningi eða einhver, hvort sem það er með heilsufarið þitt, hvaða stig sem það er, eitthvað virðist bara ekki vera í lagi og það virðist ekki vera sanngjarnt. Guð lofaði ekki að allt væri sanngjarnt í þetta líf, en þú getur treyst honum að Jesús er með þér á meðan þú ert að fara í gegnum það og að allt mun leiða til góðs í lokin. Horfðu á þessa mynd. Því ekki aðeins höfum við þessar dómur sem eru að leikast út, sjáum við að jafnvel þó Satan sé að ráðast á kirkjuna. Í Opinberunarbókinni 12 og 13 verður Satan sjálfur og umboðsmenn hans dæmdir fyrst. Það er í Opinberunarbókinni 17 og 18. Aftur með þetta í huga. Í stóra myndinni, en ég vil ekki að þú missir af þessu. Því þegar þú kemur að Opinberunarbókinni 19 og þessar dómur hafa leikist út, sjáum við helgamenn Guðs á himnum aftur. Ég vil að þú hugir bara þetta þegar þú ert að lesa Opinberunarbókina. Þetta snýst kirkjuna. Þetta snýst fólk Guðs. Fólk Guðs sem er að gangast undir erfiðleikum. Fólk Guðs. Hann vill innblása þolinmæði. Opinberunarbók 19. Hér er það sem endurleistu segja. Halleluja. Heilun og dýrð og heiður og vald. Tilheyrir hverjum. Til Drottins Guðs okkar. Þeir eru ekki að lofa Guði núna fyrir sköpunarverk hans. Þeir eru ekki að lofa Guð fyrir frelsunarverk sín. Hlítu á það sem þeir eru að lofa honum fyrir. Sannir og réttlátir eru dómar hans. Dómar hans eru vegna þess að hann hefur dæmt stóra hóran sem spillti jörðinni með hórdómi sínum og hefur hefnt á henni. Blóð þjóna hans úthellt af henni. Nú, aftur, þetta kann að hljóma mjög dapurlega vegna þess að það er það, en ég vil ekki að þú missir af stinnu. Hvers vegna hefur Guð beðið þessar dómorður til að byrja með? Til að hvetja til iðrunar svo að allar þjóðir, tungumál og fólk geti verið hluti af hans ríki. Kirkja, allt í lagi, en ef fólk er svo bundið upp í uppreisn, ef það er svo fastbundið í andspyrnu gegn Guði, þá er að lokum það einasta miskunnsama sem. Guð getur bara lokið lífi þeirra. Þeir eru ekki hamingjusamir. Skiljið, eina gleðin kemur að lokum frá samveru við Kristur og fólk hans og þeir sem hafa ákveðið að vera uppreisnarmenn gegn Guði, hafna öllum boðum hans miskunn, loksins. Þeir munu upplifa það hæsta sem er dauðinn. Og helgir menn segja ekki, hversu grimmur var Guð, af hverju gat hann ekki bjargað. Þessir menn, Guð gerði allt til að bjarga þeim. En þeir fagna að lokum hafi réttlætið náð fram að ganga. Öll þessi spurningar. Það sem þú áttir, af hverju slapp einhver upp með þetta? Af hverju virtist það ekki? Nei, kjarni sjálfur sálmanna, sem margir telja að sé einnig í kíastískri byggingu. Kjarnin í bók sálmanna eru sálmarnir helgidómin. Snúið ykkur með mér til Sálms 73 bara í 1 mínútu. Ég vil að þið sjáu þetta. Sálmur 73, það er sama sagan. Það er einhver sem er að fara í gegnum sorg og erfiðleika og er tilbúin að gefast upp. Ef við læsum Sálm 73 í heild sinni í gegnum fyrstu 15 vers, við værum að lesa orð presens. Að lesa orð presens sem spyr, hver er tilgangurinn? Af hvers vegna gef ég ekki bara upp? Sálmur 73, skrifaður af Asaf, einn af Levítættinni, einn af prestunum sem var ábyrgur fyrir tónlist í musterinu, og hann er að líta í kringum sig. Hann spyr, af hverju eru hinnir? Hinn illgetnaða fólk hefur gengið vel og því eru þeir réttlátir í erfiðleikum. Og hér er snúningurinn í sálminum. Sálmur 73 vers.
Sjáðu til þessa, ef ég segi, ég mun tala þannig, haltu áfram að einbeita þér að hinum illu. Færa réttlátum þjáningu, sjá, ég hefði verið ósannur. Vers 16, þegar ég hugsaði að skilja allt þetta, var það mér of sárt. Hefurðu einhvern tíma fundið þig svona? Bara svo illa, af hverju að halda þig í gangi yfirleitt? En hættu ekki, vers 17, þar til ég fór hvert, inn í hæli Guðs, þá skildi ég endalok þeirra. Rétt eins og opinberunarbókin hún einblínd á helgidómin, Guð ástúðarinnar. Sköpun og endurlausn, en einnig Guð sem leggur ekki réttlætið til hliðar. Allt verður lagt til réttis við endalok tímanna. Og þetta endalokin. Bakhluta bókar opinsunarinnar. Síðasta meginleikin eru þessar 3 skilaboð í opinsun 14. Það beinist virkilega að þessu mjög sérstaka efni. Horfið á opinberunarbók 14, hún byrjar á mynd af þeim sem hafa tekið við miskunn Guðs. Þeir eru kallaðir 144.000. Það eru ekki allir sem hafa tekið miskunn Guðs, en það hópur, fulltrúahópur þeirra sem hafa tekið við miskunn Guðs. Og kaflinn endar á þeim sem hafnað hafa miskunn Guðs. Og spurningin hver munurinn? Hvað aðgreinir? Þú segir, hver aðgreiningin milli hinnar réttlátu í upphafi kaflans og hinnar óguðlegu í lok kaflans? Svarið byggt upp sem boðskapur 3 engla, rétt í kjarna opinberunarbókarinnar, 14. kaflans. Við skulum skoða þessa síðustu smáu uppbyggingu þar sem við erum að ljúka. 14 vers, 1 og 4, sjáum við þessa mynd af endurleistum. Þeir standa á Síónarfjalli með lambinu, 144.000. Þeir fylgja lambið hvar sem það fer. Þau hafa verið endurleist. Þau eru kirkjan í samfélagi með uppreisnum frelsara sínum. Það myndin í upphafi. Í lokin, þú. Aðrir sem hafa hert sig svo í uppreisn, í grundvallaratriðum, þá eru þeir eins og vínber sem eru góð fyrir ekkert, nema til að verða kastað í vínið. Afgang reiði Guðs. Þeir eru ekki tengdir við vínið Jésús, þeir hafa verið tengdir við Satan og myndu ekki skera samband sitt við heiminn og við hlutina. Satan. Góðu fréttirnar, við sáum þær áður. Þetta þessi minnispunktur sem við þurfum að klára á, að Guð hafi alltaf. Varandi fagnaðarerindi, horfðu á þetta boðskap fyrsta engilsins. Ég sá annan engil fljúga í miðjuhimni með hið eilífa fagnaðarerindi, hið eilífa góða frétt. Boðskapurinn, upprisin frelsara, að boða fyrir hverjum, fyrir alla, við erum öll ein fjölskylda. Við erum öll af sama blóði, eins og ritari Biblíunnar skrifuðu. Hvert þjóðerni, hver ætt, hver kynslóð, hver þjóð segir með hári röddu, hvað? Óttist Guð og gefi honum dýrð því að stund dómstundar hans komin. Þú segir, já, það gott, Guð mun að lokum dæma þá sem hafa staðið gegn honum, en missið það ekki. Við öll ættum að dæmast. Og eyðilagð, en hver tók dómin okkar? Jésús. Jésús tók dómin fyrir alla jörðina. Allt sem við þurfum að gera. Velja að samþykkja þann gjöf, og ef við gerum það, munum við tilbiðja hann. Ekki aðeins okkar endurlausnara, hinn réttláta dómara, heldur einnig þann sem. Sá sem skapaði himinn og jörð, hafið og uppsprettur vatnsins. Hvað sem þú að ganga í gegnum, uppbygging opinberunarbókarinnar. Hvort sem það hljómar hversu dulspekilegt og vísindalegt, það hannað til að benda okkur á aðalboðskapinn að það sé staður fyrir þig í ríki Guðs. Það að halda því í hjarta og lifa áfram hvað sem þig býður framundan. Jésús gerir það. Já, það pláss fyrir okkur bæði í ríki hans. Og þegar við hugsum það, tökum við stutt augnablik og nýtum okkur tækifærið. Af hans bóðum að standa í okkar stað, að tákna okkur, að taka dóm okkar á sjálfan sig. Látum okkur biðja, Faðir í. Við þökkum þér að sonur þinn Jésús lifði fullkomnu lífi til að gefa okkur lán fyrir fullkomnu réttlæti hans. Og hann stendur nú sem hárprestur okkar. Í himnum að bæna fyrir okkur. Faðir, ég vil velja að taka þá gjöf aftur í dag sjálfur og ég bið fyrir hvern og einn af áhorfendum okkar að þeir taki svipaða ákvörðun. Að við þurfum ekki að horfa til framtíðarinnar með ótta heldur með trausti á þér. Þakka þér fyrir þá fullvissu sem gefin okkur í nafni elskandi frelsara okkar Jésús. Amen.
Even though the Prophecy Odyssey series in New York City is concluded. Þótt Proheki Odyssey röðin í New York borg sé lokið, geturðu samt hort á hana og hún nú fáanleg á 6 tungumál. Farðu bara á prohekiodyssey.com til að byrja. En ég með ennþá frábærari frétt. Í dag býður Amazing Fasts BBL skól upp á ókeypis. Spádómsaga spádómsins röðin með þessum fallegu, auðskiljanlegu kennslustundum. Til að skrá þig í dag, hringdu í 844-215-7000. Eða sendið tölvupóst á afbibleho@amazingfasts.org. Eða sendið beiðni ykkar til Amazing Fasts BBL skóur, pósthólf 909, Rot. Kalifornía 95678. Og mundu, trú kemur með því að hlusta og hlusta með orði Guðs. Þessi kynning boðin ykkur fram af vinum Ministry of the Amazing Fasts. Hinarustustu orð Jehú voru ekki beint gegn tollmönnum, skækjum og syndurum. Þau voru því falska trúarbröðin. Hvernig lítur Guð á það þegar við höfum trúarbröðin sem fyrirmynd en hjörtu okkar eru spillt? Við erum að lifa á mjög áhugaverðum tímum. Ég held að það sé mikilvægt að við til liður öll ráð Guðs. Og í dag væri eitt af þeim efnum sem gætu verið miskilinn nema ég gefi smá inngang og útskýri. Það eru sumir hlutir í Biblíunni sem eru sumir sterkir fullyrðingar og við ætlum að deila í dag sumum af þeim sterkustu fullyrðingum. Það sem Jesús gerði, sem gefið okkur sem viðvörun í ást, en ég vona að þú takir það bara í anda þess sem það gefið, en það eitthvað sem við, held ég, þurfum að hafa í huga vegna þess að, jæja, eilíft líf fer eftir því. Og svo predikun okkar í dag byggð á andskoti, og það kallaður einlægur hræsni. Því hræsni, auðvitað, andstæða einlægis. En, þú veist, Biblían hefur töluvert að segja hræsnina, og það eitthvað sem við þurfum að biðja að Guð hjálpi okkur að þekkja og verjast aftur. Hvað þá hræsni? Jæja, hræsni kemur frá gríska orði sem í raun vísar til leikhúsins í forngrískum samfélögum. Áður en Kristur kom til jarðar, þegar leikarar gengu á svið og tóku að sér mismunandi hlutverk, höfðu þessi grími sem þeir settu upp. Og einn leikari gæti borið nokkrar mismunandi grími. Á einum tímapunkti kæmi hann. Hann myndi halda grímuna sína og hafa stóran gleðilegan veislu á henni. Þú hefur líklega séð nokkur dæmi þetta í list grískar grími. Og svo þegar hann var reiður, myndi hann hafa reiðan andlit. Og allt í einu, ef djöfullinn ætti að birtast, myndi hann taka upp djöfulsandlitið. Og svo ef það væri engill, sama leikarin myndi setja á sig engilsandlitið. Og hann myndi fara í gegnum línurnar sínar og allir myndu vita að þegar hann hélt á engilsandlitinu, þá þetta engill að tala. Og þannig hugmyndin einn mann sem breytist á milli margra mismunandi gríma þar sem þú færð þetta orð hræsnari eða hræsnari. Og það að tala mann sem fær að miðla einhverju sem ekki ósvikin, ekki raunverulega þeirra. Þessi framkvæmd hér hræsni. Það að láta sem maður trúi á eitthvað, finni eitthvað eða eigi ákveðnar dygðir sem maður hefur ekki í raun, fals, að vera óg. Mætt leikandi að þykjast. Það finnst 40 sinnum í Biblíunni. Þar með talið orðið hræsnari og hræsni. Ef þú gerir leit, þú veist ég skilað á ítalska rivieran, það mjög eftirsóknarvert ef þú getur átt heimili sem snýr að Miðjarðarhafi. Sumir húsin mjög gömul og voru ekki byggð með svalir og allir vilja svalir á heimili sínu. En vegna fortrar byggingarlistar. Ekki hægt að bæta því við á viðráðanlegu verði við sumar þessara heimila. Svo það sem hinn skapandi eigandi gerði var að fá listamenn til að mála svalir á heimilinu þeirra, og svo til að láta það líta út fyrir að vera raunverulegt, myndu sumir þeirra jafnvel mála þvott sem hangir úr svalinni til að gefa því þann. En þú gætir aldrei staðið á þeirri svalirni, hún var bara fasat. Stundum hanga kristnir á okkar trúarbröð og það ekki raunverulegt og við öll í hættu á að vera stundum svolítið hræsni. Margir ykkar hafa heyrt einhvern segja, ég ætla ekki í kirkju því það bara fullt af hræsnurum. Hefurðu heyrt það áður?
Þá heyrðirðu það í síðustu viku. Og ég segi alltaf, þú ættir samt að koma. Það er alltaf pláss fyrir einni viðbót vegna þess að við vitum það öll, við klímum stundum við að vera okkar eigin. Og í kjarna þess sem ég vil segja í dag, ef við missið af því. Dofið burt. Það er ákall að við séum einlæg, að trúin verði að vera hjartatrú. Hvað er harðasta? Viðvörunin sem Jesús gaf var ekki beint gegn tollmönnunum og skeggjunum og syndurunum. Hún var beint gegn falskri trú, fólki sem lét sem eitthvað væri. Að vera, eitthvað sem þeir voru í raun ekki. Nú eru nokkrar ástæður þess að fólk gerist hræsni, það er að þau eru að reyna að gera áhrif. Í fyrsta lagi, það er ekki ramt að vilja gera góða sín. Margir ykkar myndu aldrei giftast ef þið vissuð ekki. Að reyna að gera góða sín. Og ef fólk er að heimsækja, viljum við gera góða sín. Þú vilt vera jákvæður. Jesús sagði, láttu góð verk þín svo skína fyrir mönnum að þau geti dýrkað föður þinn á himnum. Svo hvers vegna ertu að gera góða áhrif? Hér er spurningin, er það að þú gerir það til að dýrka þig? Eða er það til að dýrka föður þinn á himnum? Þú veist, Jesús nefndi grafreiti. Það var í ritningarlestur okkar. Það segir í Mattheusarspjalli 23, við höldum áfram. Veit til þessum texta, væður, ritari og fariserar, hræsnari. Því þér eru lík fýttuðum gröfum sem sjást vel út að utan, en inni. Að innan eru þeir fullir af beinum dauðra manna og alls konar óhreinindi. Jafnvel þannig að utan lítur þú réttlátt út fyrir mönnum en að innan ertu fullur af hræsni. Ólög, hvernig lítur Guð á það þegar við höfum trúarleg yfirbragð en hjörtu okkar eru spillt? Nú ætti ég að hætta við. Þegar börn Ísraels voru flutt til Babýlon vegna gyðjadýrkunar og ótrúmennsku þeirra, gátu þau komið aftur 70 árum síðar. Þeir komu aftur. Sumir trúarleiðtogjanna sögðu að við viljum aldrei gera þá mistöku aftur. Svo dregur Guð blessun sína tilbaka og við erum fluttir burt. Og svo urðu þeir mjög skipulagðir. Í trú sinni neituðu þeir alla til að tryggja trúmennsku. Ekki aðeins varð afgadýrkun aldrei vandamál aftur, heldur höfðu þeir lög hvernig eigi að halda hvíldardaginn með mikilli nákvæmni. Þeir höfðu lög þú veist, að þó sér áður en maður borðar og allar athafnir og strangar reglur trúarinnar. Þeir bættu stöðugt við lögunum. Og þeir komust að því að sumir trúarleiðtogarnir voru stoltir af því að þeir væru trúlegri en hinnir trúarleiðtogarnir og þetta varð eins og ólympíuleikur. Og þetta átti sér stað yfir nokkrar aldir. Þar þróuðu þeir trúarflokk sem kallast Sadduseer, sem tala þá hreinsuðu. Og þeir fluttu einfaldlega trúna heim. Steig, og það varð allt ytri til að auglýsa hversu guðhræddir og helgir þeir voru. Og svo Jesús, hann talaði gegn riturunum og fariseunum. Og þú getur lesið í fyrstu versunum. Jesús talaði til fjöldans og lærisveinana og hann sagði, skrifararnir og farisearnir sitja í. Frá, þeir voru trúarleiðtogar. Þess vegna, hvað sem þeir segja yður, haldið og gerið, en ekki eftir verkum þeirra því þeir segja og þeir gera ekki. Því þeir kaupa, þungbyrði leggja þeir á öxlum manna, en sjálfur vilja þeir ekki hræra við þeim með fingri sínum. Allt það sem þeir gera þeir til að sjást af mönnum. Kalla, þetta dugar næstum. Ef trúin þín til að sýna öðrum hvað þeir hugsa, þá er hún tilgangslaus. Vesalir þér, ritfræðingar og farísi. Vers þér ritari og fariserar, hræsnari. Vers 14, vers þér ritari og fariserar, hræsnari. Vers 15, vers þér ritari og fariserar, hræsnari. 16, segir hann bara, veiður, blinda leiðtogar. Þið farið til vers 23, veiður, skrifarar og farísi, hræsnari. Vers 25, veiður, skrifarar og farísi, hræsnari. Vísa 27, veiður hræsnur. Vísa 29, veiður hræsnur. Orðið hræsnir, held ég, kemur fyrir 7 sinnum í þessum kafla. Áhugavert tala. Og hann segir, veiður, held ég 8 sinnum. En þetta er sterkasta mál sem Jesús talar. Jafnvel í fjallræðunni þegar hann byrjar. Í predikunni snýr hann sér að vandamálinu með hræsni ritara og farísea. Og svo múndi heyra dálítið farísea og boðskapin í dag. Ef þú lítur í Mattheusarspjall 20. og 3. vers 4, segir það ekki aðeins að þeir bindi þunga byrði á menn, heldur segir það að öll verk þeirra geri þau til að sjást af mönnum. Þeir gera breytt. Nú, filakteríu, ef þú heyrir þetta orð, þú veist kannski, hvað er filakteríu. Mós sagði, þessi orð sem ég skipa þér í dag skulu vera í þínum hjarta. Þú skalt binda þau fyrir tákn á hendi þinni. Þau skulu vera fyrir augun á þér.
Og svo hefur þú líklega séð myndir áður. Ég held að við höfum eina sem við ætlum að setja upp á skjánum hér. Þú getur séð umhverfis úlnliða þeirra, þeir. Vefjið þessar töngur og það væri ritning á kassa á hægri hendi þeirra og síðan á enni þeirra, þeir ættu smáan kassa sem innihélt ritningu. Mós meinti ekki að Guð hafi viljað að þeir tæku hluta af ritningunni og bundu það við ennið eða hendurnar. Hann átti við að hafa það í huganum. Hafðu það í verkum þínum og hafðu það í hjarta þínu. Greinilega, í hjartanu var þessi myndræna málnotkun en þeir tóku það bókstaflega og þeir settu þessar áminningarbönd. Þeir bera þau enn í dag. Hinn eru gyðingarnir á höndum sínum og höfðum sínum. Og hann sagði að þeir hefðu gert jaðra fatana sína breiða því prestinum var sagt að hafa jaðar af bláum lit til að sína trúnað sinn. Og svo prestarnir hafa allir, þú múnt sjá það á myndum, þeir höfðu borða af bláum lit. Jæja, ef einhver hefði smá borða af bláum lit, myndi einn prestur segja að borði hans. Það er breiðara en landamærin mín. Jæja, ég ætla að gera bláu landamærin mín breiðari en hans landamæri. Áður en langt líður voru þeir að draga þessi löngu bláu landamæri til að sína að ég er trúari en þeir. Og svo öll þetta fóru að vera eins og sýning á hver gæti verið trúmesta. Þeir stækkuðu jaðar fatana sinna. Þeir unnu. Efst sætin á veislunum og helstu sætin í samkunduhúsum og kveðjur á markaðstorgum og að vera kallaður af mönnum, rabbi, doktor. Það snerist allt stöðu þína. Ég held að Spurgeon hafi sagt að við ættum ekki að vera stolt af undirstöðu eða stað eða kiðþætti. Og það var allt skrifstofu þeirra og þeir vildu það. Þeir eru áhyggjufullir það hvað allir aðrir héldu þeir og svo var það allt yfirborðstrú. Maður horfir á yfirborðið. Guð lítur á innviðinn. Oft lifum við af því að við erum áhyggjufullir það sem maðurinn sér og við gleymum því sem raunverulega skiptir máli. Hvað sér Guð? Erum við einlæg? Ég grípi mig. Að vera hræsni. Ég er bara að segja þér það beint upp í andlitið, en mér er ekki sérlega skömm að segja það opinberlega því hvort sem þú veist það eða ekki, þá ertu það líka stundum. En við verðum að ná sigri yfir því. Ég er ekki að segja það og segja, jæja, við erum öll hræsnari. Nei, við verðum virkilega að meta, erum við að gera hluti. Fyrir dýrð Guðs erum við að hafa áhyggjur af því hvað allir hugsa. Setjum við okkur einhvern trúarbrögð bara til að líta vel út. Tvíhyggja er ein af hættulegustu viðhorfum. Þetta er fyrir kristna. Jésús talaði harðast gegn því. Við berum öll grímu stundum. Einhver sagði einu sinni að hræsni væri það vitnisburður sem syndin ber fyrir dygð. Það er frekar djústætt þegar maður hugsar það. Oswald Jammer sagði, heimurinn er glaður yfir afsökun til að hunsa boðskap guðspjallana og hræsnin. Af kristnum er uppáhald afsökun þeirra. En hræsnin birtist ekki bara í Nýja testamentinu vegna þess að þetta er Kristorð. Hræsnin er fjallað í Gamla testamentinu. Horfðu bara aðeins. Fyrsta kafla Ísaja. Hann stingur beint í kjarnan. Ísaja er eins og guðspjall Gamla testamentisins og hann sparar engum. Högg, farðu í vers 12. Allt í lagi. Þegar þú kemur fyrir augliti mitt, hver hefur krafist þess af þinni hendi að tróða dómstóla mína? Að færa ekki fleiri tilgangslaus fórnir, reykelsið er afskræming fyrir mér. 9 mánuðunum, hvíldardögum, samkomugullunum. Ég þóli ekki. Jafnrétti. Það segir að þú sért að fara í gegnum hinn trúarlegu hlut en það kemur frá óréttlæti. Og hinn helgi merkingu, 9 tunglum þínum, hátíðum þínum sem ákveðnar eru, sál mín hatar. Þær eru mér að óþægindum. Ég er þreyttur á að grafa þá. Þegar þú breiðir út höndunum þínum, mun ég fella það merkir að þegar þeir myndu biðja og þeir myndu breiða út höndunum. Ég mun fella augun mín frá þér. Jafnvel þótt þú gerir margar bænir, mun ég ekki heyra. Hendurnar eru fullar af blóði. Síðan segir hann, hér er lausnin. Þóið ykkur, gerið ykkur hreina. Hættið að gera hið illa. Fyrir augum mínum, hættu að gera illt, lærðu að gera gott, leitaðu réttlætis, ávítaðu kúgara, venduðu föðurlausa, berjast fyrir ekkjuna. Komdu nú, röhræðum saman, segir drottinn. Þótt syndir yðar séu eins og skarlat, verða þær hvítar sem snjór. Þótt þær séu rauðar sem karmín, verða þær eins og ull. Ef þið eruð fús og hlýðnir. Þú múnt eta góða landsins, en ef þú synjar og gerir uppreisn, múntu verða uppátinn af sverði. Og skilningurinn hér er að sama hversu margar bænir þú biður, sama hvað. Hversu mörg fórnir þú gefur, hversu oft þú mætir í musterið fyrir ýmis hátíðir og hvíldardaga, ef hjörti þín eru ekki hreinsuð af guðspjallinu. Það er að reykja nefið hans er það sem Biblían segir. Drottinn vill að við séum raunverulegir kristnir, eins og ég vitnaði fyrir stundu síðan. Oswald Chambers sagði, heimurinn er alltaf að horfa, elskar fjölmiðlarnir ekki að finna hræsniskristinn. Þeir munu halda því fram. Ég var, þú veist,
Ef þetta er hvernig kristnir menn hegða sér, þá er ég ennþá öruggur að fara ekki í kirkju því þeir eru bara allir hræsnari. Djöfullinn er hræddur ekkert meira en raunverulega kristna menn sem hafa í raun breyst. From Tain Sit Out. Hér hjá Amazing Fasts International leggjum við okkur fram að koma til heimsins með ótrúlegum sannleikum biblíunar og boða. Jú. Við prentum þúsundir auðlesina efna eins og bækur, rit og alþjóðlegar myndskreittar tímarit sem eru öll hönnuð til að breyta. Lífans snýst að útskýra margar rangugmyndir sem fólk hefur orð Guðs. Vörueymslan okkar er full af efni sem er tilbúið til sendingar og við erum spennt fyrir að send þeim til þín. Nýttu þér biblíunámið þitt í dag sem best með því að biðja ókeypis tilboð okkar. Það mun örugglega auka þekkingu þína á biblíunni og gefa þér blessun. Í lífi þínu, fylgdu einfaldlega leiðbeiningunum á skjánum og við sendum þér það ókeypis. Og þegar þú hefur lesið það, vertu vissum að deila því með vini. Hvað vill Guð? Sjálmur 51:7 vers. Sjá, þú vilt sannleika í innsta hjarta. Og svo hinn faldni hluti, þú munt láta mig þekkja speki. Guð vill að við séum heiðarleg og sannfærð að innan. Fyrir mörgum árum fór ég til og ég sá fjársjóð konungstugs. Og þegar Howard Gatter fann fyrst grafarfelið hans, held ég að það hafi verið 1921 að þeir opnaði fyrsta grafhýsið og þeir gengu inn í þetta stóra steinhögna herbergi og þar var þessi stóra líkkista. Og þeir opnuðu líkkistuna. Þar var gullkassi og svo var það annar gullkassi og annað gullelda kassi og þar var hreiður af 7 kistum. Og svo höfðu þeir þetta fallega, það er meistaraverk sem er ein kista er með 140 pund af gulli stuttuð með gimsteinum. Og svo lyfta þeir því af. Þeir fengu þetta ómetanlega, þú hefur séð andlitsgrímu konungstugs. Hún er talin ein af þeim. Dýrmætustu listaverkin eru næstum fullkomin. Gull. Og svo tóku þeir það af múmíunni og hún var vafin í einhverju klæði sem hafði einhvern gullþráð í honum. Og svo að lokum tóku þeir það af og veistu hvað þeir fundu undir öllu þessu. Hér er mynd af 2 döngum. Svo allt þetta gull. Umhverfið hans var í raun ungur konungur. Hann lítur ekki mjög ungur út núna. Hann lést 19 ára aldur. En allt þetta gull og allt þetta fegurð og allt þetta listaverk er umhverfið. Fúin, rótið, vísið múmía. Þetta er það sem Jésús er að tala ef við höfum alla fegurðina í trú okkar. Og við höfum ekki hjartaskiptið. Hann segir, þetta er það sem ég sé. Hann segir, hvað vill hann? Kristur sagði, Farísi, þú hreinsar utan að koppinn og þú gerir það ekki. Inni, nú ef þú ætlar að fara til einhvers og þeir segja þér, þú veist, ég er með vandamál. Ég er svolítið, í vafa. Ég get það aldrei. Þú ættir að þó innan á trúnaðarinnar á diskonum þínum. Það er það sem kemur í snertingu við matinn þinn og drykkin. Viltu að utan sé hreint eða viltu sérstaklega að innan sé hreint? Jæja, þetta er hvernig Drottinn er. Hann sagði, sjáðu, ef þú verður að velja á milli þeirra tveggja, þá er mér ekki eins mikil umhyggja utan eins og innan. Það er í lagi að þú sért góður. Útana líka, en byrjaðu á innan frá. Því ef hjartað hefur breyst, orðin hafa breyst, lífið hefur breyst, þá breytist allt þegar þeir fá guðspjallið. Það verður að byrja innan í, svo af hverja þykist fólk, af hverju þykjum við stundum að. Það sem við erum ekki. Jæja, eins og Jésús sagði, stundum erum við að reyna að gera mikinn áhrif. Við erum áhyggjufull það sem fólk hugsar. Þú veist, oft er það ótti. Fólk gerir hræsnari. Hlutar sem eru mikilvægir vegna þess að þeir eru hrættir. Nokkur dæmi, Davíð, 1. Samúels bók 21, hann heyrði að Akís áttaði sig á því hver hann var. Það segir, þegar Davíð heyrði þessi orð, varð hann mjög hrættur við Akís konungi Gat, fíliskeiskan konung. Svo breytti hann hegðun sinni. Hann lét sem hann væri brjálaður. Hann klóraði á dyrnar, hann lét munnvatnið renna niður í skegg sitt. Nú skulum við segja að hann væri að þykjast vera eitthvað sem hann var ekki. Af hverju? Af því að hann var hrættur. Hvers vegna lét Abraham að Sára væri bara systir hans? Hann er hrættur, hann sagði, hún er svo falleg. Þeir gætu drepið mig, svo ég segi þér hvað, við skulum gera samning. Vengi segir við Söru, við skulum bara segja að það sé bróðir systur. Ég meina, við höfum samt sama föður, mismunandi mæður, en við skulum ekki gera mikið úr hjónabandinu. Við skulum láta eins og. Það er jafnvel bara hálgerð hræsni. Hefurðu heyrt hálfa sannleikan áður? Ef þú hefur hálfan sannleik, hvað er hitt hálfan? Og svo. Af hverju? Hann var hrættur. Guð segir við Söru, þú hlóst þegar þú heyrðir spádóm og loforð mitt. Hún segir, af hverju hló ég ekki?
vegna þess að hún var hrædd. Hún hló. Hvers vegna sagði Ísak að Rebekka væri systir hans? Hann var hræddur við Filisteana. Pétur, sagði Jésús. Pétur sagði, ég mun ekki neita þér, jafnvel þótt allir þessir neiti þér. Ég mun aldrei neita þér og hann kann að hafa meint það í því augnabliki, en af hverju neitaði hann Jésús að lokum? Hann var hræddur. Hverju var hann hræddur? Var hann hræddur að þjónustustúlkan ætlaði að berja hann? Nei, hann var hræddur við það sem þeir hugsuðu. Hann var hræddur við allt sem. In Galatians chapter 2 verse 11, even after Peter was converted, he backslid a little bit. Just to give you the story. Hann hneigðist aftur aðeins, bara til að segja þér söguna, gyðingarnir voru mjög varkárir. Í ákveðnum lögum, þeim líkaði ekki við tengsl við heiðingjana. Guð sagði Pétri, sjáðu, ekki kalla heiðingjana óhreina. Ég hef hreinsað þá, þeir geta allir verið frelsaðir rétt eins og þú. En þegar gyðingar komu til að heimsækja Pétur upp í Asíu og Pétur hafði verið að búa með heiðingjum, borða með heiðingjum, hanga með heiðingjum alveg eins og það á að vera. En þegar gyðingarnir komu, hugsaði hann, jæja, hvað munu þeir hugsa um mig? Og hann fór að draga sig tilbaka frá þeim og hanga bara með gyðingunum og það var í raun, það var mismunun og smá kynþáttafordómar, mætti segja. Hlustaðu nú á það sem Páll segir. Páll, Galatabréfið 2:11. En Pétur kom til Antíokkíu, stóð ég honum andliti andspænis, því hann var að kenna. Því áður en sumir, menn komu frá Jakob niður frá Jerúsalem, hann var að borða með heiðingjunum. En þegar þeir komu, dró hann sig tilbaka og aðskildi sig, óttast þá sem þar voru. Af hverju gerði hann það? Hann hræddur, óttast þá sem eru umskornir, gyðingarnir. Og hinir gyðingarnir, sem höfðu þegar verið þar uppi með Pétri, þeir gengu honum í hyggindaskorti. Jafnvel Barnabas, ég var bara ofur með þeirra hræstni. Jæja, þetta góð frétt í voninni að ef Jésús getur breytt fiskimönnum, getur hann breytt okkur. Það þeirra því að það eru hræstnari í kirkjunni? Mér liggur meira á hyggju að hræstni í mér sjálfum. Það í náttúru mannsins stundum að leggja á sig sýningu. Kristnir þurfa að sigrast á því, en það ætti ekki að trufla þig í því að telja. 1 níkull. Hefurðu heyrt falsaðar $20 seðla? Þú finnur falsaða $100 seðla. Ég hef aldrei séð. Gegnill Nikói, veistu af hverju? Eitthvað fyrir það. Hvað gerir þú að falsa? Falsari þinn. Hlutir sem eru verðmætir. Af hverju fjöldi falskra kristinna manna svona mikill hjá djöflinum? Vegna þess að ekkert verðmætara í heiminum en sannur kristinn maður. Hefurðu svo mikið af falsaðri vöru? Og það ætti ekki að koma okkur á óvart. Ekki missa kjarkinn. Nú, af hverju það svo mikilvægt að við skiljum? Job 8:13. So is the path of all who forget God, and the hope of the hypocrite shall perish. Now there's hope for you and me, right? Svo vegur allra þeirra sem gleyma Guði og von hípókritans mun glatast. En nú von fyrir þig og mig í þessu augnabliki, en einhvern tíma, að lokum, þegar Drottinn kemur. Hefur hróttur guðlausra stuttur. Fegurð svikara aðeins stund. Það lof manna. Þú skalt ekki ríkja. Við munum ekki lifa í ríki með Kristi. Og að lokum, hlustaðu á það sem Jésús sagði. Mattæus 24:51. Húsbóndi þess þjóns mun koma á degi sem hann ekki. Að leita að honum. Klukkutíma sem hann ekki meðvitaður mun skera hann í tvennt og útluta honum hlut sínum með hræsnurunum og þar verður grátur og tannagnistur. Það ekki ljóst hvert hræsnarnir eru að fara að enda? Þess vegna mikilvægt að við tölum þetta vegna þess að Jésús talar það. En það von fyrir okkur. Getur faríseinn frelst? Já, Jésús frelsaði einhverja farísea. Veist þú af hverju Nikódemus hitti Jésús? Nóttina var hann farísei. Hann var hræddur hvað hinir farísearnir myndu hugsa. En þegar Jésús lést loksins á krossinum, yfirbugaði hann óttann sinn og kom til. Að sjá líkamann. Jósef frá Arimatíu, þú heyrir aldrei hann fyrr en Jésús deyr. Hann var meira umhugður það sem Guði fannst en það sem hinir farísi höfðu. Fordæmið Jésús, og það segir, Jósef fór djört til Pílatus og bað lík hans. Pílatus hélt að ég hélt að þið frísarar vildið hann dauðan. Nú vilti heiðra hann, ég skil ekki. Jósef var djarfur, og svo þekkið þið annan frægan faríseu, hann hét Sál frá Tarsus, síðar kallaður Páll. Leyfið mér að lesa þetta fyrir ykkur. 23:6 En Páll skynjaði að annar hópurinn var Sadduki, hinn hópurinn var farísi.
Hann kallaði út í ráðinu, menn og bræður, ég er farísei, sonur farísea. Aðgerðir 26:5 þeir þekktu mig frá upphafi ef þeir voru tilbúnir að vitna að samkvæmt ströngustu söfnuði trúar okkar. Ég bý sem farísei, veistu nú hvað það þýðir? Að helmingur Nýja testamentisins var skrifaður af farísea. Það var breytt, þá von fyrir hræsnara. Og hvað varð Pál? Pál hitti Jésús á leiðinni til Damaskus. Og hjarta hans breyttist, hann varð fullkomlega umbreyttur. Hann eyddi miklum tíma í að vera á hnjánum, fastaði og baði 3 daga. Og einu sinni, þú hefur virkilega náð í hið raunverulega. Já, þú veist, þú verður að skilja að jafnvel þeir sem eru svolítið hræsni, þeir vita að það gildi í hið raunverulega. Þeir eru að reyna að fá hið raunverulega, en í stað þess að hafa áhyggjur fyrst af því sem Guði finnst, hafa þeir áhyggjur af því sem mönnum finnst. Nú setti Gósel saman í tvennt. Ást fyrir Guð og ást fyrir náungan. Hvað kemur fyrst? Guð, fyrst, komið til mín. Matteus 11 kemur á undan Matteus 22. Það fyrst þetta ástarsamband, ef við byrjum á því hvað Guð hugsar mig, og þegar við fáum það rétt, þá lifum við fyrir framabraut aðra. Svo þeir munu dýrka föður okkar á himnum. Við viljum vera góð dæmi, en það verður að byrja á því, Guð það mikilvægasta. Ekki gleyma að biðja lífbreytandi fríttefni dagsins í dag. Ekki aðeins geturðu fengið þessa fríu gjöf í pósti, heldur geturðu einnig halað niður rafrænt eintæki beint á tölvuna eða farsímann þinn. Til að fá rafræna afritið af ókeypis gjöfinni í dag, sendu einfaldlega lykilorðið á skjánum þínum með textaskilabóðum á 40.544 eða farðu á vefslóðina sem birtist á skjánum þínum. Og vertu vissum að velja stafræna niðurhalsvalkostin á beiðnisíðunni. Það nú auðveldara en nokkru sinni fyrr fyrir þig að rannsaka orð Guðs með ótrúlegum staðreyndum hvar og hvenær sem þú vilt. Og það sem mikilvægast, að deila því með öðrum. Farðu út í allan heim og predikaðu fagnaðarerindið til allra skepna. Útvarp, sjónvarp, prentmiðlar, boðunarviðburðir og internetið. Amazing Fasts International að hlýða boði að fara út í allan heim. Fólki yfir 150 löndum hafa verið blessuð af orði Guðs. Amazing Fasts hefur skapað ný áhrifasvæði á Indlandi, Afríku og Kína. Á Íslandi, með hverju nýju landi koma 100 þýtra bæklinga, námsefnis og kynningamynda sem framleitt eru í hverju landshluta fyrir fólkið á því svæði. Með þessum dýrmætu sannleikum, verða boðar Guðsorðsins knúðir til að dreifa björtum geislum ljós á hverja braut sem þeir fara. Vinsamlegast heimsækið Reactavolt, Amazing Fasts. Vefsíða til að læra meira Amazing Fasts International og hvernig þú getur tekið þátt í þessu spennandi sálavinningsstarfi. Vefsíðan aftur Reactavolt. amazingfasts.org. Takk fyrir stuðningin. Takk fyrir að hlusta á Amazing Fasts. Hefur þú einhvern tíman viljað kynna þér kennsluna? Af Biblíunni á einfaldan og skiljanlegan hátt, skref fyrir skref. Frábæra staðreyndir Biblíuskólinn býður upp á ókeypis kennslu sem auðvelt að fylja og leiðir þig í gegnum. Til öllum lífsmikilvægum kenningum ritningarinnar. Heimsæktu amazingbiblestudés.com til að skrá þig fyrir ókeypis kennslustundum. Þær eru fáanlegar í pósti eða á netinu. Rannsóknir eru einnig boðnar á mörgum tungumálum. Don't forget to request today's free offer. It's sure to be a blessing. And thank you for your... Ekki gleyma að biðja frítt tilboð dagsins. Það örugglega blessun. Og takk fyrir þína stöðugu stuðning þegar við berum fagnaðarerindi Jesú Krists til. Heimurinn, við vonum til að þú takir þátt með okkur í næstu viku þegar við kafum djút inn í orð Guðs til að kanna fleiri ótrúleg staðreyndir. This presentation was brought to you by the Friends of the Amazing Facts Ministry. Þessi kynning var flutt til ykkar af vinnum Amazing Fasts Ministry, eins og Jesús. Horti inn í framtíðina, hann sá heiminn okkar hristast undir þyngd syndarinnar á síðustu dögum. Og þó, þegar heimurinn var að losna í sundur, þá stígaðir þú fram. Þú, gaf svo að eilífa fagnaðarerindið gæti náð til heims í kreppu. Árið 2025 boðaðir þú djarflega sannleikan og leitir þúsundir til Krists.
Árið 2025 komstu með mikilvægar sannleika á sumum af stærstu sjónvarpstöðum heimsins eins og Lifetime og History. Þú settir einnig fram frábært forrit með áhugaverðum staðreyndum. Á nýjum sjónvarsrásum allan heim. Og þökk sé ástúðlegum gjöfum ykkar eru þið nú að boða sannleika á sumum af vinsælustu sjónvarsrásunum sem streyma beint sem nær til 100.000. Af nýjum áhorfendum með hina eilífu fagnaðarerindið. Í ár hófu gjafir þínar í forn spádóms niðurtalningu, alþjóðlega boðunarstarf. Armageddon og lokaviðburðir spádómsins, 5. árlega Amazing Fasts unglingavundurinn, lóðrétt sín og sköpunin. Hátíð, allt þetta var mögulegt vegna þinnar ástríðu fyrir biblíulegri sannleika. Ég er svo þakklátur fyrir hvernig Guð hefur notað þig til að deila þessum lífsbreytandi atburðum. Með áhorfendum, þakka ykkur fyrir að vera hluti af 60 árum okkar af uppfyllingu hins mikla boðs. En verkefninu er ekki lokið, svo vinsamlegast vertu með mér sem samstarfsmaður til að koma meiri í eilífð. Sannleikin til heimsins og að sjá líf breytast fyrir eilífðina. Takk, 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 takk kærlega fyrir að breyta lífi mínu. Hi friends, welcome to our Sabbath School Study Hour here at the Granite Bay Hilltop Church. Hæ, vinir, velkomin til okkar hvíldardagsskólastundar hér á Granite Bay Hilltop Church. Við erum með áhugaverða rannsókn í dag. Ég er mjög spenntur fyrir henni. Ég hef verið að elska hátíðaskólan, bara að fara í gegnum mismunandi sögurnar í Jósúa bókinni, þar sem við höfum lært svo mikið að vera hugrakkur í drótni og lært hvernig á að lifa í hans nærveru og það hefur bara verið ótrúlegt nám. Í dag erum við að læra úr kennslustund númer 13. Hún kallast Veldu þennan dag. Og, svo er það. Lokað kennslustund ársfjórðungsins og ég er spenntur að kafa ofan í það sem við höfum hér. En áður en við gerum það, vil ég gefa ykkur eða kynna fyrir ykkur þetta. Frjálst tilboð. Það kallast getur frelsaður maður valið að glattast. Og ef þú vilt þetta, þá fylgir það ásamt frelsun og bara sögur af nokkrum. Að vera hugfarinn og síðan læra að Guð getur enn bjargað syndara eins og þér. Aldrei gleyma því að Guð er miklu stærri frelsari en þú ert syndari. Og svo ef þú vilt þetta. Tilboð, þú getur hringt í símanúmerið 866-788-4966 og þú mátt biðja tilboð númer 112. Ef þú ert á meginlandi Norður-Ameríku getur þú sendt textaskilaboð. SH-nútleit 6 á númerið 40544 eða ef þú ert utan Norður-Ameríku getur þú farið á stutti.raft.org. /HSH-nútleit 6 og þú gætir fengið stafrænan niðurhastengil. Svo ekki missa af þessu ókeypis tilboði. Þetta verður saga af. Fyrir þig, áður en við byrjum líka, eftir ókeypis tilboðið, vil ég biðja með þér til að bjóða anda drottins að vera með þér á meðan þú hlýðir á kennslustundina, á meðan þú fylgir henni í þinni fjórðung. Bæn mín er að þetta verði í raun tól til hvatningar, til huggunar fyrir þig svo að Guð geti talað við hjarta þitt og notað þig til að tala við þá sem eru. Á þig, svo lúkum við höfðum og biðjum. Drottin minn, takk fyrir að gefa okkur þessa stund þar sem við getum farið í orð þitt, lært, vaxið. Leitaðu eftir þroska, drottin og hvatningu ekki eingöngu fyrir okkar eigin ávinning, heldur einnig fyrir þá sem búa í kringum okkur, vinir okkar, samstarfsfólk, fjölskylda okkar. Drottin, við viljum vera ljós í þessum dimma heimi, og þegar við förum í gegnum þessar síðustu daga, bið ég þig, Faðir, að innblása okkur í raun og veru og fylla okkur með anda þínum í gegnum þessar sögur, í gegnum þessar leksíu svo að við getum. Nærið þér og nálgast aðrir þér líka. Ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir ást þína. Í nafni Jesú, amen. Svo eins og ég hef nú þegar. Við erum að læra úr kafla númer 13. Er það ekki? Það er síðasti kaflinn í þessari önn. Minnistekstinn okkar hann kemur frá Jósúa 20. og 4. kafla, 15. vers. Hann er mjög, þetta vers, og það er líka mjög samsíða, titlinum sem veldu þennan dag. Ekki satt, svo lítu á það sem það segir. Það segir, og ef það virðist illa við þig, að þjóna drótni, veljið yður í dag hverjum þér viljið þjóna. En hvað varðar mig og mitt hús, þá munum við þjóna drótni. Aftur, það er Jósúa. Kapitúli 24, vers 15. Ég vil lýsa fyrir þér hvað í gangi, ertu með. Hvað að gerast í þessu samhengi og hvað hefur þetta með titlinum, veldu þetta, að gera? Hvað hefur þetta með lokun ársfjórðungs okkar að gera, rannsókn á Jósúa bókinni? Jæja, ég vil að þú manst eftir því að lokunin hér, lokakafli Jósúa bókinar. Það leiðir okkur að þessari mjög hátíðlegu og mjög hápunktstímundi sögu Ísraels. Þetta sáttmálinn sem að gerast sem hefur verið endurstaðfestur í Sjekka.
Nú höfum við gamlan leiðtoga, já, þennan aldraða leiðtoga, sem Jósúa. Hann nú að nálgast enda langa lífs síns þjónustu og hann safnar öllum ættkvíslum Ísraels til að segja frá náðarverkum Guðs, hinum undursamlegu hlutum sem Guð hefur gert fyrir þá og í þeirra stað. Ekki satt, frá því að þeir voru leystir út úr Eftalandi og þar til þeir tóku að lokum við sína í fyrirreitna landinu hér í Kananslandi. Svo frá upphafi til enda þetta minningamerki það. Guð hefur gert fyrir þá. Jósúa hafði tekist og þetta þar sem þú verður að muna að hann hafði tekist Móses sem skipaður leiðtogi Ísraels. Hann leiti þjóðina eftir. Mós lést í bardögum og sigrum og landvinningum og nú stendur hann fyrir fólkinu í síðasta sinn. Það engin tilnefndur leiðtogi. Einsýn, þegar hann stendur frammi fyrir þeim, rétt áður en Móses hafði svona leitt Jósúa inn í forrystu, en nú engin raunveruleg tilnefndur leiðtogi einsýn. Athugið nú, það snýst ekki nýjan leiðtoga, heldur varanlega trúmennsku Guðs og að þeir ættu að hafa varanlega trú á Guði. Það ekki? Viðbrögð fólksins, til hans trúfastleika til þeirra, og í þessum mikla samkundi minnir Jósúa þá á máttverk Guðs allt það sem Guð hefur gert og kallar þá til að taka mjög. Sjálfviljug val, hverjum muntu þjóna, þessi staður hér í Sikkem og þetta svæði og hér þar sem ég vil að þú setir þig í. Í sögunni, ekki satt, ímyndaðu þér að þú sért þar. Þessi staður sem kallast Sikkem sem var á milli fjallsins Ebal og fjallsins Gerisims var mjög djúpt táknrænn. Staðurinn var táknrænn, hann var staður sem vaknaði til minningar ákveðin atriði. Þetta var sá sami staður sem Ísrael hafði áður. Ber þeirra sáttmála með því að lýsa blessunum og bölvanum. Svo þegar þú ferð aftur til daga Mós þar sem Guð hafi kynnt þeim það, blessanir og bölvanir, eða með öðrum orðum, sáttmálan. Rétt þeir rétt fyrir framabraut þá. Hér þar sem það gerðist. Þetta var helgur staður sem var lýst sem að vera fyrir framabraut Drottin, vera í nærveru Guðs. Þetta var áminningum að ákvörðun þeirra bar með sér andlegan og innri þunga. Þetta var ekki bara hvaða augnablik sem þetta var ekki bara hvaða samkoma sem þetta var stórmynd, hérna, þetta var stórt mál og þessi kapli sjálfur, hann endurspeglar minnstur fornaldar sáttmálaháttíða. Ekki satt, þeir myndu bera kennsl á þetta. Guðlegur leiðtogi, ekki satt, tæknilegt orðið fyrir þennan leiðtoga var yfirkonungur. Hann var svona eins og þeirra yfirráðandi, en hér það Guð. Ekki satt. Þetta ekki bara annar yfirráðandi, annar konungur. Guð hérna rétt hjá? Hann minnir á trúfesti sína, allt sem hann hafði gert fyrir þá, allt sem hann hafði búið með þeim. Hann lýsti yfir væntingum sínum til þeirra. Jósúa að gera það. Ekki satt, hann þekkir Guð, hann man allt samsöguna þeirra við Guð. Síðan lýsir hann yfir væntingum Guðs og þá kallar hann fólkið til endurnýjaðrar hollustu. Og Jósúa, hann leggur þetta fram greinilega. Þetta greinilegur hlutur. Þetta augljós hlutur sem hann að leggja fyrir þá þar sem það segir og ef þér þykir það illt að. Þjónið Drottni, veljið yður í dag hverjum þér viljið þjóna. En hvað varðar mig og mitt hús, þá munum við þjóna Drottni. Ekki satt, svo það minnisversið. Það það sem Jósúa segir þessu fólki. Hann gefur þeim þennan kost, þessa valmöguleika. Nú kann þetta hér að virðast sem fararorð sem það þú veist, á marga vegu, en það miklu meira en það. Það ekki bara hann að kveðja. Það var andleg kalla til ákvörðunar fyrir þá til að bregðast við því sem hann sagði. Eftir allt það sem Guð hafði gert. Hlutleysi var ekki valkostur. Þeir gátu ekki bara verið á hlekkjum. Þeir gátu ekki bara, þú veist, svona reikaðum. Þeir þurftu að gera val. Þeir þurftu að taka ákvörðun. Ísrael þurfti að ákveði hverjum þeir myndu tilbiðja, hverjum þeir myndu þjóna. Og sáttmáli þeirra við Guð hér, hann ekki haldinn uppi af tilfinningum, af hefð. Hann gæti ekki verið sá sami gamli. Þetta var ekki bara eitthvað sem þeir voru að segja. Þetta þurfti að vera ákveðin skuldbinding. Og þess vegna förum við inn í fyrsta dags kennslustundina, í kennslustund sunnudagsins, ekki satt, sem hefur titilinn. Þú varst þar, og svo hægt að draga saman þennan dag í þeim versum sem við finnum í Jósúa kapla 24 versi, sem segir þetta. Það segir, þá, Jósúa kallaði saman alla ættbálka Ísraels í Sikkem og sendi boð til öldunga Ísraels, höfðingja þeirra, dómara þeirra og yfirmanna þeirra, og þeir komu og stóðu fyrir augliti hans. Drottin, svo þessi sáttmálasamkoma, hún hér í Sikkem, hún átti sér stað fyrir 1000 ára. Ekki satt, þetta gerðist fyrir 1000 ára á þessum staður, ekki satt, þennan tímapunkt, fyrir 3400 árum. Ekki satt, mjög löngu síðan, en í mjög raunverulegum skilningi vorum við öll þar. Þetta var fornt fund en líka mjög nútímalegt, mjög tímabært. Við vorum þar, þú sérð vinir, atburðir ritningarinnar, atburðir biblíunar, fólkið, leikurinn.
Persónurnar, ævisögurnar, táknin, gerðirnar, dæmisögurnar, allir þessir þættir sýna fram á hvernig hver kynslóð tengist Guði. Hver persóna og hver frásögn Biblíunnar, allar þær, sigrar þeirra, mistök, trú þeirra, allt það sem þeim gerist, endurspegla. Það er mannkynið í gegnum tíman. Upplifun mannkysins í gegnum tíman. Nú er ég ekki að segja að þessar sögur hafi ekki verið bókstaflegar. Auðvitað voru það. Þetta eru raunverulegir fólk, á raunverulegum stöðum, en sögur þeirra, þær kenningar sem við lærðum þær fara út fyrir sjálfa sig vegna þess að á mjög ótrúlegan hátt, þessir fólk, þessar ævisögur, þær allar. Endurspeglið okkur, reynslu okkar, leiðirnar sem við hittum Guð á, sigrana okkar, mistökin okkar, reynsluna okkar. Þau stíga á svið sögunar. Þeir yfirgefa stutta sinn tíma, stutta sinn stund og þeir yfirgefa kenslur, viðvaranir, dæmi fyrir fólk sem. Myndir fylgja þér, fylgja mér. Ekki satt, svo á þennan hátt stendur hver trúaður í dag í samfellu við söguna sem afhjúpast hér í Sikhem. Þú getur sett þig í þá sögu, ekki bara í skýringarmyndalegum, þú veist, í hlutlausum hætti, heldur í mjög raunverulegum hætti. Öldum fyrir þann tímapunkt áður en. Það sáttmálafundur í Sikhem, Abraham, faðir trúarinnar, hann hafði reist altar á þessum sama stað. Þegar hann kom fyrst inn í land Kanaans, birtist þetta í 1. Mósebók kafla 12. Rétt, þegar Guð bauð Abrahams borðið í fyrsta skipti, þar sem Guð býður Abraham borðið í fyrsta skipti. Það var hér sem Guð gaf þeim fyrsta lofórð landsins, og nú þegar þessi lofórð eru að rætast, safnar Jósúa afkomendum Abrahams til að endurnýja sáttmálan við sama Guð á sama stað. Landslaginu ber sjálft boðskap. Rétt eins og altari Abrahams birti trú á ósýnilegu Guði, þá þurfa þessir menn nú að sýna óskiljanleg trúfesti við Drottin. Þeir þurftu að afneita hverri leif af afguðatikun, hverri leif af klofnu hjarta, af klofnum hugsunum. Þeir þurftu að segðu frá því. Jósúa kapli 24 vers 2-13, við ætlum ekki að lesa það núna. Við lesum smá hluta af því. Hvað er það í raunum? Það er þessi endursögn, þessi endurtekning á miskunnsamlegum verkum Guðs. Það er samantekt á sögu Ísraels allt frá Abraham til núverandi sigra þeirra, til alls þess sem þeir höfðu farið í gegnum. Það er endursögn sagnanna í 1. Mósebók, 2. Mósebók, þar sem hver setning byrjar á frumkvæði og frumkvæði Guðs. Sjáðu þetta, hér segir Guð, ég líka, ég gaf, ég sendi, ég plakaði, ég leiti þig út, ég frelsaði þig. Það er Guð sem opinberar sig í sögunni. Hann segir að hann sé nær en nokkur gæti nokkurn tíma búist við. Að Guð sé virkur Guð sem leggur sjálfan sig í söguna til að vera persónulegur. Til að vera nálægt. Ísrael, vinir, hérna, þeir eru ekki aðalpersonan í sögunni. Þeir eru móttakandinn, tilvist þeirra sem þjóð. Frelsun þeirra frá eftalandi, sigrar þeirra í Kanaan, þeir eru ekki afleiðing mannlegra ráða eða styrks, heldur bein afleiðing náðar Guðs. Það er aðalpersonan, það er Guð, það er ekki Ísrael, það er Guð. Ræða Guðs í Jósúa kafla 24, hún skiptist á milli þeirra. Rétt, hann er að vísa til forveðra þeirra og síðan til liðar, til fólksins. Guð er að tala foreldra þeirra, forveður þeirra og síðan til þeirra. Svo þú sér þetta sam. Millið og fortíðin, ekki satt, og þessi breyting, hún leggur áherslu á að sáttmálinn, hann var ekki gerður eingöngu við forveður þeirra vegna þess að það er mjög auðvelt fyrir. Að hugsa, en þú gerðir þennan samning, þetta sáttmála við, þú veist, við forveður okkar, við kynslóðir fyrir löngu. Við erum bara hér, hvað með okkur, svo Guð er að gera ljóst að það er ekki bara við. Forveður, það er til þeirra. Hann gerir þetta persónulegt, ekki bara til forveðrana, heldur við allt þjóðina, þar á meðal núverandi kynslóð. Þótt flestir, fólkið sem var þar, þú veist, að undanskildum Jósúa og Kaleb, flestir þar, þeir höfðu ekki verið vitni að útförinni. Þeir höfðu ekki verið viðstattir allt eftirland. Þeir höfðu ekki sjálfir séð öll þessi atburði, en Jósúa fullyrðir að þeir væru líka hluti af sögunni. Eins og Móses hafði sagt áður, gerði Drottinn þetta sáttmála ekki við feður okkar, heldur við okkur. Horfið á það sem Móses er að segja, en við okkur, þá. Hver er hér í dag, allir okkar sem eru á lífi, og það berst líka til þessarar nútíma kynslóðar. Og það berst til okkar vegna sáttmála Guðs, hann endurnýjar fyrir hvern einstakling sem tekur við honum. Hann eða sá sem hafnar honum. Bölvanirnar og blessanirnar og bölvanirnar. Með öðrum orðum, frelsunarsagan er ekki bundin við fortíðina.
Það er persónulegt, lifandi og áframhaldandi raunveruleiki. Sama Guð sem starfaði fyrir hönd Abrahams, Jósúa, hann starfar fyrir sitt fólk. Í dag, og eins og Ísrael gat ekki gort sig upphátt af sínum eigin afrekjum, þeir gátu ekki sagt að við gerðum þetta, við fórum í gegnum þetta, við upplifðum þetta, þá getum við heldur ekki gert það. Ekki bókstaflega, við getum ekki sagt að við værum, þú veist, bókstaflega þar. Sigrar okkar, frelsun okkar, andlegur framför, þeir eru ekki afleiðing mannlegrar speki eða styrks heldur af stöðurinn á Guðs. Guð, trúmennska, styrkur hans, afskipti hans í lífi okkar, í sögu okkar. Sáttmálinn sem var endurnýjaður hér í Sikhem. Kallar hverja kynslóð til að viðurkenna að frelsunarverk Guðs voru einnig gerð fyrir þau og að bregðast við með sömu heilrar hollustu sem Jósúa kallaði eftir fyrir löngu. Ó, þú verður að velja, þú verður að taka ákvörðun. Þetta er ekki bara eitthvað sem þú ert að lesa af forvitni, þú veist, forvitnilegum hætti. Ó, er þetta ekki áhugavert? Ó, sjáðu þessa sögu, sjáðu þessa smáatriði, stundum lesum við Biblíuna bara svona. Og þó að það sé mikilvægt fyrir þig að lesa Biblíuna með það fyrir augum að læra nínunin og smáatriðin, þá þarf sagan að lifna fyrir þér sem. Jæja, það þarf að draga það fram, það þarf að beita því og það þarf að lifa því. Svo við vorum þar vegna Guðs frá dögum Jósúa. Guð sem var þar með þeim er sami Guð sem býður okkur að velja hann aftur og aftur hvern einasta dag. Þannig að þó að fólk var annað fólk, ekki satt, ég var ekki þar. Sama Guð sem var þar er Guðinn sem kallar á þig í dag. Það leiðir okkur inn í mánudags kennslustundina í einlægni og sannleika. Og textinn sem dregur saman kennslustund þessa dags, mánudagskennsluna, er Jósúa kapli 20. 4 vers 14 þar segir, hræðist því nú Drottinn og þjónið honum af heilindum og sannleika og leggið. Farið yfir guðunum sem feður yðar þjónuðu handan árinnar og í eftalandi. Þjónið Drottni, nú eftir Sikhem, já, við. Á þessum stað í Sikhem, eftir að hafa minnst á ótal gjörðir náðar og frelsunar Guðs, þrýstur Jósúa fólkinu til að taka ákvörðun. Ekki satt, hann opinberar þeim öllu, hann minnir þá á allt það sem Guð hefur gert og nú ýtir hann þeim í átt að ákvörðunum að gera eitthvað, að velja eitthvað. Hvernig ættu þeir að bregðast við? Hvernig? Þeir svara, hvernig bregðast þeir við sögunni guðlega afskipti? Myndu þeir, í þakklæti, helga sig fullkomlega Guði sem hafi gert þá frjálsa? Eða myndu þeir bregðast með vanþakklæti og sveiplast aftur í skugga gamla og trúleysi síns, til gamla goðadýrkun sinnar? Hvað myndu þeir velja? Nú er kallið. Jósúa kynnir þá boðun sem hann flytur hér, þetta er ekki bara eitthvað af handahófi. Já, það fer inn í dýpstu hvöt hjartan vegna þjónustu Guðs eða þjónustu. Guð krefst ekki aðeins ytri hlýðni sem er auðveldara. Er það ekki? Það er auðveldara fyrir þig að láta eins og að búa til einhvers konar persónu sjálfan þig og svona að falsa það þar til þú heldur. Heldurðu að þú gerir það vegna þess að þú munt ekki gera það á þann hátt? Ekki satt. Það er sjálfsblekking. Það fer lengra en það. Það fer inn í innra, það bendir til innri dygðar. Það hefur alltaf skilgreint raunverulegt tilbiðil. Reyndar, í þessu tilviki, 2 dygðir, einlægni og sannleikur. Nú hefur orðið einlægni mjög forvitin. Það ber mjög lifandi mynd með sér. Ekki satt, uppruni þess, sögu þess. Ekki satt, rætur þessa orðsins einlægni, ná aftur til, þú veist, til fornrómverska keisaradæmisins. Á rétt og það merkir bókstaflega án vax. Siseritate, eða þá einlægur, þetta orð þýðir já. Hvað þýðir það þá? Ekki satt, svo ef þú talar spænsku eða annað rómönsk tungumál, þá geturðu kannski séð þessi orð þar inni. Ekki satt, svo það sem gerist er að kaupmenn, þeir myndu búa til verk af fínu, trésmíði eða keramik eða marmarastittur og oft til að hylið sprungurnar, merkin, kallana. Þeir myndu setja vax á, þú veist, svona eins og kertavax eða eitthvað í þá áttina. Svo það leit fullkomið út, ekki satt, við fyrstu greiningu, en undir hita sólarinnar myndu þessir gallar að lokum birtast vegna þess að vaxið myndi bráðna. Svo kaupendur myndu bregðast við. The sincere craftsman was the one who had nothing to hide, nothing to cover, no disguise. This is the heart that God desires, one without the wax, one that is sincere. Að hylja, engin dulargervi. Þetta er hjartað sem Guð óskar, eitt án vaxins, eitt sem er án vaxins, innlegt. Þú sér, fylgjendur Guðs.
Fylgjendur Krists, þeir eru ekki fullkomnir. Við gerum mistök, við hrasum, við dettum, stundum þurfum við sannarleika að hlaupa aftur til Guðs okkar og segja, Drottinn, fyrirgefðu mér. Breyttu mér, umbreyttu mér dag frá degi. Þú sér þetta í ótal persónum í Biblíunni. Davíð, Mós, Samúel. Þetta eru fólk sem Elía, að þeir myndu. Gera mistök og þeir fari aftur til Guðs og biðja fyrirgefningu, endurnýjun. Þetta er fólk sem er ekki gallalaust, en það er gagnsætt. Þeir leita ekki eftir fullkomnun eða telja upp mistökin sín. Þeir reyna ekki að fínbúsa trúarlegu framkomu sína. Þetta er líf sem vinir lifa. Óheiðarleiki er heiðarlegur. Hann er ógrimaður, ósvikinn fyrir Guði. Nú rugla margir synd og óheiðarleika. Þetta eru tvö ólík hlutir. Og óeinlægi. Þetta eru tvö hlutir. Syndin er mannleg veikleiki, kalli. Óeinlægið er það að neita að viðurkenna það. Falin huldu sem eru hulin undir yfirskinn verða hættulegri vegna þess að þær sleppa við játningu og iðrun. Þess vegna sérðu í Biblíunni svo oft, sérstaklega í dæmisögum fólk sem, þú veist, þú hefur þetta andstæðu. Til dæmis, tollari og presturinn. Ekki satt, tollari og réttláti. Þar sem faríseinn, þessi sjálfréttlátismanni sem sá enga göll í sjálfum sér, myndi biðja, Guð minn, takk fyrir að ég er ekki eins og þessi syndari, án þess að vita að hann var blindur, hann var ömurlegur, hann var í miklu verri stöðu en tollari, hinn viðurkenndi syndari vegna þess að hann gat ekki séð það sem hann þurfti að læknast frá. Svo þetta er stöðugt. Biblían. Það er miklu hættulegra fyrir þig að vera þessi sjálfréttnislegi maður en að vera viðurkendi syndarinn sem viðurkennir mistökin sín. Nú er ég ekki hér að segja að það sé í lagi fyrir þig. Að halda áfram með sömu syndir og mistök sem þú hefur alltaf gert. Það þarf að vera vöxtur. Það þarf að vera þroska, en fyrsta skrefið í þá átt er að viðurkenna það, að greina það. Guð getur grætt það sem er opinberast, en hann getur ekki hreinsað það sem við heldum áfram að láta eins og sé ekki til. Mundu það, Guð getur grætt það sem er útlagður, en hann mun ekki brjóta gegn frelsi mannsins til að hreinsa það sem við heldum áfram að láta sem sé ekki til. Veistu, í hebresku textanum er orðið sem er. Tamið, sem á öðrum stöðum er þýtt sem fullkomnun, sem fullkomið. Það er oft lýst sem einhverju sem er heitt, sem er óspillt, sem er. Það er eins konar fórn sem er ásættanleg fyrir Guð. Það þýðir ekki að hún sé fullkomin í skilningi þess að vera algerlega syndlaus, heldur í skilningi þess að heilagleiki hreinskilnis, heilagleiki einlægnis fyrir Guð. Eins og Davíð, maður eftir Guðs eigin hjarta, hann er lýst sem Tamim, en þegar þú horfir á Davíð. Lífið, Davíð var alveg persónuleiki. Það voru nokkrar vandamál í lífi hans, en hann var einlægur. Hann var heiðarlegur fyrir Guði. Að þjóna Guði, Tamim, er að færa honum líf sem er ekki fullkomið í þeim skilningi sem við hugsum oft fullkomnun, heldur fullkomlega afhent. Óbrotinn, sannur, algerlega afhentur. Jósúa, hann bætir við öðru orði sem er sannleikurinn, það hebreska orðið. Og þetta hugtak, það þýðir trúmennsku, áreiðanleika, stöðuleika, það er eiginleikar sem lýsa Guði sjálfum því Guð er sannleikur. Ekki satt, Guð er sannleikur. Ekki bara að hafa það, hann er það. Svo í gegnum sögu Ísraels hefur Guð sýnt trúmennsku og nú kallar hann fólk sitt til að endurspegla það sem hann hefur opinbert, sama þolinmæði í þjónustu þeirra sem hann hafi opinberað í þjónustu þeirra. Vinir, sannleikur í þessum skilningi, það er ekki bara staðreyndaleg nákvæmni. Það er ekki bara að vera, já, satt að segja eða, þú veist, bara að vera nákvæmur. Það er sáttmálatrúnaður, er það ekki, það er það sem það er. Það fer fram úr bara. Rétt að vera staðreyndasamur. Það þýðir að vera trúr, að vera sannur við einhvern. Hjarta sem heldur orðum sínum, persónuleiki sem breytist ekki eftir þægindum. Það er andstæða afgyðlínadýrkunar sem alltaf kljúfur trúnað. Þú sér það þjóna Guði í sannleika er að vera algjörlega helgaður, samkvæmur, áreiðanlegur. Í sambandi við hann, öldum síðar myndi Jós endurspegla sama hinn fullkomna hugmyndafræði fyrir Samaritanakonunni þegar hann segir í Jóhannesar 4. kapla, vers 24, að Guð sé andi. Andi, og þeir sem tilbiðja hann, verða að tilbiðja í andanum og sannleikanum. Þannig að þessi tilbiðjan er ekki skilgreind af stað eða af helgisið. Að vera í kirkju, þú veist, að biðja á ákveðin hátt en með einlægni. Því Guð getur séð fram persónuna. Guð getur séð fram hið falsa. Að við birtum þá falsku ásýnd sem við sýnum heiminum. Hún er skilgreind af hjörtum sem eru trú, sem eru raunveruleg, sem eru ósviknarleg, sem eru einlæg.
Jósúa, hann bindur alltaf, hann bindur einnig einlægni og sannleika við rétta ótta fyrir drótni, sem hefur ekki með það að gera að vera hræddur eða skelfdur fyrir Guði. Er það ekki? Ótti, hann er ekki hræðsla eða óöryggi, heldur djúp virðing og það er líka orð sem þessi heimur hefur glemt að hafa virðingu fyrir. Veistu, ég trúi sannarlega að eitt af mesta leynibrögðum djöfulsins hefur verið nútíma skilningurinn, okkar núverandi skilningur á gamanleik. Því með hlátri, með gríni má gera vitleysingu hvað sem er og sleppa við það. Ekki satt, svo er auðvitað gott að hlæja. Stundum er það jafnvel gott fyrir þig að sjáðu léttleikan í erfiðustu aðstæðum lífsins, en þegar allt snýst að hlæja, gamanleiki, að þú hefur mist virðingu. Þú hefur mist ótti drottins, við af drótni, við búum í heimi sem hefur glatað ótta drottins. Sannur ótti drottins er viðurkenning á helgidóm Guðs, á hans mikla. Mikill leiki, hans konungdómur, að óttast hann er að lifa í stöðugri meðvitundum að hann er bæði faðir og yfirvald, blíður en öllum valdi. Og svo þessi virðing, hún framleiðir þjónustu af sjálfu sér. Ekki vélræna, falsa, tilbúna þjónustu eða hlýðni, heldur viljuga hollustu. Það er fætt úr þakklæti og ógn. Ísrael hér, þeir eru kallaðir til að lifa sem sérstakur þjóð, trúr þeim sem hafi bjargað þeim. Þeir skildu ekki, blanda við öllum öðrum í kringum þá, með heiðnu þjóðunum í kringum þá að missa sína auðkenni, að missa sína tilgang. Þeirra lifun og þeirra árangur. Hluturinn var háður heilsugarlegri framlagningu til Guðs í einlægni og sannleika. Svo áskorun Jósúa, hún endurómar ekki aðeins. Það var ekki bara fyrir þá, það endurómar í gegnum tíman og það nær til þín. Það nær til mín, hvar sem þú ert, þessi áskorun, hún endurómar þig líka. Við erum líka kölluð til að þjóna. Trúr Guð með óskiptri hjörtu, ekki með vaxi, ekki með tilgerð, ekki með láni trúar, heldur með gegnsæri trúarheit. Með trúfesti sem endurspeglar eðli þess sem við dýrkum. Nú, að fara yfir í næsta dag, þriðjudags, kennslustund, heitir hún frjáls til að þjóna, og textinn hér er Jósúa kapli 24, vers 16 til 18 horfið á það sem þar stendur. Svo svara fólkið, ekki satt, þetta er svar þeirra. Fólkið svaraði og sagði, fjari sé okkur að yfirgefa drottin til að þjóna öðrum guðum. Því drottin, Guð okkar, er sá sem leiti okkur og feður okkar upp úr landi eftalands, út úr húsi þrældómsins. Hver gerði þau miklu tákn fyrir augum okkar og varðveitti á sá öllum vegi sem við fórum og meðal alls fólks sem við fórum í gegnum. Og drottin rekka burt fyrir framabraut. Fyrir okkur, öll fólkið, þar með taldir amorítar sem bjuggu í landinu, munum við einnig þjóna drottni því að hann er Guð. Svo lítið á þetta, ekki satt, ákvörðunin að þjóna Guði. Það þarf að flæða af frelsi. Þú þarft að vera frjáls til að velja. Ekki satt, Guð þvingar ekki til beiðslu, hann þvingar þig ekki, hann býður því, ósvikin, þjónusta, hún má ekki þvingað, rétt eins og ást, ósvikna ást má ekki þvingað, hún má ekki krafist. Tryggð má ekki löggilt, Ísrael og í framhaldi. Öll okkar, ekki satt, því aftur við vorum þar. Við passaðum fullkomlega inn í þetta. Þeir höfðu alla ástæðu til að þjóna Guði af frjálsum vilja út af þakklæti, út af viðurkenningu fyrir allt. Hann hafði gert fyrir þeim. Guð forveðra þeirra var orðin þeirra Guð. Jósúa, rétt hinn vitri trúasti leiðtogi hér, hann skildi þetta meginreglu. Mjög vel, hann vissi þetta, hann leiti fólkið ekki í sáttmála. Hann bauð þeim að velja. Veldu í dag. Hann býður þeim eitthvað, hann krefst þess ekki, veldu að, dag, hebreska orðið fyrir að velja er orðið, ekki satt, það er sama orðið sem notað er val Guðs á Ísrael. Í 5. Mósebókinni 7. kapla, í 5. Mósebókinni 10. kapla, ekki satt. Segir Guð hafi frelst valið þá, þurftu þeir nú að frelst velja hann. Það var þeirra val, vinir, ást getur ekki til staðar án frelsis. Ást getur ekki til án frelsis og Guð virðir það helga rými í mannshjartanu. Guð virðir það rými í hverju mannshjarta. Hér finnum við mjög mikilvæga lexíu Guð. Þú sérð Guð á enga barnabörn. Guð á enga barnabörn. Hver? Hver kynslóð þarf að ganga í sáttmálan fyrir sjálfa sig. Trú foreldrana, hún er ekki hægt að erfa eins og eign. Það þarf að vera persónulega móttekið. Foreldrar mega tilenga börn sín Guði, alla þau upp í trú, vera fyrirmynd í guðfræðslu og það er þeirra helgi skylda. En það kemur dagur þegar hvert barn verður að ákveða, nú er kominn tíminn minn. Þú veist þetta gerðist í síðustu viku. Ég hafði einn af unglingunum hérna.
Í kirkju sem ég var í, hafði ein stelpa sem var mjög ung, veistu, 14 eða 15 ára, verið skírð. Hún kom að mér og sagði, prédikari, ég veit að ég var skírð og tók skírnanámskeið. Fyrir nokkrum árum, en ég veit ekki hvort ég hafi fengið það. Og ég að komast að þeirri niðurstöðu að þetta þurfi að vera mitt. Ég get ekki bara gefið svör eða verið hér vegna mín. Foreldrar eða af því, þú veist, ég fættist inn í þetta. Ég þarf að vita og ég elska bara að hún gerði það vegna þess að það sem það afhjúpar að hjarta hennar á réttum stað. Það þarf að koma augnablik þar sem kveikjan af. Trúin borin yfir á börnin og nýju kynslóðina. Og ef þau fá hana ekki, jæja, hvað höfum við þá gert? Ekki satt. Svo raunin hér nákvæmlega þessi. Hver einstaklingur þarf að velja fyrir sig. Foreldrarnir geta gert allt sem þeir geta. Gerðu rétt, stundum geriru þitt allra besta og samt tengist það ekki, að minnsta kosti ekki í því augnabliki. Og ég skal segja þér að Guð spili mjög langt leik. Ekki missa trúna bara vegna núinsins. En alla biblíuna finnum við að jafnvel miklir menn og konur í trútni geta stundum mistekist að standast. Á persónulegri trú, börn þeirra nutu trúarlegra forréttinda en ekki raunverulegra andlegra reynslu. Lifandi tengsl við Guð ekki hægt að flytja yfir. Með ætt eða með athöfnum. Hver maður, hver einstaklingur verður að fæðast aftur í ríki Guðs og þessi sannleikur ætti að vekja alvarlega hvern. Foreldrar og styrkja hvert heimili. Þegar börn ung og móttekileg með heimaverk trúarinnar, rétt, það þarf að gera vandlega með kennslu. Með bæn, með fordæmi. Vinir, fordæmi. Ekki svo mikið það sem þú segir, heldur það sem þú gerir sem mun endurspegjast í lífi þeirra. En loksins, hver sonur og hver dóttir, þeir verða einhvern dag að segja fyrir sjálfum sér, eins og fyrir mig, ég mun þjóna drottni. Nú, Jón. Skilningurinn að loforð sem hrópað í hita ástríðunar, það ekki það sama og líf lifað í hlýðni. Ísraelsmennirnir, þeir staðfestu trúnað sinn fljótt. Við öll, þannig að við munum þjóna drottni, því hann Guð okkar. En Jósúa hleypti ekki af stað til að heilla þá. Í staðinn svaraði hann með undrandi heiðarleika. Ekki satt, þið getið ekki þjónað drottni. Og þetta hann að láta þá hugsa, að ávíta þá. Það kann að virðast hart. Þér getið ekki þjónað drottni því að hann heilagur Guð. Því hann öfundsjúkur Guð. Hann mun ekki fyrirgefa ykkar brotni ykkar syndir. Þú þarft að skilja allt samhengið. Ekki satt, ef þú lest bara þetta, þá það eins og, hvers konar Guð þetta? Þetta ekki sá Guð sem passar við restina af biblíunni, en það hann. Hann að gefa þeim andstæðu. Rétt, Guð líka persónulegur, svo Guð hefur mjög mikla þolinmæði, löng þolinmæði, en hún kemur til enda á einu augnabliki, og það. Augnablikið það augnablik þegar ég ákveð að ég vil það ekki lengur, þegar ég herði hjarta mitt. Svo á þeim tímapunkti Guð ekki raunverulega að hlusta á orðin sem koma úr munninum mínum. Ó, drottinn, ég kýs þig, en þá held ég bara áfram að gera hvert. Á sama hátt mun Guð líta á verk okkar eins og líf okkar. Svo gætir þú spurt af hverju svona harðjóðandi svar. Það vegna þess að Jósúa þekkti veikleika mannlegrar ákvörðunar. Hann man það að foreldrar þeirra höfðu lofað því sama við Sínæfjall. Allt sem drottinn hefur talað munum við gera. Aðeins til að brjóta loforð sitt innan vikna með gullkálnum. Atburður. Jósúa vildi að þessi kynslóð skildi að það að þjóna Guði, það ekki tilfinningaleg hvatning. Það ekki byggt á tilfinningum og við. Lífið í tímanum af tilfinningalegri trúarbröðum þar sem fólk fer í kirkju og allt tilbeiðslustarfið snýst tónlist, lofsöng og tilbeiðslu. Vinir. Það mjög mikilvægt að lofa Guði með tónlist en það ekki aðalstaðurinn. Tilfinningar ættu ekki að ráða trúarlegri eða andlegri reynslu þinni. Og það það sem Jósúa hér það það sem hann að upplýsa. Ekki satt, að þjóna Guði ekki tilfinningadrifin hvatning. Það lífmótað ákvörðun með. Mjög raunverulegar afleiðingar. Jósúa var ekki að reyna að draga úr trú þeirra, heldur að dýpka hana. Fólkið þurfti að sjá að það að þjóna Guði, það alvarlegt. Það krefst einlægnis, sannleiks, trausts á Guðs styrk. Sáttmálinn, hann var ekki ætlaður að vera gerður léttmóður. Hann var ekki ætlaður að vera haldið uppi af. Bara tilfinningar, og svo sama náðin sem bjargaði þeim frá eftalandi, hún þurfti einnig að gefa þeim kraft til að hlýða. Þeir þurftu að leyfa henni. Sjáu þið, vinir, án þeirrar náðar. Þjónusta þeirra myndi hrynja undan eigin þunga. Samskipti Jósúas við fólkið leggja áherslu á jafnvægið milli guðlegs kjörs og mannlegrar frelsis. Það mjög fín lína. Sjáðu til, Guð hafði valið Ísrael, en þeir voru frjálsir að segja nei. Auðvitað voru það. Ástarsáttmáli hans, hann yfirgnæfir aldrei. Ríður frjálsum vilja. Raunveruleg þjónusta, sönn þjónusta þarf að vera sjálfviljug, ekki argeng, ekki áþreifanleg, ekki sjálfvirk. Svo að lokum, þetta
Sama símtal sem nær til þín og mín í dag. Þess vegna er þessi kennsla svo viðeigandi. Ást Guðs, hún þvingar ekki. Hún beitir ekki áhrifum. Hún neyðir ekki. Hún býður. Hún kallar. Sjáðu, Guð hefur valið okkur. Hann hefur endurleist okkur, barist fyrir okkur, en hann býður eftir svari okkar. Þess vegna segir Biblían að hann standi við dyrnar. Guð gæti. Inn í rúmið gæti hann ekki. Hann gæti rifið hurðina niður, en hann gerir það ekki. Hann stendur við hurðina og hann bankar. Hver trúaður verður að standa fyrir Guði og segja með. Persónuleg trú, nú er það mín ákvörðun. Ég mun þjóna Drottni. Því trú má ekki neyða, hún þarf að veljast frjálst, glaðlega. Persónulega, og áfram að miðvikudags kennslustundinni, hætturnar við hjáguðadyrkun. Ekki satt, það er titillinn, og þetta kemur frá kafla 24, vers 22-24. Rétt, og Jósúa sagði við fólkið, þið eru vitni gegn ykkur sjálfum að þið hafið valið Drottinn til að þjóna honum. Og þeir sögðu, við erum vitni. Nú því, sagði hann, leggið frá yður erlendu guðunum sem eru meðal yðar og snúið hjörtu yðar til Drottins, Guðs Ísraels. Og fólkið sagði við Jósúa, Drottinn, Guð vor, við munum. Þjóna og rödd hans munum við hlýða. Nú Jósúa 24:14-19, rétt nokkrar vers áður, það kynir eitt af áhrifamestu augnablikunum í Biblíunni. Jósúa stendur frammi fyrir öflugri áskorun fyrir samkunduna hér í Segi. Hann segir, kjósið yður í dag hverjum þér viljið þjóna, en hvað mig og mín fjölskyldu varðar, þá munum við þjóna Drottni. Ekki satt, hér er það ættborgarsamband Ísraels sem stóð sameinað eitt markmið, að tilbiðja sannbrunnin, hinn eina sanna Guð. Jósúa leggur málið beint fyrir þá. Ekki satt, engin dulbúningur, engin svifsuð, nei, beint fyrir þá. Ákveðin val þarf að taka. Gert það gert, myndu þau þjóna Drottni eða myndu þau snúa aftur til útlendra guða sinna. Guðir foreldra sinna, guðir Amorita. Nú er sáttmálabæn hér. Það krafðist siðferðilegs ákvörðunar. Þetta er mikilvægt. Þetta má ekki horfa framhjá. Þetta var ákvörðun sem felur í sér ekki bara orð, heldur stefnu hjartan. Ísrael var að vera kallað. Að aðskilja sig, að koma sér út úr því að líkjast þessum öðrum þjóðum í kringum sig. Ekki satt, að aðskilja sig róttækt frá öllum myndum af hjáguðadyrkun og að tilbiðja. Burt 1. Guð Ísraels, hann var ekki ættarguð, ekki þjóðarguð sem keppti trúnað annara. Hann var og er hinn fullvaldi. Himins og jarðar skapari, himnaríki og jörðu. Sáttmálinn var ekki engasamningur milli Guðs og þjóðar, heldur guðleg samvinnu með. Alþjóðlegar trúboðsmarkmið. Ísrael var ekki ætlað fyrir sig sjálft einu sinni. Er það ekki? Guð hafði þegar sýnt trúmennsku sína í gegnum sögu þeirra. Nú var komin tími Ísraels til að uppfylla seinni hluta sáttmálans, trúmennsku við trúvasta Guð. Nú, Jósúa í þessari heildarmynd hér, hann krefst ekki einfaldlega hollustu. Hann gerir það að fyrirmynd. Hann gefur sjálfum sér sem dæmi. Yfirlýsing hans er einföld. Hún er staðvast og persónuleg. Ekki satt, kjósið ykkur þetta. Þú munt þjóna hverjum, en hvað varðar mig og mitt hús, munum við þjóna Drottni. Það er áhrifarík forrista. Það er raunveruleg forrista. Hún er ekki hólíf yfirráð. Gera eins og ég segi en ekki eins og ég geri. Þetta er heiðarleikin í að fylgja mér eins og ég fylgi Drottni. Valans hér var ekki háð því. Viðbrögð fólksins, ekki satt, hann er ekki hér að vega kostu og gala. Hvort aðrir þjóni Guði eða ekki, ákvörðun Jósúa er þegar tekin. Allt í lagi, vinur. Nú af hverju endurtekur Jósúa beiðni sína? Ekki satt, af hverju heldur hann áfram að minnast á hana aftur og aftur? Það gæti virðast undarlegt. Það sem Jósúa endurtekur kalla sitt til fólksins að leggja af hjá sér skurðgoðin. Er það ekki, því að þau höfðu einmitt heitið trúnaði þrisvar sinnum. Af hverju heldur hann áfram að segja þetta? En, opinion of the danger of idolatry. The treat friends veis not a theoretical treat. It veis not something that veis just for them to remember that þeir. Foreldrar gerðu það, ekki satt, hinir erlendu guðirnir, þeir voru ekki fjarlægar leifar frá Eftalandi eða Mesópotamíu. Þeir voru þegar í meðal þeirra. Hebreska setningin sem Jósúa notar. Hneigðu hjarta þitt til Drottins, það notar sögnina, rétt sem þýðir að teygja sig út, að grípa, að taka, að beygja sig yfir og ná. Það vekur í hugmyndinu hjarta sem þarf sem verður að meðvitað snúa sér að Guði. Rétt eins og Guð sjálfur lúar sér niður og herir bænir. It doesn't naturally lean towards God. It needs to be intentionally directed that way. And so Joshua's plea here, it wasn't about removing just að vera vísvitandi beint þannig. Og svo bæn Jósúa hér, það var ekki að fjarlægja bara styttur, það var minni stöðu þeirra af trúmennsku.
Og endanleg svörun Ísraels er afhjúpandi. Við munum hlýða á rödd hans er það sem þeir segja. Er það ekki? Þeirra hlýðni, hún þurfti að vera. Við munum heyra rödd hans. Hún gæti ekki verið vélræn. Er það ekki? Þessi lifandi samræða við frelsaran, hún var ekki bara skrá yfir reglur og reglugerðir. Sáttmálinn var ætlaður að vera samband trúar og ástar, ekki lögmálsrælkan. Þú veist, við ímyndum okkur ofta hjátrú sé fornaldarlegur siður. Já, að fara að beygja sig fyrir málmi, fyrir viði, fólk beygir sig fyrir steitmyndum. En siðmenning skurgoðana, hún hefur bara breytt form. En það hefur ekki breytt eðli sínu. Það er enn til staðar. Í fótnöldi Aþenu sá Páll borgina fulla af skurgoðum frá fegurðargyðjunni, rétt Afródíta, til auðarguðsins. Rétt, Plútus. Í dag bera góðmögn okkar mismunandi form, mismunandi andlit, en þau eru enn til staðar. Vald, árangur, ímynd, ánægja. Tigg. Nútíma menning beykist fyrir sínum eigin altörum, skrifstofutúrum, leikvangum, íþróttahúsum, háskólum, samfélagsmiðlum. Vopnin. Við megum ekki brenna reykelsi fyrir mæðrum en við fórnum fjölskyldu á altari hagsbóta. Við fórnum heiðarleika fyrir ferill. Það eru nútíma góðmögnin. Við knúum kannski ekki fyrir apróitu. En við heimsækjum útlit, eltum viðgöngu hvað sem það kostar. Þú ferð á hvaða samfélagsmiðli sem er þessum sem krakkarnir eru að nota, TikTok, Instagram. Og þú munt sjá rásir þar sem litlir 8 til 8 ára gamlar stelpur eru að gefa kennslur hvernig á að setja á sig farða. Hvað heldur þú að þessar börn muni halda að lífið snúist þegar þau verða fullorðin? Þessir skurgoð, þótt háþróaðir, eru ekki minna eyðileggjandi en skurgoð heimsins forna. Borðið stendur enn sem bráð viðvörun. Þér skuluð ekki hafa aðra guði fyrir framabraut mig. Vinir, reikningin lýsir oft hjáguðadýrkun með kaltæðni. Sem vind, ekki satt, það er hebreska orðið hebel. Tómar, þyngdarlausar hlutir sem lofa stöðuleika en skila tómleika, skila engu. Og þegar þjóna þeim verðum við eins og þeir, órólegir, óstöðir, hólir, tómir innan í og hættan af hjáguðadýrkun, hún er ekki það að Guð mun lemja okkur með. Refsing, en það að hann mun leyfa okkur að vera stjórnað af því sem við höfum valið. Guð vill þessi slæmu hlutir ekki en við leyfum þeim að gerast þegar við veljum þá. Því aftur, Guð er Guð af frelsi, eins og í 1. Mósebók 9. kapla, 7. vers finnum við viðvörun, þegar Ísrael sneri sér frá Guði til annara guða, var fall þeirra. Náttúrulegt, við ætlum ekki að lesa söguna, en þú þekkir söguna. Rústin var náttúruleg, náttúrulega afleiðingin, skrímslin þeirra eyðilögðu þá, og svo er það með okkur, það sem við elskum mest. Það sem við treystum mest og getum ekki lifað án verður meistari okkar. Þeir sem leita völdum eru stjórnaðir af völdum. Þeir sem þrá ánægju eru stjórnaðir af ánægju. Langar eftir samþykki eru stjórnað af þeim sem þau vilja gera til lags. Guðadýrkun snýst ekki bara tilbeiðslu. Hún snýst stjórn, það sem stjórnar tilfinningum okkar. Tíminn okkar, forgangsröðun okkar er guðdómurinn sem við þjónum í raun. Jafnvel í lok bókar Jósúa er engin skrá að Ísrael hafi fjarlægt. Af guðdamyndum þeirra, það er ekki til staðar. Þögnin er vísvitandi, opin kallað sem endurómar í hverri kynslóð. Sáttmálaval verður að. Nakin aftur og aftur og aftur. Svo fyrir okkur líka, áskorun Síkhems er enn til staðar. Veldu í dag hverjum þú munir þjóna. Veldu þennan dag, við verðum að ákveða hvort við munum hneigja okkur fyrir guðum menningar, auðs, þæginda, sjálfsins, sjálfselska eða þjóna lifanda guði með óskiptu hjarta. Hinn forna boðskapur Jósúa, hinn forni kall verður persónulegur. Þetta er fyrir þig, fyrir mig. Verðum við að halla hjörtum okkar að Guði eða leyfa þeim að reika í átt að hjáguðadýrkuninni. Vinir, fyrir hverja öld í gegnum söguna er boðskapurinn. Það er það sama, Guð hefur þegar sýnt trúmennsku sína. Nú er komin tími okkar til að svara, til að beygja hjörtu okkar á honum og að lýsa yfir með Jósúa, en ég og húsið mitt, við munum þjóna drottni. Og að lokum kennslustund fimmtudagsins að ljúka vel snýst Jósúa. Og kom eftir þessum atburðum að Jósúa, sonur Núns, þjónn drottins, dó í 110 ára aldri. Og þeir grófu hann innan markaerðar sinnar í Tímna Serahá, sem er í fjöllum Efraim, á norðurhlið fjallsins Gashá.
Ísrael þjónaði Drottni alla daga Jósúa og alla daga þeirra eldri sem lifðu lengur en Jósúa, þeir sem þekktu alla verk Drottins, sem hann hafði gert fyrir Ísrael. Þeir sem þekktu alla verk Drottins, sem hann hafði gert fyrir Ísrael. Vinir, bók Jósúa lýkur á mjög hátíðlegum, mjög göfugum tón. They finished well. And that, in the end, that's what truly matters. A fulfilled promise. Og það, að lokum, það er það sem raunverulega skiptir máli og uppfyllt loforð. Í Guði, þín greftrun, hún merkir ekki endalok. Hún merkir uppfyll loforð, en jafnvel í þessu uppfyllingarstundarkotni birtist mjög hógvær viðvörun. Ekki satt, mjög hógvær viðvörun varða veruleika fyrir þessum. Tekstinn minnir okkur á að Ísrael þjónaði Drottni alla daga Jósúa og alla daga eldri manna sem lifðu lengur en Jósúa. Trúfesti varðist í eina kynslóð, kannski. Til, eftir það byrjaði það að dofna. Bókin lýkur með hryllilegri sannleika. Árangur án eftirmanns er. Bilun. Árangur án arftaka er bilun. Hver kynslóð, vinir, stendur einu skrefi frá. Að gleyma Guði. Það var einn amlíkanskur erkibiskup sem hét Georgegæi og hann sagði einu sinni eitthvað sem kom mjög heim til mín. Satt, eitthvað mjög áhugavert. Hann sagði, kirkjan. Kirkjan er alltaf ein kynslóð frá útrýmingu. Það sama gildir Ísrael. Framtíð þeirra var alveg háð því hvort næsta kynslóð myndi halda trú sinni til Guðs, til að halda áfram ókláruðu verkinu, til að standast. Tengsl goðadýrkun, og svo nafn Jósúa, það hljómar enn. Það endurómar í gegnum söguna. Jafnvel börn syngja hann. Ekki satt, Jósúa barðist í orustunni við Jerikó. Jerikó og múrarnir hrundu. Það eru þessar sögur sem börnin okkar syngja. Við getum talað svo marga aðra. Gideon, Davíð. Hinir kraftmenn, en engin alveg eins og Jósúa. Þeim sem Guð gaf Jerikó, hugrekki hans, trú hans, dirfsku hans, hlýðni hans gerðu hana þessu fyrirmynd. Tímamótandi fyrirmynd hvað það þýðir að leiða undir Guði. En mikilleiki Jósúa, það var ekki í sigrónum hans. Það var trúfastleiki hans, þar sigraði hann, allt annað var afleiðing. Hann lifði því sem hann predikaði. Þegar hann sagði, en ég og mín hús, við munum þjóna Drottni, meinti hann það. Friður í stríði, í einveru í öllum augnablikum, ég og mín hús munum þjóna Drottni. Þrátt fyrir það sem allir aðrir gætu gert, ég og mín hús munum þjóna Drottni. Hann meinti það og það. Heiðarleiki er það sem hver leiðtogi, hver trúaður er kallaður til að líkja eftir, að herma eftir. Orð Jósúa hafa endurómað í lífum ótal trúaðra, þar á meðal. Mitt eigið, ég man eftir því að vera ungur ungdómaprestur í Brasilíu í byrjun 2 ára, vera einn í litla íbúðinni minni í syðsta fylki Brasilíu og ég varð huguleysi. Ég myndi líða einmana. Ég myndi líða, þú veist, það voru svo margar hindranir sem ég gat ekki glímt við og ég myndi lesa Jósúa 1. kapla 9. versið sem ungur prestur. Þú veist og ég myndi hressast. Rétt. Þar sem Guð segir, hef ég ekki boðið þér. Vertu sterkur, vertu góðrar hugrekki, óttastu ekki, verðið ekki hryggir því að Drottinn þinn Guð er með þér hvar sem þú ferð. Og þessi orð fannst, eins og þeir væru taldir til mín. Til mín, þeir urðu félagi í hverjum óvissutíma og þeir haldast sannir enn í dag.
Kraftinn þegar hún var fyrst mælt til Jósúa sem sjálfur stóð frammi fyrir ógnvekjandi óvinum virðist einn haldið uppi af lofforði hins almáttuga. Sterkur, vertu hugrakkur, ekki vera hræddur, ekki vera óttaslegin, því ég er með þér hvar sem þú ferð. Vinir, þessi orð skilgreindu líf hans og þau geta skilgreint. Þitt líka, þau eru áminningum að sama Guð sem gaf Jósúa sigur, hann. Stendur við hlið okkar líka. Líf Jósúa segir okkur að einn maður með Guði er meiri hluti. Það er gamalt orðatiltæki sem segir að sá sem hefur Guð hefur allt. Sá sem ekki. Guð hefur ekkert og sá sem hefur Guð og hefur allt hefur ekki meira en sá sem hefur Guð og hefur ekkert. Svo eru allir hlutirnir sem þú heldur að gefi þér forskot í lífinu ekkert, eru rusl. Sá sem hefur Guð hefur allt og sá sem hefur Guð og hefur allt hefur ekki meira en sá sem hefur Guð og hefur ekkert. Þetta er himnesk stærðfræði. Til að ljúka vel þurfum við að gera það sama og Jósúa. Treysta fyrir heitum Guðs án þess að hika. Leiða heimili okkar í trú. Leið. Kerti trúarinnar til næstu kynslóðar. Saga Jósúa hófst með ótta og endaði með trú. Hann byrjaði sem þjónn Mós. Hann lauk sem þjónn Drottins. Verði það sama sagt okkur líka. Svo vinur, ég hvet þig þegar þú lýkur þessu ári. Ekki satt, við höfum farið í gegnum. Heilt ára læra kennsluna að koma fyrir auglít Guðs. Þetta er síðasta kennslan á þessu ári. Ég hvet þig til að ljúka þessu vel. Ljúktu eins og Jósúa. Ekki satt, byrjaðu á 9 ári. Með þessari trúmennsku sem hann sjálfur endurspeglaði í lífi sínu. Og ég er viss að Guð, í sinni trúmennsku, mun nálgast þig meira og meira. Gleymdu ekki, við höfum frjálsan boð. Það kallast getur frelsaður maður valið að týnast. Ef þú vilt þetta, getur þú hringt í símanúmerið 866-788-4966 og beðið tilboð númer 112. Ef þú ert í meginlandi Norður-Ameríku, getur þú fengið textaskilaboð, ekki satt með stafrænu niðurhastengli ef þú sendir 016 á númerið 40544. Fyrir utan Norður-Ameríku geturðu. Svo fáðu þetta með því að fara á study.aft.org/sh016 og þú getur líka fengið stafrænan niðurhalstengil til að geta geymt mann valiðað. Vertu týnt og þetta verði uppörfunarkennsla fyrir þig. Guð blessi þig og ég vil ljúka